Alvarlegir, við erum í dagskrágerð. Ég get ekki verið alveg sko. Það byrja. Be serious. Herðu, við erum bara að byrja þetta drengir. Herðu, þetta nú einn, það allt hljóðið í gang. Herðu, við segjum bara góða kvöldið og hérna, við erum strax konum með komment, ég heiti Mattías Ásgeirsson. Blessaður Mattías, velkomin. Herðu, ég ætla bara að bjóða ykkur velkomin, það búið hérna, ég er með Sverri Helgason með mér og Helga Bjarnason, gesturinn okkar rétt ókominn. Hvað segir drengir, þetta búið að vera 10. lítil vika? Já. Þetta búið að vera frekar rólegt bara. Já, þægilegt, bara business as usual. Mjög gott. Hver var uppáhalds hitpísið á þig í þessari viku? Það verður eitthvað uppáhald? Það verður náttúrulega þetta frá heimildinni. Það var mjög gott sko, af því að þeir settu inn alveg svolítið skemmtilega fæstur frá mér. Það var reynda geggjað. Ég verð að viðurkenna, ég nennti ekki að lesa heimildina. Ég bara, þú veist, ég veist ekki að skrá mig inn og eitthvað, ég nennti. Takkt okkur aðeins í gegnum heimildina. Þetta var náttúrulega, þú veist, þetta sko, hún ekki eftirminnileg sko, þó þetta sé eitthvað grein mig, það svona, þú veist, fyrsta sem kemur, hvað var þetta? Þú veist, þetta alltaf, þú veist, þetta bara eitthvað svona same old skilur, Sverrir öfgamaður og hann hættulegur og eitthvað blá og svo tala við stjórnmálafræði eitthvað svona, það líka svo gott dæmi eitthvað svona, tölum við stjórnmálafræði alltaf þegar ég vil okkar að vita eitthvað, bara eitthvað svona, hvað raunverulega í gangi? Tölum bara við einhverja nóg gamla konu. Já, í háni. Heyrum við stjórnmálafræði og reyndar bróðir vinar þáttarins en reyndar og hann var bara eitthvað með einhverjar svona heimskulegar ásakanir þú veist hann sagði að þú hefði sagt að sumir kynþáttir væri öðrum óæðri ég man ekki eftir, nú er ég búin að horfa nokkuð með þáttin í kjölfarið, ég man ekki eftir þessu og þetta er líka áhugavert sko því að þetta er svo mikið svona smér og svo fóru þeir einmitt að reyna að taka haturinn í þetta líka og ég man alveg mjög skýrt eftir því að ég fór yfir að það var engin tengst milli þess að sjá að fólk var mismunandi og að hata það. Það var bara alveg sikkur hluturinn og við vorum allir sammálaðið um það. Já, ef ég til að þú sért gáfaðar en ég, eða heimskar en ég, skilur við, það er ekki hatur eða skilur við, þá er ég aldrei að segja að þú sért óæðri eða æðri, skilur við. Talandum óæðri, það er hérna... Fengist ég ekki neitt, sko. Gesturinn okkar er mættur. Já, Kóngurinn sjálfur. Þetta er bara mjög gott. Nei, þetta er bara svona Ég átti að vera með eitthvað kanínu á eyru en hann grannar tók þau ekki sko Ég er eiginlega bara fegin Meðstjórnanda Harmageddon og almennt kyntröll Ingimar Elíasson, velkomin Ingimar Og manneskja Takk, strókar Ég var smá nájaðir þegar Sverrir hringdi mig fyrir klukkum og sagði þetta verið í búningum Ég bjóst við blackface, og nasista Það var reyndar til umræða við erum allir í herforingjabúningum Það var að fá skilaboð Sverrir, þú eiginlega að standa upp það sem að var það var að koma ásökun yfir að fá að við varum lélegir að mæta ekki búning fyrir utan mig ég vil koma Sverrir til varnar hana Ég er í munkabúning Sverrir er munkur mjög greinilega Þannig að ég og Sverrir sáum þetta Virðingu á nafniði, takk Sko, spyr maður svo að talandi óæðri, gesturinn okkar er mættur, ert að segja að Ingimar sé óæðri, ég er allavega ekki ósatt að vera sakaður að hafa verið að segja það. Nei. Var það ekki eitthvað svoleiðis? Já, hverjum er ekki sama átt að Helgi Pírati kallaði rasistina? Kallar hann ekki bara allt sem bara rasista? Neitar þú því þá ekki að þú sért rasisti? Ég neita því að ég sé rasisti, en mér er skít sama ef ykkur svona vókæðslegu náðangi Ég vil rjána með orðið. Segir að ég sé rasisti fyrir að benda á einhverja hluti sem er á mínum að þetta ekkert rasíski. Ef ég væri eitthvað svona aktivista blaðamaður á MBL eða Vísi, þá myndi ég núna fara og kokka upp einhverja greið. Hvernig get ég tekið við þann hengið? En ég meina, þú veist, hvað er rasismi í dag? Ég held að þetta bara orðið eitt og sér. Það er búið að breyta svo rosalega mikið, bara síðan svona 20 ár. Það er búið að endur skilgreina það aftur og aftur og aftur. Þú veist, núna þetta í rauninni bara sko, einu sinni var þetta þannig að ef að þú að fáfræðinni dæmdir einhvern einstakling út frá kynþætti þá var það kynþáttahatur sem var þá rasismi Í dag er þetta bara ef þú segir eitthvað slæmt einhvern sem er ekki eins og þú
Konan mín Þetta bara orðið eitthvað rosalega förulegt sko. Konan Já, mátt það er má. mín sendi mér skilaboð bara með skilgreiningun á rasist, það var racist, a person who disagrees with a liberal. Mér finnst það bara Það í alveg tala, ég held að það sé nákvæmasta skilgreiningin sem við getum vegna þess að sko, og svo fara þær alltaf að eins og ég tók nú hérna fram þegar ég tekin hérna í viðtal hérna á nútímanum við slóðu þráðin og spurði mig út í, þú veist, með þessar blaðagreinar sem voru skrifaðar, að vera að leggja mönnum orði í munn eða hann gengst við því að vera rasisti. Gekkst ekkert við því að vera rasisti, sagði bara honum var alveg saman þú var að kalla það. Já, vísir bókstaflega laug. Lög, sko, bara flatt átt lög. Ég var Helgi Einarsson, Greiði Helgi Einarsson, hann hefur verið tekinn alveg í bakari. Þetta hefði ekki verið Helgi Lagstall. Það hefur verið bóð. Það hefur verið ríkaleg. Hann hefur verið bara ofta sem maður. Já, það eru menn bara í snörunni og það var svona ýmislegt, þú veist, þeir gátt ekki einu sinni klift myndbrotið þar sem þeir eru að tala saman, sem að var nú alveg, þú veist. Af því þá hefði það afhjúpast. bara í ljós að þetta ekki eins og þeir skrifu. Þetta stormur í vasklasi. Ég þurfti að ringi Moggan til þess að biðja þeim að setja allavega link á þáttinn, þú veist. Svo setti ég bara auglýsingar undir alla fréttirnar. Við erum live næsta föstudag. Þeir átti ekki alveg von á því, sko. Þetta rosa ljót taktík sem að mann hefur tekið eftir með til dæmis á Trump, sko. Sem þeir eru að klippa viðtöl til. Þannig kannski með 10 minna, þú veist, ræðið eitthvað og hann segir eitthvað en það vantar mínútuna undan sem algjörlega setur allt sem hann segir í kontekst og þetta verður, þú veist, og þeir bara sjáu hvað hann sagði þarna og Rúf pikkar það upp og klippa er bara sko líka, það var eitt kliftu bara í, hann var að tala svo kom það augljós klipping og hann var að segja eitthvað, límdu 2 setningar saman sem leta, maður bara svona herðu, býtu að sjá þetta allir. Maður sé eftir þessu með þegar hann var að tala klór og COVID og allt þetta. Það var svona langu fréttamannafundur og þá voru vísindamenn á staðnum. Og þeir voru að tala þú veist að það bara tekur einhverja millisekundur fyrir klór að drepa þetta og hann svona að spurja og eitthvað þegar hann að tala að koma með klór, ég veit ekki hvort að mig gera eitthvað með það og eitthvað svona og veist eitthvað svona, já, það var ekki það sko, þú veist að þetta, svo það bara klift til og bara Trump að mæla með því að menn drekki klór. Þetta er ástæðan fyrir því ég fór ekki, mér bauðst að komast sko í viðtal hjá Vísi á daginn sem þetta byrjaði sko og þeir alltaf voru með eitthvað fréttum þetta á sína, kvöldfréttum sínar og ég var eitthvað svona pæli að gera það, svo fattaði ég sko að narratífan og svo kemur þetta bara ljós að þetta er rétt, að narratífan sem var í fréttatímanum mig, hún er fyrirfram ákveðin, niðurstaðan er ákveðin fyrirfram, það er aldrei neinn forvitni hjá þessum blaðamönnum, þetta eru náttúrulega allt bara eitthvað aktivista hórur og þeir eru búin að fyrirfram ákveða niðurstöðuna, skilur, eins og með þessa kettlingu, þessi stjórnmálafræði kettling með eitthvað þvaður ekki neitt, þetta er bara eitthvað svona algjör nothing burger og byrja samt á MBL já, en það er stelpa þarna á sambandri þungra sjálfstæðismanna en sko ef ég hefði farið inn í ef ég hefði farið inn í þennan fréttatíma sorry það var lefið svo fljóta já, ef ég hefði samþýtt viðtalið og ég hefði sagt eitthvað sem að myndi ekki virka með þeirra narratífu mig, hefði þeir náttúrulega bara klifta út en allt sem að þeir hefði getað notað gegn mér skilur, svo fattaði bara ég stjórna minni narratífun á X skilur. Já, þetta þau vilja bara fá eina setningu sem að geta hendi fyrir svo sem getur hægt að túlka bara á þess að hafa það sem maður sagt á undan og eftir þá getur þú túlka þetta bara versta veg líka sko. Ég lendi í þessu þegar ég var að heyra í mér út af þessu Múlaborgarmáli sko sinni mínir eru þar já, alveg rétt og þá sko var ég mjög skýr við þau að þú veist að ég vildi taka fram og það yrði að vera tekið fram ef þau myndu birta viðtal eða taka viðtal við mig hvað ég er ósáttur með fjölmiðlana í því máli. Þú veist, ég var alveg bara, það verður bara að vera. Þú veist, annars er þetta pointless. Mér þess þeir bera rosalega, þú veist, þetta er eins og tilkynna andlátt ykkurs. Á þess að sé búið að tala við, þú veist, þetta er svona, maður bara, þú veist, það var sem var verið að gerast þarna, fólk var bara, þú veist, í vinnunni, allt í henni bara frétt, skiluru,
bara kynferðisbrota brot á þessu leikskóla, maðurinn handtekinn, þú lest þetta bara klukkutíma setna, hann varst að keyra barninu nána leikskóla. Og þetta þú veist, auðvitað vilja vera fljótir að ná fréttinni og maður skilur það svona Þetta er ekki þannig. Sækja seðilinn. Já, bara hver með fyrst mestu klikkin, skilur við. Þetta eru hóruður, þetta er bara lið sem er bara fucking sækja seðilinn. Já, en sem betur fyrir þá höfðu þeir það bæði, sko, Vísir og MBL tóku það fram í þessum mig, sko, en það náttúrulega að því þetta sjokkið náttúrulega ekki það sem ég að segja, heldur atburðurinn, skilur og þannig að ef þú hefði verið að reyna að ná mér einhverjum einn akkurat þú veist, það bara já ekki þarna Mér var búið viðtali á Kveik á sínum tíma þess að ræða ster og eitthvað fleira Akkur búið þér? Já, ég var þá Íslandsmeistari í vaxtarækt ég veit það ekki Já, það er rútið síðan og ég var að vinna þarna þá hjá Íslenskri erfðagreiningu og ég syngdi í Kára og ég spurði hann og hann segi við mig já, færtu Helgi og talaði um stelpunar í CrossFit og eitthvað svona og ég segi, já og ég ræddi við einn annan mann og hann sagði Helgi, það er bara verið að stilla þér upp sko. Svo hjólaði bara í þig og þína persónu og byrjaði að fara, þú veist þannig að ég segi það, já, ég skal koma og ræða við ykkur með því skilyrði að ég þurfa að samþykja hvernig ég klippi viðtal til það var ekki fucking break Nei, það er ekki séns Þá sagði ég bara við það, þá vitum við alveg hvað þau eru að fara að gera sko. Það er bara hvað gerist þegar, þú veist, fjölmiðlamenn samþykja þá eru þessi 2 viðtöl við Elon Musk, eitt eða eitthvað BBC-gæi kemur og hann heimtar að það verður live á X þá lítur bara gaurinn ógeðslega illa út og líka þegar Don Lemon að tala við hann Ég vil samt að ræða hversu fyndið hann var þegar Elon Musk var að tala við gæðin hjá BBC BBC hann jarðaði bara maður getur auðvitað sagt eitthvað ránt líka þú veist, og haldið ykkur fram sem svo kemur ljós setna það var ránt, skilur og það BBC gerir það og þeir viljandi segja þeir gerðu þetta, ég manni þeir gerðu þetta við Tommy Robinson þegar þeir tóku viðtal við hann, það var þetta Sky það tóku þeir langt viðtal við hann og svo bókstaflega, sko, þetta var það slæmt, sko, Tommy Robinson laumaði kameraðan inn og Mike á þess að spyrja og það var það slæmt að ég horfði á óklifta útgáðan og klift út að ég held sér alveg 10 ár síðan það var þetta er mjög langt síðan allavega og þá var það bókstaflega þannig að þeir spurðan að einhverju og svo kliftu þeir svar við annari spurningu þetta var það slæmt það er mjög ljótt þetta er bara, þú veist þeir gerðu þetta líka við Kamilu Harris nema bara henni til tekna Þeir eru að borga Trump einhverjar, hvað var ekki, hafa 20 miljóna fyrir að þeir eru bara að reyna að hafa einan áhrif á kosningarnar þarna, skilur við að láta hana líta betur út, af því það er ekki hægt að láta hana líta vel út ef hún er óklift, skilur við í miður, skilur við mjög erfitt það var góð klippari góð klippari, þá er það mjög erfitt hún er byrjuð aftur var í podcasti hún er að kynna bókina sína sem að gæti alveg að segja bara Trump en herðu, ég ætla að koma tvennu að áður en við höldum áfram fyrsta lagi þá var ég fyrir mjög slæmri árás á mína persónu áðan það var þegar ég keypti þennan búning og spurði afgreiðslustelspunni í Hagkaup hvort að hún ætti eitthvað svona farða með þessu og hún sagði nei, þetta er bara fullkomið eins og er og sagði mér ýmislegt sammálaði en hitt er að ég var beðinn það og hafa verið að minna mig á það ég var beðinn það af einum að hann langar að vita hvernig hann gerir svona superchats og ég ætla að það er svona þegar eins og þeir voru einhverju byrjaðir á í síðasta þætti og ég lofaði honum að segja en ég bara hef ekki hugmynd það þannig að ef einhver í kommentakerfinu veit Arnar Arnbjörn var að gera þetta fyrir hann er búin að setja það upp sko en er þetta superchat þá geturðu, það er meðal annars að bara geturðu stutt þáttinn eða eitthvað svo leiðis bara bara donata og svona svona eins og þeir eru með þetta hvað heitir þetta töluleika hverjum allir á Twitch þannig að bara ef það er einhver í chatinu sem að kann þetta og vill leiðbeina getur ekki þessi gæði bara skellt reiknisnúmeru mínu upp á skjá hana bara það inn ég er bara auðra það eru skilabóðin allavega sem að ég ætla að minni fókruna því hvað meistar er þetta í sætinu mínu hana? Herðu, við viljum ekki segja hver þetta er en þetta er mikill ég sé það á hann þetta er kongur nafnlaus aðdáandi mikill auðlingur
En vinur þáttarins. nú Þeir náttúrulega reynda að ráðast á alla þarna á heimildinu, varst ekki að tala um það áðan? Jú, þeir Bara einhvern veginn komið nála þættinum og mér fæstu svona, Já. ég reynda nefndi ekki eins og opnaði þetta hjá heimildinu, maður hættur að lesa þetta. Þú kallaði það á geimildin. Já, geimildin, það er svolítið skott grín. Ég held að það var að fara á hausinn, voru ekki að segja fullt af fólki. Tilvílun að það skildi gerast eftir að USA þarna og lokaði allt. Já, rútulegt. Það er bara tilvílun. En sko, mér fannst líka áhugavert, þú veist, að þetta komst ekki einu sinni upp á topp 10 þú veist, þetta var allt svo misefnað, öll þessi högg voru einhvern veginn svo misefnað, ég held örgulega eitthvað að ég væri bara að fara eitthvað að beigja mig bara, sorry, ég hef sagt þetta bara, þú veist, ég fucking stend við allt sem ég segi, sko. Ég verð að segja Já. Ok, ef þetta er félag ungra, þú veist, þess að þú kallaði það áðan. Já. Hérna, þá hefnast þetta 100% eins og þetta átti að hefnast. Nú ætla ég bara að tala hreint og það er út af hvernig miðflokkurinn bregst við þessu. Já. Miðflokkurinn bregst þannig við þessu á versta mögulegan hátt fyrir sig. Þeir eru að gera þetta út af fylgið á miðflokki er að hækka. Þeir eru að reyna að höggja á miðflokkurinn. Mér finnst það líka bara að segja rosalega mikið í hvað stöðu sjálfstæðisflokkurinn er. Já. Þegar að þeir eru farnir að ráðast kannski á flokkin sem er kannski þeim næstur í skoðunum eða ætti að vera það. Já. Mér finnst það svona, þú veist, í staðin fyrir að reyna að vera sjálfur málefnulegir að taka sterkast stöðu gagnvart þínum flokkunum sem eru á önduru sjónamið, sko. Já. En þeir eru bara orðnir... Þeir eru lippartar. Já, þeir eru komnir þangað. Þeir eru það bara, þeir eru búin að vera í daldinn tíma. Þeir eru búin að vera í ríkisstjórn, hvað, síðustu 20 ár? Meir og minna. Já, það voru... Fyrir utan hann að það Jóhanna og Steingrímur. Þeir náttúrulega vildi ekki taka debatt við Sverri að því að Sverri er ekki formaður. Já, ég held að þetta hafi verið, en sko málið er nú samt sem áður þannig að nú fóru menna fullir að það hafi verið sett ákveðin pressa og hann hefur látið fara og Svo kemur út þátturinn einn pæling. Já. Og hann er tekin upp fyrir viku síðan. Það er áður en allt fjölmiðlafárið fyrir í gang. Og hvað er Sverrir að segja þar? Hann er að segja, ég veit ekki hvort þetta eigi við mig, ég vil fá að segja það sem ég vil, skiluru. Þetta er gæði sem var að tala að hann var að spá að finna einhverja stelpu að konu sína fóna til þess að vera Eva Braun að því að hann ætlaði að fara að vera, þú veist, ákveðin leiðtogi Þjóðverja á 4. áratugnum, skilurðu, á einhverju Halloween partí. Þú getur ekki gert það og ætlar að vera, þú veist, í einhverjum flokki. Já, voru þeir ekki búin að lesa, þú veist, ef þeir eru svona passívirka fólk sem er vara stjórnarmeðlumur í ungum miðflokksmönnum, voru þeir ekki búin að tjekka á hvað Sverrir er búin að vera að segja? Ég skildi þetta bara þannig á þessu viðtali að þetta var bara eitthvað sem þú varst að spöða að gera og þú bara, þú veist, ok, þetta kemur upp og eitthvað, ég ætla ekki að skikja þá, búm, ég farin. Svo er þetta líka bara, þú veist, gott djók. Þetta er bara djók, skilur, koma, gef mér að breyk. Og það hefur náttúrulega bara unnið rosalega vel fyrir mig, það hefur skert bara frábæra hluti fyrir mig, sko. Já, þú ert, eða eitthvað margir sem eru að, þú veist, tryggjara svo gæti við það hvað þú ert að segja, kalla það rasista, þá er náttúrulega bara æsimaður. Já. 100p, sko, þá er maður bara að æsa þetta lið. Ég er náttúrulega... Þú veist, með æðin að springa önninni heima á sér að, þú veist, ég verð að segja ykkur með rasista. Mér fannst það uppáhald, ég verð að viðurkenna, uppáhald parturinn af heimildinu var þegar og ég hefði mistað þeirri færslu á þess ég grét eiginlega úr hlátreiðri sá hann að hafa þeirra þeir voru að segja að nú ekki alltaf greinilegt að taka alvarlega sem Sverri segir því að hann vinnur með svona kaltæðni og annað þá kemur flóttamennir í Ásbrú er að geta hundana er að gera kebab íslenska fjárhundinum ég grét ég meina hann máli laga þessu skilur veistu hvað ég hugsaði þetta er líka bara drullu fyndið og þessi þáttur hefur náttúrulega verið þannig það verður gálgahúmor í það að djóka með allt veist, ég meina það er bara það sem að menn gera hvers konar faggi ertu eiginlega að þú ert eitthvað að pæla í því þeir eru að grínast með eitthvað sem bara hvers konar faggi og aumingi ertu eiginlega nú get ég bara að kalla þetta lið fagga og aumingi á alla blaðamenn hórur aftur bara yes skilur ég fannst mjög ég hugsaði eftir ég las að ég las greinni á heimildinni ég skráði mig inn og maður getur fengið 2 áskriftargreinar frítt
en ég mæli ekki eitt sagðist freka geta eigin skít heldur að borga fyrir heimildina og ég er sammála þar. Ég myndi ekki borga fyrir hann átt að væri sko grein sjálf á mig sko. En ég beið alltaf eftir því að, þú veist, ég var alltaf að bíða eftir sjokkir. Á bóstalega sem ég var að lendi í og ég gera ekki. Ég hugsa alltaf fyrst að heimildin að koma svona seint inn í þetta og hljóta að vera með eitthvað, þú veist, massíft á Sverri. Þá kemur þetta bara gágandi auglýsing fyrir Sverri. Líka næstu því stuðnisyfirlýsing og ég fór að hugsa, býtu, var það nauðgarinn hérna á heimildinni sem að skrifa þetta? Er sá hver hættur það? Ég veit það ekki. Er hann ennþá í vinnu þar að, vitið það? Getur við. Já, pælti, hann var hann að, þú veist, með búin að nauðga og verið dæmdur fyrir það, ennþá að vinna hana. Var á skilorði. Að vinna hana meðan hún er að koma hann og hún er að falla, skilur að vinna og þau eru í mýtu æru. Það er bara dæmdur nauðgar að vinna hana. Já. Skilur við. Svo er hann alltaf bara handikinn á vinna. Þetta þú veist. Þeir fluttu ekki að fréttir af því. Nei, þeir voru ekki að herða eins og þau myndi gera það, eins og gerðu rúka Þetta er rosalega uppstillinga, nauðgari og ligari og þú veist, það er alls konar hana. Já, og svo bara, þú veist, hérna, eins og ég sagði, hérna, flott læna. Harmageddon, hérna, að bara, þú veist, bara fyrstu incel Íslands, bara ritstjóri þetta. Já, það var helviti gott. Hver er það? Þýska stálið. Þýska stálið. Nei, já, var hann... Ég meina þið skoðið það sem hann er að segja, þessi þýska stáli sem að hann að Gaurinni Stefán Einar bósta hann með. Það var rosalega. Þetta er allt bara eitthvað svona incel. Já, hann gæti náttúrulega ekki fara á alþingi út að hann drullaði. Já. Og hann er í þetta er eitthvað eins og... Ég hef bara aldrei skilið eins og með, þú veist, samfylkinguna. Mér varst nú eiginlega að það fyndnasta af þessu öllu í allri þessari umræðu. Það var það, hvað heitir hann? Það er hann Andrés Jónsson. Já. Hann var svona, hann var þarna, minn maður, ég sé alltaf hver þetta var. Ég er bara eitthvað að skrolla og hérna, sé ég einhver gæja og þá Sverrið var að deila einhverju hana og ég sé einhver gæja sem er að fara í manngreina álit á fólki út frá greindaðustölu. Og er að benda á það sem sagt, já, er að benda á það og ég bara, heyrðu, þetta er á undan þættinum okkar og þá er hann að drulla yfir hvað Íslendingar eru heimskir eins og Kári og fleiri hafa gert. Það má nefnilega að gera það. Já, eins og þú sagðir, af því að þeir eru hvítir og hörnund og svona og hérna, og ég fór svona, ég kannast nú við hann lista, ég er nú svona nörd sko og ég fór að nota Google Lens og gerði greindin og svona og ég fann hann lista og þá kemur þú ljós að Afríka náttúrulega rekur lestina og er náttúrulega hann var klippað út sko. Þetta er bara, you can't make this shit up. Þannig að hann basically hann ákvað að drulla yfir Íslendinga og klippa þetta út og hann er látin, hann er alveg og hann er látin í friði fyrir þetta komment sem er svo augljóslega rasist og ég meina ef hann trúir þessu þá er hann bókstaflega að segja það að þú veist, hann sé þessar sem er basically sem að Helgi Hrafn kallaði Sverri rasista fyrir og hann bara ónar þetta shit í einhverja vikur svo basically kallar Helgi Hrafn hann bara hefst fólk er bara mismunandi eftir uppruna. Ég hef þetta bara frá PR fulltrúa samfylkingarinnar Andra Jónsson að homma. Þú tókst ekki eins og IQ-umræðina sko, ég gera það sko. Og hérna og er hann eitthvað búin að tjá sig þetta, vitið það? Nei. Og hann er ekkert spurður að því sko. Enginn takið þetta upp. Hann er ekki búin að tjá sig á X-inu síðan hann búin að remúa hann að post. Nei, þú veist, málið er bara það að það hefur bara aldrei verið meiri þögn yfir almannatenglinum. Það er bara hann er almannatengi. Sko, ég veit ekki hvort hann er það sko bara harður samfylkingar bara woke fucki sko og bara koma þangað sko bara nei og bara það er allt í lagi bara svo lengi sem ferð ekki neðarlega á listan það er bók að skoða greind og eftir þjóðverðni svo lengi sem ferð ekki neðarlega á listan skilur þú það er bara samkvæmt þessum Andrési Jónssoni almannafulltrúa það er off limits, það má ekki það er alltaf í lagi að segja sannleikann, bara ekki allan sannleikann við verðum að setja hlutin aðeins í samhengi sem við vorum að tala á þegar við vorum að tala samband þungra sjálfstæðismanna að hérna það er bara vegna þess að aðilinn sem skrifar greinina í Morgunblaðið til að byrja með það er manneskja sem heitir hún heitir Una Elínborg að mér minnir Elínborg Una fyrirgeðu hún má eiga það að hún hérna skilaði því áfram þegar ég baði að fá hlekka þáttinn þá var það græjað en sem sagt hún er hérna með grein bara frá því fyrra árskömmul grein þar sem ef ég væri einmanna myndi ég gangi í sjálfstæðisflokkin hún er bara aðilinn sem er að auglýsa samband ungra sjálfstæðismanna. Það er náttúrulega augljóst. Þetta er hvað er að baka þetta sko. Þannig að hún er í raun að gangast við að vera svona hálfgerð incel. Já, en hún er manneski sem hringdi í mig og ég talaði við hérna á MPL út af þessu Múlaborgarmáli og hún var mjög
fæleg og allt það sko en Já, ég þekki ekki til hann sko. nei, Það hafa náttúrulega gengið mikið að skotum á milli samband SUS og samband og ungra miðflokksmanna sko. Ég held samt svo bara Ég held að það væri bara samt meira djók Ég held það líka sko. Já, veist, ég held að þetta væri meira svona eins og Arsenal og Liverpool eða eitthvað þannig skiluru og menn eitthvað að fokka en þú veist, menn svona þessi takmark fyrir því hversu lágt menn leggjast Það kannski ekki grín hjá þeim sem að tapa Sko, ég seti þannig bara að þú ert föðurlandsvinnur, skilur, og þú sérð hver óvinnurinn að þá ertu bara bandamaður, skilur, mér er skýt sama í hvað flokk eða nefnd þú ert eða eitthvað en eitt veit ég líka, skilur, að það sem ég var að segja þarna, tala í þættinum sem að ég var tekið fyrir, gauðir, svona 99% af þeim sem voru á þessu landstíki á ungu sjálfstæðismönnum eru sammála mér, sko, skilur, þetta er ekki eitthvað svo sjokkerandi, sko, þetta er bara, ég vil lofa ykkur því, sko. En ég maður svona bara vitna í Kára Stefánsson tala Íslendingana þar spili genasamsetningi mikið En þetta er bara game is game, skilur, þetta er bara eitthvað skot og Hann náttúrulega kannski gerir ekki ráð fyrir því að þessi eru snúið svona en þú veist, það breyti ekki að sagði þetta sko bara svo ég viti að því hvað eru margir að horfa á þetta? 50 manns? Nei, 80 manns núna Næs Já, við fórum þetta með helgarafni og vorum fyrir að nálgast 120 og eitthvað og þú veist, ég held að sé alveg bara verulega gott áhorf á þáttinn. Ég hugsaði eftir að lagast alveg, þú veist, umtalsvert, sko, þau sé MBL og SUS og hérna... Mætti eiginlega að kalla þessi sponsornir okkar í þessu tilfelli. Og sér það að við erum ekki, hérna, við höfum aldrei auglýst þátt. Þú veist, við höfum aldrei borgað fyrir auglýsingar, þú veist, eitthvað svoleiðis. Þannig að hérna, meðvæði þá erum við alveg svakalega gott organík fyrir. Við að Sverrir segir bara eitthvað mjög tæft í hverjum þætti. Já, nákvæmlega. Það var bara fréttagreinar í hverju viku. Það er verið að nöyja. Ég get alveg loðað því að hann hefur gert það. Það var að koma inn 3.000 krónur frá Bjarka Freyr. Nei, takk fyrir það. Ég veit, takk innilega. En kannski er það ekkert fréttnæmt lengur. Ég held sko að þegar ég kom inn úr stjórninni þá þykir það ekkert endilega fréttnæmt lengur þegar ég segi eitthvað krassandi sko. Það er svona aðalega bara til að geta komið höggja á miðflokkin sko. Það var högg á miðflokkin Nei, ég meina þú veist, það eru kosningar núna hjá okkur flokkum. Já, kannski og við verðum líka aðeins já, hvað fær ekki annan flokk er ekki Pírata með kostningu? Það var formgalli á kostninga, þetta er að píratalegast að sé hef heyrt það var formgalli á kostninga prósessnum eða hvað sem þetta var og þá gáttu þeir ekki kosið forman þetta er að píratalegast en ætla að við gætum fengið Sverri Kosin sem forman Pírata ef við myndum smala inn já Þetta er alveg fín hugmynd. Þetta selja sjálfsverðinguna og ganga í Pírata. Nei, ekki á Píratum. Af því þeir bara, þú veist, kjósa bara aftur. Já, þeir kjósa bara aftur. Það er kostningar sem það er að skapi. Það er bara geggjað. Það er bara sönnun, já. Þeir gerðu það síðast. Breyta þessi í svona fundamental kristna þjóðernis Pírataflokkin. Það er geggjað. Var það ekki gott eða? Að vera að spyrja mig hvað er fær í neglur, það sem að bara flestar svartar konur fær í neglur. Já, respekt á... Þú vinnir á skiptiborðingstar. Respekt á naglafræðingin. Right now. Þetta er svolítið góð búningur, hvað? Er það Freddy? Hanski bólur og hattur. Já, og farðin greinlega þurfti ekki til að kórona allt saman. Já, við getum kveikt í þér aðeins eftir þáttinn. Það verður örgulega gert. Það hefði átt að vera með blackface, maður. Það hefði verið alveg fyrirsögn. Það hefði verið stund vikuna, sko. Hann er náttúrulega bara góður strákur, viðkvæmur ungu maður og mæta sem munkur. Ég ætla að fara úr þessu og við ætlum að fara aðeins í kommentina. Má ég spyrja einna spurningar? Já, þú mátt það. Hver var það sem hringdi í miðflokknum og sagði þú verið að segja? Það var ekkert þannig. Okay. Sko, ég ætla að taka undir alveg saman hvernig þetta gerðist. Ég ætla samt að taka undir með því sem þú varst að segja á hann. Mér finnst þögnin hjá flokknum sjálfum vera svolítið ærandi. Hún er ærandi, hún er það. Ærandi. Af hverju er ekki einhver komin og segja þeim bara að halda kjafti, bara þeir standa við bakið á sínum mönnum. 100%. Sverrir náttúrulega segir þarna, var búinn að segja hjá eins og Tóta að hann væri búinn að íhuga til að geta verið svolítið frjálsíðis öllu saman. Já. En svo hjólaðir í Svein, Anton, þá hljóta er að eiga hann bara sjá að Anton Svein fyrir ekki, að þá er þetta greinilega, þá er eitthvað í gangi. Þá var flokkurinn bara stóru strákarnir eiga að fara þarna á milli. Hvað er að gera? Já, Jóhanna líka sem hefur verið svolítið aktív í umræðinni, en þú veist, ég held hún gegnir nú ekki, ég veit ekki hvort hún sé einhver hlutverkinn á flokksins, einhverju svona ábyrgðstöðu. Hún ætlaði nú einhvern tíðan að koma hérna, ætlaði hún ekki að koma með Tóta í þáttinn hérna sín tíma, Þórunn í Hjartans.
Vinkona þáttarins. Já, hún vinkona þáttarins og hefur verið með góð innlegg. Það var komið mynda henni hann líka einmitt með honum hann að reyna að hræða hana Sveini, Antoni og fleiri, þú veist, það verið að ráðast alla Hvað gerði hann nákvæmlega? Ég misti gagnrýndi, það voru svona leiðbeiningar hvernig þetta koma fram var ekki afmælum og eitthvað svona Halloween, sko. Ef barnið tekur 17 nammi, skilur þá getur það verið með eitthvað skinn vanda, skilur þetta bara svona vók glatað já, ég meina þú veist, í rauninni var ekkert rámt sem stóð í póstinum, þú veist, ef þú segir ekki hæ á móti þá getur verið með einhverja greiningu og þú veist, ef þú tekur allt nammið upp og borða það frá öllum hinum, þetta getur verið eitthvað að, ég meina þú veist ég þekki það anskoti þú getur líka verið eitthvað það er bara að heyra einhvern að segja herru, láta nammi vera, þú ert búin að fá hættu bara næsta húskallinn þú veist, ég veit ekki gremst í þessar umræðu. Málið er bara það, þú getur það eru bara sömu hluti sem ég finnst ekki þurfa að nefna. Nei, það er einmitt að segja það alltaf að tala um, það er svona gremst eitt í umræðinni. Það er alltaf, þú veist, eins og þarna, vonar, er þetta móðgast yfir þessu, þú veist, þegar var skotið á eins og þarna Antonsvin og þú veist, þá er bara tilfellið, sorry, ef að þér finnst þetta það mikilvægt að þú ert búin að ráða mannesku í dag ógeðslega gagnslausa starf að vera að búa til einhverja svona lista. Þetta var örugglega manneskja með svona miljóna mánuði sem situr þarna og örugglega kynjafræðingur eða eitthvað svona. Í algjörlega gagnslaust. Ef að þér, þú veist, ef þú ert að hlaða út einhverju svona listum, ef að þér finnst þetta skipta nógu miklu máli til að þú þurfir að fara að skipta þér að lífi fólks, þá er anskoti réttlætanlegt að einhverju finnst þetta skipta nógu miklu máli til að gagnrýna og segja þér bara fokka þér. Mér finnst það bara, þú veist ég elska þetta að fólk segir einhverjum að fóka sér gagnrýnin ein og sér til hvers er að eyða peningum í þetta akkurat af hverju má það ekki en talandum að eyða peningum að því að það voru nú það var nú myndbrot sem að fór nú í byrtingu varandi þegar vorum að ræða þessar 150 milljónir sem að fóru þarna í samtök samkynhneigðra einhvers staðar í New York sem að einhvern veginn virtist ekki þurfa á því að halda og stjórnarmálin voru rosalega furðulega, voru $300,000 á ári sem voru í hvern og eitt stjórnarmann, gott ef það voru ekki 9 eða eitthvað, við erum að tala um að vera 40 milljónir á ári, þú veist, segjum bara náttúrulega 10-400 milljónir, þú veist, þetta er orðið slatti. Það vantaði 1 milljón upp á þetta degði fyrir launum 3 launahæstu. Já, allavega þá segir Helgi Hrafn að þú veist, ég nenni ekki að ræða 150 milljónir, en ok, hvað þetta er farið að gera svolítið oft og núna sjáum við að lögregluembætti með Sigríður Björk í fararbroddi að henda nú 160 milljónum með virðisaukaskatti reyndar þú veist, þess að skipta einhverju máli og fólk er að segja þetta eru umboðsvik það er sem sagt hegningarlagabrot og alltaf 2 ára en það getur verið 6 ára fólki sem er mjög alvarlegt 2 ára annars og snýst það ef þú hefur umboð og misnotar umboði til þess að láta einhvern annan eða sjálfa þig hagnast og þú veist, þetta er algjörlega rakið mál Ég báðast afsökunar Má ég segja eitt áfram konur? Já bara ég mætti bæta því inn hún er náttúrulega bara frábær og mögnum kona Akkur er þetta meina kvennatur Nei, þú veist værir að ráðast á hana ef hún væri ekki kona Ég væri til í, bara Helgi, bara eftir að við erum búin með kommentin að taka þetta mál bara almennilega fyrir bara eftir smástund Já, mér langar bara að taka þetta sem þetta ekki út frá henni, heldur bara svona að þú veist, þetta eru 150 þarna, 150 þarna, 150 þarna af hverju ætlum við ekki bara að setja fordæmi að þú veist, þú getur ekki eitt fleiri 100 milljónum í eitthvað bull og að Ríkisendurskoðun sem er bara eitthvað lamað batteri það er, þú veist, það er á Akureyri núna, það gengur ekkert það er óstarfhæft að því að fólk vill ekki vinna saman, þú veist, það verður að breyta þessum lögum og það verður að fara að reka fólk. Vanda fleiri mannustjóra. Já, mitt. Herðu, við ætlum að fara í kommentin og ég ætla bara að taka þetta, við tökum þetta bara aðeins fyrir og eftir, því að þú veist, mér finnst þetta bara mjög sambarlegt í það. Næstasta mál síðustu viku. Ég vil segja það. Ef ég panta mér eina pítsu, það er ekkert stórmál, en ef það er pítsa 2 á dag, hvern einasta dag, þá er það mjög fljótt að telja, sko. Það var einhver sem tók að saman og sagði að ef Bandaríkjamenn eyddu sömu prósentu af sinni framleiðslu, ég man ekki hvað við vorum að tala um 140 milljarða eitthvað svoleiðis, sko. Við erum að tala um prósentulega að segja að þetta þannig upphæð þetta er Mér langast að vekja athygli á því að þessi upphæð sem að Ríkislögreglustjóra embætti er að eyða
Þetta eru rauninni bara sko, þetta eru smápenningar með þá aukningu sem hefur verið í kostnaði. 2019 er þetta rúmir sem sagt 4 milljarðar sem þeir eru að velta og hafi verið síðustu 3 ár. Vitið hver upphæðin er núna? Árið 2025. 27,4 milljarðar. Frá 4 upp í 27,4 og ég meni, jú, vissulega að komið hérna erlendir, þú veist, þjóðhöfðingjar og þú veist að það er alls konar verkefni eflaust en þetta er rosalega aukning maður. Ég sá eitthvað að tala um að þetta veri mikið aukin löggæsla á Suðurnesjum, engin veit af hverju það er. Nei, jú, þeir reynda nefndu að það væri út af fleira fólki með alþjóðlega vernd og svona, en maður veldi í fyrir sér, þú veist, mér skilist að það vandamál er alltaf að draga saman. En það er nóga kommenti sem býða, þannig að ég ætla bara að Vonandi engin komment á bumbuna mína. Ekki body shaming. Herðu, ok, er þetta að byrja? Herðu, já, þetta er að byrja. Já, það mætti segja það. Glundróðan segir, ég heiti Matthías Ásgeirsson, já, við vissum alveg að hann var að horfa. Það fór ekkert að millimála. Nei. Halló, ég er ábyggilega með nokkra greiningar og klukkan er 20 og þetta er ekki byrjað. Halló, Matthías, sigur veislan að byrja. Anna, er gesturinn seinn? Þetta er ekki gott. Ekki hlæja mér. Klæddur sem örvitinn fyrir Halloween. Ég gat ekki lesi heimildina, var bak við paywall, myndi frekar geta eigin skít en að borga. Já, það meikar bara fullkominn sens. Hér kemur áhugaverð spurning. Er Sverrir búinn að jafna sig á tóta vinstri Úlfs í Sauðagerðu? Hvað hefur að segja þetta bara örstuð? Ég er ekki sammálaði, sko, ég held að ef menn horfa á allt viðtalið að þá, sko, það er ákveðin bútur þarna, og hann gerir þetta alltaf í hverju viðtali, hann setur sig í ákveðin karakter sem er í rauninni eitthvað sem er á móti, skilur við, og þetta er svona búa til svona leikrit ákveðna viðstu og mér finnst þetta skemmtilegt og ég fattaði bara strax þegar hann byrjaði á því, sko, og þú sér. Ég misti að því nefnilega þegar hann segir, þegar yfirleitt áður hann byrjar þetta, þá segir hann, já, nú myndu sumir segja og svo bombar þessu. Ég heyrði hann ekki segja það. Ég heyrði hann ekki trailertum heldur. Annar félagi minn það er samband um mig og hann var svona ósáttur og skildi eða ekki í þessu. Klifta hann þetta út úr trailerning? Ég held hann að mögulega óvart klift þetta af því að þegar þú segir það, þá gerir hann þetta við alla. Hann gerir þetta, bara góð plana. Ég fannst ég samt ekki fá neina viðvörun en ég bara fattaði það strax, sko. Ég held að hann hafi fattað líka, ég fattaði það, skilur, og það var bara mjög skemmtileg kemistri í öllu viðtalinu og mér finnst þetta mjög áhugavert viðtal svo sérstaklega eftir atbyrjunni þessari viku, sko. Það var bara ótrúlega jákvæð gagvart í að vera dópisti og útbrunnin og veist, ég hugsaði svona með mér, einhver hefði bara farið að gráta, sko. Já, sko, mér ég fyrir með þetta var brútal, sko. En sko, mér finnst þetta bara nefnilega áhugavert að pæli því, sko, að einhvern veginn röddskir, þú veist, einhverjir kalla röddskir, alltaf bara er rödd sem að margir bara resonera við í íslenskri þjóðmála umræðu, sé bara einhvern veginn, það er ekkert potential á bakvið að skilu, það er bara eitthvað, ég bara einhvern veginn tala bara út frá eitthvað svona tilfinningu og eitthvað, fólk, og ég gerir orðið einhver rödd í einhver þjóðmála umræðu sem meikar náttúrulega engan sens, en ég held að við séum bara á það surrealískum tímum að þú veist svona einhverju stjórnmálafræðingar, skilur, eins og við sáum að það bæði hjá heimildinni og sín, skilur, algjört krapp sem að þeir eru að bjóða upp að þeir eru að filtera sig svo mikið, þú þarft að vera bara svolítið ófilteraður, þarf að vera alveg skít sama. En er ekki svolítið undarleg þjóðmála umræða þar sem að við ætlum að fara að slíta fólku, þú veist, hann talaði að þú hefur verið á sterum, aldrei myndi ég taka stera til dæmis, en eða fíknefni eða eitthvað svo leiðis, nei, ég er að fokka, en þú veist, þegar við ætlum að taka fólk út úr umræðinni sem að hefur notað efni, fíknefni, áfengi, stera, getnavarnarpilluna kannski næst, hvað ætlum við að draga lína? Já, þú veist, ætlum við að segja, nei, þið með ekki tjá ykkur, það er alveg bannað. Hvers konar lýðræði erum við þá komin í, þú veist, og hver ætlar að ákveða þetta? Já, og ég held líka, þú veist, málega ég bara komist fram á eigin veruleikum, skilur, ekkert á hvað persóna eða mentun eða neitt, skilur, það er bara eitthvað að fólk sér það sem ég skrifa og hugsa bara eitthvað, þetta er satt. Þetta er hann að lýsa einhverjum veruleika og hann hefur greinilega ágætis vision á það sem er í gangi, skilur, og það er bara svona hundana þarna upp í Keflavík. Eða þá bara eitthvað fyndið, skilur, en ég held, þú veist, að það vinni alveg bara með mér, þannig séð að ég horfa á þannig að það vinni með mér og í biblíunni segir að í okkar fullkomna veikleika þá erum við sterkastir, skilur, þá leifum við Guð, þá höfum við auðmýktina til þess að leifa Guði að stíga inn og koma og starfa og ég upplifði það bara, þú veist, allir mínir veikleikar þegar ég gaf líf mitt í Jesú Kristi, að þeir urðu allir mínum mestu styrkleikum
og þú veist við þessu Praise Jesus. Ég var einmitt að hugsa þetta ráðan, það var að kera heim og svona þér á mætt með svo miklu hroka þú veist, þú kallar öllum millunöfnum og öllu þessu Já, og þú bara segir og ég, þú veist misti stjórnarliðið minni, ég tók dóp ég er búin að vera að gera tóma þælu þetta sísta ár og þið kannski ætti ekki að hlusta á mig, veist, ég veit ekki, þannig að þú mætir í með svo miklu auðmýkt og málið það að eins og þú stimplaður í þessum blaðagreinum og svona að þá hefur verið að láta eins og þú sért bara uppfullur á hroka og þú hatar alla svo allt í hennu er baunaðall yfir hann þá er þetta ekki ást og kærleikur og maður sem að frelsa þess og stegi út úr þessu svoleiðis og er bara bend á það að fólk er mismunandi veist, og það hefur fram að þess ekkert verið umdeilt og veist allir með að segja það einhvern veginn nema hann ég veit ekki, mér fannst að vera svona ákveði paradox þarna með þú veist þetta með annars vegar að reyna að mæta manni með svona miklu hroka sem sýnir svona miklu auðmýkt á móti en stimplaði sem hrokafullur Hann hugsaði líka Helgi hvernig þetta lítur alltaf út líka að þú ert með lið sem er alltaf að þykjast vera sko bara fullkomið á, þú veist, alltaf með grímu á samfélagsmiðlum og svona það er fyrir að segja bara, þú veist, ég er bara venjuleg piece of shit, skilur, sem er bara að reyna að gera mitt besta Þetta er stæðsta ástæðan fyrir að Trump það er bara hannig í sammála hann tala bara eins og hann tala venjulega og fylgir og segir bara sem hann er að hugsa whether you like it or not, skilur það er bara breath of fresh air inn í stjórnmál þegar þú þykist vera svo fullkomið þá þarf svo lítið til að taka þig niður og Jón Gnarr gerir þetta hann stegi þessu flokkurinn vann út af því að þetta var eitthvað allt annað en þessi fucking pólitík, skilur hvað ætlar að gera í þessu og hann segði bara ég veit ekki ég verð bara að stofna ég stofna bara einhverja nefndum þetta eitthvað, hlýtur að þetta ráða fólk sem veit ekki um þetta og sko ég hef oft átt einhvern svona samtöl og bara við fólk líka inn í miðflokkunum þar sem ég segja að lykillinn að því að sigra í íslensku stjórnmálum er að við áttum okkur því að allar þessar reglur eru bara fucking kjaftaði þegar kemur einhver eins og Trump og byrjar bara að ráðast á allt og alla við erum bara harður, fylgir ekki þessum reglum, segir bara nákvæmlega sem hann hugsa sá gæi mun vinna en það er þetta bara svona já, segir ég það er líka annað bókstaflega sagði við Ted Cruz að kona svo ljót, skilur þetta er geðveikt sko sem er satt konan að segja ljót, skilur það segir bara sem hann hugsa, skilur heiti segið við þurfum að fá okkur stjórnmálamann sem kemur bara inn, stígur fram og brýtur allar þessar reglur aldrei ekki eftir að sakna Trump þegar hann verið farin gæi sem er bara að tala skít 24/7 en það fór allar meðan Biden það fór allar þessir það hrundi áhorfa allar þessar þættir þetta er bara ömurlegt þeir grína Biden það hrundi áhorfa allar þessar late shows nóa nú að gera grín af maður en við erum með spurningu sem kom svona í beint í mín hvenær fann Sverri hann síðast hafa haft rangt fyrir sér þessi finnst mér áhugaverð af því að þetta var akkurat þess ég ætlaði að koma inn á með feministana og fleiri hvað eru margir af þessu vókliði sem að hafa sagt við gerum svolítið stór mistök þarna eða við prjónuðum aðeins yfir okkur þarna með þessi Helgi Hrafn var sammála því við fórum aðeins fram úr okkur þarna á hvaða tímapunkti hafa þeir einhver tíman viðurkennt mistök þannig að nú er þetta spennandi að þú þið takir spurningu ég myndi alveg segja að það hefði verið ég hafi haft í rauninni rátt fyrir mér sko með það að halda ég heima inn í einhverju svona standard eðlilegri pólitík inn í einhver svona nefndi einhver svona spila þann leik sko ég sammála því ég hafi haft bara rátt fyrir mér því ég funkar langt best í einhverju svona þú varst líka bara nýbúin að stökkva á þetta náttúrulega kemur bara fljótlega eftir að hann kemur inn í þáttin Kjartan og þú veist og kom svolítið út á því þannig að það var ekki eins og þú er búin að vera það lengi varstu bara búin að vera hann í nokkra vikur svona allavega sem í stjórninni það ekki ég var ekkert búin að vera lengi í stjórninni sko og ég held þú veist og það hendaði mér ekkert að vera skilja því ég er líka lítið á mig sko sem listamann þú veist, og ég augra og ég reyna að fá viðbröð og það er bara og listamæður grínist og eitthvað svona og þegar ég fattaði að ég þyrfti að vera einhvern veginn að spila inn í eitthvað svona þrengri ramma heldur en áður fattaði ég sko og svo þegar ég var að segja eitthvað og mér fannst það ógeðslega fyndið og það var fyndið sko og svo bara þú veist, það er eiginlega hægt að gera þetta skilur við að þú ert í þessu sko fyrir sko sjálf mig og ég fatti bara hvað þetta er leiðilegt það er hundleiðilegt ég var búin að minnast á þetta þú og Frosti myndust á þetta en mér bara finnst ekki hægt að segja nógu mikið að ég vona innilega að það sé ekki inn í eins og miðflokknum einhverju svona lukkurittarar
sem eru kannski komnir að sjá, herðu, nú komið gott fylgi, við náum inn ágætiskostningu, nú bara megum við ekki rugga bátnum. Já, nú erum við að fara að spila leikinn, sko. Við erum að vera í reglunum og bara í rammanum og spila leikinn. Nei, brjótið hann, skilur við. Já, ég er sammálaði. Sem að skila auknu fylgi. En það er full bílun. Ég held að vera heimskulegast sem myndi gera og væri að reka ekki þá menn sem eru með þá pólisíu að ætla að fara að spila PSG. Það bara sparkið þeim út og gera það strax, af því að ef þið gera það ekki þá eru þið búin að klúðra þessu. Þið sjáu hvert sjálfstæðisflokkurinn fer. En ég veist taka það fram, ég stið en þá miðflokkinn bara úr fjarlæðu sko og bara það eru fullt af góðum mönnum þar sem ég er bara mjög sammála og í einu öllu. Gagnrýni hjá mér kemur af góðum ástæðum. Ég er ástæða fyrir ég er ekki að slípa fyrir ekki að brjóta niður sko, með þessi gagnrýni. Mér finnst bara að Simmi megi bara fara all-in. Já. Stígum fram. Hann svona, þú veist, að fara eins út fyrir ramman, skilur. Ég var mjög ánægð með það núna þegar hann tók Milley sem að vann í fórstugostunum og hann að basically segja, niðurskurður, frjálshyggja, minka ríkið. Ég er gríðarlega hrifinn af þessu. Ég vil sjá miðflokkinn fara þanga að vera, þú veist, í meiri frjálshyggju. Ég er þar að ég vil, sko, ég er ekki að tala ég vil fá svona Trump-típu sem forsætisráðherra. Það er ekki að tala sem er nákvæmlega sammála öllu sem Trump segir, heldur bara svona típa. Sem þorir bara að segja mönnum segir bara. Sem er með þetta common sense, skiluru, segja það sem hann hugsa, getur talað bara hreina íslensku, svo vil ég fá mér leiðtípuna í borgarstjóran. Skera, skiluru, og ég skil ekki af hverju miðflokkurinn er ekki búin að koma fram með eitthvað sem er að fara að leiða flokkin í sveitarstjórnarkosningu. Ef þeir eru búnir að því, þá fóru algjörlega fram hjá mér, þá þýðir að það var ekki manneskið sem átt að vera, skilur. En mér verður að vera bara ykkur, þú veist. Ég held að það sé ekki komið. Ég er með gæja þar. Hvað er með það? Það er fucking fyrir saksókn. Helgi Magnús. Hann á bara að vera fyrsta sæti á miðflokknum að leiða flokkin í borgina. Það er engin elska meira að reka allt þetta hiski heldur en hann. Nákvæmlega. Ég er sammálaður og hann er með rísa fylgi á sér. Hann er með það. Skilurðu, og ég sjála á Facebook. Hann er ekkert að skafa því sem hann segir. Þetta er kongur. Hann bara, nú má ég bara segja sem ég fucking vill, skilurðu. Hann er búin að vera að halda þessu inni, sko. Hann er líka bara með eitthvað lúk, skilur, hann er ekkert eðlilega bara sexy gaur, sko. Þú veist. Og þið fóru upp í Valhöll að hlusta á hann, það var hérna útlendingamál og það var nú svona ekki í sjálfstæðisflokkurinn, þetta er bara svona allir flokkar sem að, bara þeir sem hafa áhuga á útlendingamálum. Það var að tala gen eða? Þið voru eitthvað að pæli í hvaðan fólk var að koma og svona, þetta rataði nú ekki fréttindan held ég, en jú, eitthvað, það var fullt út úr dyrum. Og hérna, þú veist, það voru sæti búinn og allt þetta og mikið útlendingum að tala þarna, en hann er að tala þarna og hann kom bara drullu vel fyrir. Hann er bara alltaf ég sé hann tala og þú veist, hann bara fyrst og fremst kemur vel fram, hann er greinilega hlýtur að vera mjög gáða hvis hann er komin í þessa stöðu og bara hvað hann segir og núna er þetta orðið þannig að hann er bara komin í þetta fokkit, ég get sagt það sem ég vil. Hann er með tryggar 2,5 mánuði bara alveg sama hvað. Þú veist, og ég held að það sé algjör, þú veist, ég held að sko að Reykjavíkur borgnafla er í algjörum kúk, sko. Hún sagði þetta hún Hanna Hildur, heitir hún það ekki, sem er hjá yfir á Hildur Björns. Já, hún var ekki að tala um að vera 12.000 manns sem vinna hjá Reykjavík. Já. Sko, ég vil... Þú getur mætt á fyrsta dag sem nýr borgarstjóri og reykir 6.000 og það myndi ekki finnast fyrir því. Ég vil samt vara... Þetta er bara svona eins og kvennafrídagurinn. Já, bara... Ég vil samt vara við hérna svona hugsunahætti því ég veit ekki hvernig hvorki ríkið eða borgin ætti að fara að án allra þessara mannauðsstjóra og millistjórnenda. Ég myndi fara virkilega varlega. Ég vil bara sjá pólisíu sjálfur, því að ég er svolítið með þér hana. Ég vil sjá bara svona pólisíu það sem að öll lífskoðunarfélög, það eru sett bara lög um það að opinbera stofnanir ríki og aðri, þeir eru bara ekki að spandera peningum í lífskoðunarfélög. Þetta passar ekki. Þetta býður upp á svo rosalega spillingu. Og það er verið að borga Samtökin 78 Já, ég meina samtökin 78 Þú ert með alls konar og það er verið að borga þessu samtökum, þessi samtök ráða síðan þeirra fólkin, þau eru með þau og launum við að mæla með stefnunni sem að fólki sem að er að borga samtökunum er að setja, skilur, þetta er orðið svo augljós hringrás
og þetta er saman Doge var að benda á í Bandaríkjunum, Elon Musk og Co. Þeir voru að skera niður og þetta var bara orðið svona hringækja og þú veist, þetta voru bara orðið rosalegi peningar. Og það er greinilega enginn að tjekka þetta lið og sjáu bara, hún fekk að gera þetta í 5 ár, ríkisvörðurstjóri, að borga þessari konu fyrir hvað stjórnunarráðgjöf. Tökum það Var hún ekki ráðin til að vera stjórnandi og þarf hún þá að vera með einhvern ráðgjafi beinni? Ég vil taka þetta bara fyrir, við tökum þetta bara fyrir að bara alvöru á eftir. Séum ekkert að skafa ofan að því. En við ætlum að halda áfram í kommentin. Algjörlega. Hvað er sá fjórði? Já, þetta kemur virkilega illa út, Ingimar. Þetta kom áðan, sko. Hvað er þetta? Frábær gestur. Og hérna, þið eruð alltaf að toppa ykkur sjálfa í kynþokka í þessum þætti, no pun intended. Já, frá Hallgeir, hann veit hvað hann syngur. Hann er það væntanlega að tala um munkabúningin. Hann er dómbar á hvaða kallmenn geta verið að gera allir. Hann talaði um það, hann hefði farið til útlanda og látið menn af mismunandi trúabröðum, var ekki DPS eða eitthvað svona. Jú, var það ekki, hann var Arabi og Gyðing. Hann verður að taka doppel einar, hann getur ekki. Náða samin að Enda hann og Möggustínu að nú gefa hann fríðaverðinu Nobels. Hann sagði þetta í alvörunni, það hafi verið Arabi og Gyðingur. Já, það er svo ótrúlegt með hvað við hlófum ótrúlega mikið á Möggustínu og gerum grína henni þegar hún var að fara þarna í þessu flótilla. Hún náða að stoppa stríði. Við tölum um það bara myndi engin meika hafa hana þarna, það myndi bara okkur við erum hættir og hérna og það rataði samt ekki fréttirnar, það var umtalsett grófara sko. Það er mjög grófara sko. Við meðlega var að taka saman þessa hlut. Það er náttúrulega eitt með þetta, þú veist, það megi ekki, þú veist, það mátti ekki einhvað smá gantast léttilega, lítilega að hún hafi verið farið til Ísrael með bát, þá var það allt brjálað. Við reyndum, við gerum að þú veist, ef þú sagðir einhver djók, það komu bara, þú veist, má alveg grínast með fucking allt, skilur þú veist. Þau með bara geta skít þetta lið. Hérna segir Christmas, ég vil hrósa Sverri fyrir að standa sig vel í öllu þessum hitpísum, aldrei beðast afsökunar við þetta lið, þau eru hvað sem er aldrei fyrirgefaður. Rétt, takk fyrir það. Hvaða kom pressan á Sverri að segja sig úr stjórn unglegarhreyfingum Miðflokks? Við vorum að ræða þetta. Ég var svo viss að þegar þú léti Sverri standa upp, þá væri svona raskinnar sítt míniskört birtast okkur, verða að segja, hefði verið gott sjónvarp. Ég reyndi að fá þess að mæta í svona BDSM harness, hann vildi það ekki. Það þyrfti einhver að dóneita svolítið harkalega í þáttinn fyrir það, sko. Sverrir fjall á, segir Beggi HB, Sverrir fjall á prófunu með að segja af sér. Við erum náttúrulega búin að tækla það svolítið, þannig að við þurfum að fara meir út í það, finnst ykkur það? Nei, ég getur tekið gagnrýni sko. Já, veist, en mér finnst það bara að koma svolítið inn á það sem ég var að segja áðan með því sem að kemur fram í þættinum sem er tekinu upp viku áður en allt fór til landskotans og þú veist og þá ertu basically að segja það að þú ert þegar byrjar íhuga. Hann á bara ekki að vera þarna. Þú veist, í ykkur svona, þú veist, hann er að segja, hann á bara að geta verið frekar samfélagsrýnir, skilur við. 2025 er bara stjórnmál of gay, en mitt markmið í lífinu er að færa nálina og breyta, skilur við, með því að þú veist, breyta umræðinni, með því að vera, þú veist, eins og ég held að kannski hægt að menna að vera svona gay. Þegar stjórnmálin hægt að vera of gay, þá kannski býðum við fram, tjekka bestastuðum með eitthvað. Testosterónið á þjóðinni, það bara hækka svona, þú veist, 100% ef að Sverrir á að geta verið eitthvað inn í umræðinni. Svo skilabóð hérna frá bróðum mínum, djúð þoli ekki Helga, ég er alltaf sammálunum. Sindri Jónsson segir þetta var big gay movie alla staði. Sverrir, við erum búin að ræða þetta bara. Eftir auknar vinsældir bjórkassins þá legg ég til að byrja rasistakastið og slá öll með. Ég er þetta til í það. Fyrir þeim miðflokksmaður til í rasistakastið. Vinstri menn elska að endurskilgreina orð til að geta trúa legunum sínum. Mig grunar orð fyrir þrýsting, bla 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 bla. Við erum búin að ræða þetta með. Aldrei gera grín af þessu. En einmitt inn á þetta komment þarna. Rasismi, það er búið að, sko, þetta minnir mig svolítið á 1984 með George Orwell. Því að þá kemur hann með Newspeak sem er þetta nýja tungumál sem að þeir hanna fyrir fólkið, þannig að þið get ekki gagnrýnt flokkin eða þú getur ekki sagt það sem þú meinar. Þannig í dag ef þú ætlar að segja, þú ert kynþáttahatari út úr þeirri skilgreiningu sem ég kom með hérna fyrir þættinum, þá getur ekki sagt það, því að veit enginn hvað þú ert að meina, því að það getur bara þýtt, ok, þú leið ekki að því að þú veist, þú ert hindúi eða muslimi eða þú veist, að því að þú kemur frá þessu þorpi þarna. Eða á litin. Ég veit ekki neitt sem hatar einhvern að því hann er öðruvis á litin. Það sé bara, hei,
hann er ekki á sama lit og ég hata hann. Ef þú ert þannig rasisti, þá getur þú fokkað skilur þú veist. Gleymum Það er ekki það sem við erum að tala sko. Nei, Þetta er miklu meira, ég vill ekki að ákveðin gildi og menning skjóti rótum í þessu samfélagi sem algjörlega anstætt við hann, hversu sem menningin Þetta snýst svolítið almannahagsmuni, allsherjarreglu, þú veist, vernd þeirra sem eru hérna og svo framvegis, sko. En horfum bara á raunverulega ástæði fyrir þessu, þetta er bara til að setja því í vörn. Leið og komin í vörn, þá ert ekki lengur að stjórna því sem er verið að tala Byrja að ritskoða þig. Byrja að ritskoða Þetta er elsta triksi í bókinu og er kallað Make them deny it. Þess vegna er aðal dæmið í þessu hjá Sverri fyrst mér alveg skýt sama þótt að þú kallir mig rasist. Það þýðir ekki að ég sé rasist. Mér er bara sama að þú segir það. Ég er mitt skauti inn undir greinunni á mokkanum. Sverri neitaði ekki að vera rasisti og ég sá ekki blaðamann Morgunblaðsins hafa nokkuð stað að neita fyrir að vera nýðingur. Er hún þá nýðingur eða? Já, barnanýðingur. Kannski er hún barnanýðingur. Hún hefur allan ekki, ég man ekki eftir hún að neita fyrir það. Nei, ég er mikið fyrir það ef einhvers talar að ég segi kalla mig rasist þá segja ok, og þú ert barnanýðingur, hvað hefur að gera í því? Skilur við, þetta bara... Akkurat sko, þetta er svona hitti svolítið í mark sko. Já, ég meina, það er bara verið að reyna að setja þið í vörn og láta þið bara, nei, sko, ég er ekki rasisti, ég og 3 svarta vini og bara fara í eitthvað svona... Ég er bara ekkert, ég er svo Sverrir, ég er ekkert að stressa mig á því hvað fólki finnst sem ég ber bara akkurat enga virðingu fyrir. Þú veist, einhver aðili með... Mér er eiginlega líka alveg sama hvað fólk sem ég ber virðingu fyrir finnst mig pæliði, ef þú líka mig eins og ég er, skilurðu, þá bara... Fuck it. En ég myndi allavega, sko, ég myndi bera virðingu fyrir þá myndi ég kannski... Eitthvað svona, skilja, Akkurat, maður myndi kannski hlusta á það, þú ert alveg opinn fyrir gagnrýni, skilja. Já, algjörlega, en þú veist, eins og tökum bara Charlie Kirk dæmið. Að það var fólk sem fagnaði því og sagði hann ætti að skilið. Innilega, sko. Og eitthvað svona dæmi. Ég er alls ekki sammála öllu sem Charlie Kirk segir og finnst, en ég myndi segja að ég sé meira sammálólum heldur ósammálum, skilur við, og ég fíla hann. Mér finnst hann góður, skilur við, og mér finnst skína á hann og það var góð gaur, skilur við. Hann var líka alltaf kurteis og virti svona... Samtali, og þú veist, fólk, skilur við, að posta einhverjum svona vídeóum, skilur við, af einhverjum að segja, svo rosalegt að sjá núna bara Facebook, hvaða vinir eru raunverulegir rasistar og kvennhatarar, maður bara svona, þú veist, þú ert að kalla mig þetta. Þú ert að kalla mig kvennhatara, rasista, transfób, að því ég, þú veist, tók það á mig að finnast, mér finnst þetta hræðilegt að Charlie Kirk var drepinn, og kallar mig þessu nöfn, þetta er svo ljótt, þetta er í grunninn, bara ljótustu hluti sem þú getur sagt til fólk. Það er búið að, þú veist, algjörlega gjaldfella þessi orð í dag náttúrulega, en bara að vera að kalla þessi orð og þú veist, þetta er bara, þú veist, heldur þú að kalla það fíbli að fá þetta bara eitthvað minimal með þetta. Það er verra í dag. Bara, þú veist, kannski fjölskyldumeðlimir, mjög nánir við sem er að segja. Tilfinningaleg kúun. Já, maður bara svona, ég tók bara ákvörðun, fuck them. Já. Það er langt síðan ég gera þetta. Nei, þú veist, þannig er ég að tala um nána. Ekki gleyma einu. Nána. Ég er að tala nákvæmlega svona. Bara, ef þér finnst þetta mig... Þá getur bara fokkaður. Basically. Og ekki gleyma einu. Sama fólkið og fagnaði þessu, þetta er sama fólkið og myndi fagnaði ef einhver gæi myndi koma að skjóta mig eða Sverri eða Helga í hausin einhvers þar á götu, bara sko, Sverri eða kæmi einhver gæi hérna og myndi bara, þú veist, móluð koktela Sverri hérna, hann væri bara brennandi það væri fólk bara hann átti þetta skilið það væri fólk það er eitthvað deyr, en hann sagði þetta og grínaðist en ekki þeirra Sverri gera það pælir ekki í hvað það er ógeðslega fucking vogue og gay að blað íhaldsmanna á Íslandi taki þátt í svona vogue homma síðafári gegn einhver svona hvað er fucking, þetta er svo faggalegt þetta er svo vogue árið 2025 er MBL bara í einhver svona full on faggaskap ég er að segja það, MBL er búið að fucking tapa sér
í einhverjum svona vókisma og maður sá þetta, þau fóru svona að slippa og veist, hvað heitir gamla konan hann í fristihúsinu í Eyjum sem að borga fyrir þetta allt, ég menn allar hann ekki að segja neitt þú veist, þetta bara engin takmark fyrir hvað þetta fólk má gera fyrir peningana. Ég með rosalega staðreynd hvað? Frá Gerti okkar manni kongurinn, þekki hann segir veitum við, hvað er þetta? Konan sem skrifaði greinin á heimildinni systir Egils Helgasonar. Það er ekki nauðgarinn sem að skrifa þessa grein. Er þetta eitthvað svona djók? Hún skrifaði líka greinina kostningavöku miðflokks. Neitt gaur þar í makahúu. Nei. Það var maður farin að skilja þetta. Já. Hvað sagði með makahúna? Hún skrifaði grein kostningavöku miðflokksins og sagði einn gaur hefði þar verið í maka. Ef þú ert að reka Helgasonar, akkur vissi Helgi það ekki? Hann er number one fan. Já, mér búið að bjóða mér svona bats ítreka á Facebook því að, þú veist, ég svolítið verið að lesa statusuna hans, sko, því að mér finnst hann svona vógrungari yfir sig svona einu sinni í viku, sko. Veistu, þegar þú segir það er svipur með þeim. Já, ég það er rosa svipur með þeim. En ég er ekki hissa, því að við höfum alltaf tekið Egil Helga aðeins fyrir í sem þætti, sko. Já, það sé málið. Svo kemur býtum nú ekki lengur sem var að fara ég segi Ragnar Árnason Molotov kemur örvitinn með vísmið að það var okkar maður ég í alveg talað ekkit hissa sko ef hann myndi mæta með eitthvað hann myndi á bíl að sprengja sjálf og sög sko en ég skil ekki af hverju dagblað íhaldsmanna að leyfa svona vógfaggaskap innanborðs. Ég get svarað þessu fyrir að þetta er ekkert íhaldsflokkur lengur. Nei. Þetta er bara libtartaflokkur sem er bara búin að skýta algjörlega upp á bak. Ég held ég myndi freka kjósa sósíalistaflokkin í Sjálfstæðisflokk. Að ég veit þá alltaf að væri atkvæði með þetta fara í buskan, skilurðu. Þetta er því miður að því ég myndi frekar geta atkvæðiseðilinn sko heldur hann að gjössa eða sósíalistaflokki ég bara segja mér finnst hann vera bara það slæmur þessi flokkur núna að bara ég myndi frekar ég er með kenningu þarna sko ég held að með allir þessari í tækni sem hefur komið þú ert með allar þessar samfélagsmiðla og svona og svo eru svona gæjar eins og Brynjar Níelsson sem bara alltaf verið skilur hann er algjör kongur og alltaf verið vinsælir bara svona hjá kjarnanum í flokknum og svo kemur prófkjör þá eru litla stelpur innan gæsalappa sem að smala á Instagram og Facebook og eitthvað svona og fá fullt að liði til þess að mæta og þú veist Brynjar, hann bara nýbúin að læra á Facebook, skilur hann fær konuna sína, hann að Brynju, hvað hann heitir, þess að skrifa fyrir sig og postingur og það er ógislega fyndi sem hann átt að skrifa, hann er algjör meistari, en þannig, einhvern veginn, enda bara Sigríður Andersen út að lista og Brynjar Níelsen fyrir út að lista og þú veist, þetta voru bara kannónur hjá Sjálfstæðisflokknum sem að maður svona sem að heldu svolítið við efnið ég meina hann er lögfræðingur staðinn koma mannesku sem Baula Ásmund og fleiri niður úr pontu þú veist og þurfa þú veist og Jón Magg Baulu líka Jón Magg og þá niður þeir voru með að fjallum útlendingamál á landsþingi sem sagt Sjálfstæðisflokksins síðan seinna þurftu hún sjálf og fleiri að fara endurskoða lögin sem að þeir voru að þú veist búin að klappa niður einhverja gæja sem voru að benda þeim á þessa hluti. Ég held að sé bara eitt sem geti bjarga Sjálfstæðisflokknum. Brynjar Níelsson eða? Sko, hefði hann verið kjörið forma núna síðast og bara tekið, það hefði brilljant reyndar. Kannski smá trú, en ég held að Stefán Einar takið við batteríinu, sé eina af vonið þeirra. Já, hann verið flottur sko. Það er bara þannig. Ég held bara, þú veist. Hann á ekkert að gera það, þetta er svo mikið klíka. En það þarf, þú veist, það þarf bara að vera eitthvað hreinsun þarna inni. Já, það er þessu, akkurat, þú þarft að ryðja flokkin og málið er að ég er ekki að sjá það fyrir mér að það sé að gerast. Nei, ég myndi freka að sjá fyrir mér að Stefán Einar er eitthvað gæi sem er með svona frjálshyggju og þessi gömlu gildi og Jón Steinar, hæstarétta lögmaður skilur og allt þetta, dómari. Já, ef það myndi taka sér saman, setja, þú veist bara, það þarf bara nýjan flokk. Það er ekki þetta að eiga við þetta. Allir í framlínu flokkins núna eru sko, þú veist, karisma svartól. Já, þetta er eins og demokrataflokkurinn, bara í Bandaríkjunum. Það er engin sem meira bara að þetta er maðurinn eða þetta er konan. Þú veist, það er allir bara einhverju svona... Það er líka bara að korrupta öllu. Og þú veist,
þegar þú ert komin með svona mikið bákn þá svo mikið vesen að alltaf fara að riðja flokkin eða gera eitthvað, þú veist, það búið að koma í veg fyrir að fólk geti keyrt þarna inn og geti breytt öll, sko, þú veist, það virkar. Já. En ég ætla að reyna að komast aðeins áfram svo við lendum ekki rosalega langt á eftir í þessu. Hérna kemur einn Ragnar Árdal, ég svo fein að ég kveikti á þessum aumingjum í kvöld. Það heitir í tjattinu þér einn, blaðamenn eru drulluhalar. Já. Ragnar Árdal. Það var einhver að segja að var ánægður að kveikta þessum aumingjum. Já, Ragnar Árdal, þetta hann hefur mætt stundum á... Hann Já, þeir alveg nokkrir. Stundum á... Það Haukur Braga og Þorsteinn Vafo og hérna Örvítin og fleiri, þeir eru alveg bara dedicated. Þeir hittast allir og horfa sömu IPtölu til þess að við fáum ekki ómarga. Þessi mæti stundum undir kommenti á mér og segist vera að leggja aumingja í einelti. Það meðal hans mig og Sverrir og svona. Já. Ég vil fyrst að heyra með hérna Ragnar Árdal. Hörðu, það vita allir sem vilja vita að það verður allt gert til að taka á niður og þarna byrjaði það og því miður hljóp hann á agnið. Já. Er það að tala þetta, þú veist? Uppsögnina. Já, Sverrir. Hérna Ragnar, þú ert ekki á hennan á bakinu að þeim. Þú ert ekki... Ég hugsa að það getur ekki haft hann á bakinu að mjög lengi. Þetta gaurinn sem að eitthvað hate-watcha og konan hans. Ég ætla nú að láta sér fæst orð falla þetta, en já. Hörðu, hérna gefur þú þetta mesta woke erkifíp sem sést á internetinu, horfi við manni svo sköllótt kona, elska þess að. Hver? Það hérna að segja við hennar Ragnar hérna. Já, ég held að það var ykkur hérna. Ragnar, þessi greiði fórnalömb. Ekki gleyma það að þetta siðaskiptadagurinn í dag, 508 ár síðan Luther neldi greinarnar sínar í Wittenberg. Sjára þetta á Luther, er það ekki? Wittenberger. Já, ég veit ekki, þetta hefði ekki gerst sko, hvort það hefði verið betra sko. Kaþólska kirkjan hefur... Já, kaþólska kirkjan flott sko. Íslenska kirkjan ekki flott allavega akkurat nú. Nei, hún töluvert flottar heldur en þjóðgeikirkjan. Já. Ættu að setja bett síður hver marga kallmenn Ragnar Árdal hefur hort á fullnægja koninu sinni. Ég nú ekkert vissum að það séu svo margir eftir ég sá myndaðinni sko. Við erum með einhverja konga í kommentakerfinu. Við erum með flottasta line-up eða liði sem að kommenta sko ever held ég. Ég vil fá fleiri haters og sérstaklega í kommentin, bara kommentið. Þau verða að hata bara kommentið. Glundróðin segir eldur og Hallgeir eru einu hommarnir sem komast til himna. Það verður brekka en hér segir Kjalli Freddi Þormar má koma inn í mitt draumaland. Ég er til í þetta. Greiði Hallgeir. Býtu bara, svo þegar menn eru komnir á sko 8. bjóri svona 2 tíma. Það er engin hérna að draka bjór. Er það bara vjúarinn sem er að bjórnum? Fengum hérna einmitt að sjálfsögðu svo venjulega er aðeins skotið okkur fyrir ekki að því. Segir ég er á 7. bjór og eitthvað svoleiðis, en ég er með veikt barn upp á Landspítala, þannig að ég er ekki að fara að mæta fullur þangað. Þannig að bara... Þetta finnst sko, þetta er ekki heldur sko podcast, skiljum. Þetta er hvorki bjór, mjög kast, sko. Við vitum í rauninni ekki hvað við erum. Það er enginn að drekka bjór í bjórkastinu. Ég er í bjór þegar ég get, sko. Ég bara er í ykkur... Hvað ef að kalla þetta bara... Þú veist það reyndar alltaf, alveg saman hvort þið þáttur eða ekki. Ég er bara að kalla þetta rasista strímið, skiljum. Eða svona eitthvað svona isma. Rasista og genaspjallið. Genastrímið. Mér fannst reyndar ógeðslega fyndið. Nú. Nú við. Duttum út. Já, erum við dottnir út. Nei, ég held að við séum nú bara live sko. Já. Já, við erum bara live sko. Það er alltaf gerast. Já. Það er smá tæknilegur öruleikar hérna. Djúpríkið er að ráðast á okkur, bara as we speak. Ég get alveg trúið að þetta væri liður hérna að susarana í að hakka. Er strímið í gangi? Já, strímið var bara í gangi sko. Þarna, nei, það er slögt hérna á YouTube. Ég veit ekki hvort það er númer skráð fyrir sér. Kona mín, hún er náttúrulega að horfa á þetta. Þið eru inni en það datt út samt. Já, ok. En núna, ég hef hitt þennan mestar á þér. Ég fatt það núna. Hér segir einn hommastreimi. Já, mannstu þetta því að... Við vorum að ringi Arnar. Ég hitt á þér að... Það er allt hérna, sko. Ingimar, ringdi Við erum inni.
Er það? Já, við erum alveg inni, ég er bara... Akkur sé ég þetta ekki hérna hjá mér. Já, þú ert bara inn á einhverju Wi-Fi eða eitthvað. Kona mín var að senda, við erum live. Ok, Það er mikið að stressa okkur á þessu. Ég verð að komast í... Ég verð að komast í hérna kommentin. Og hérna kemur þetta. Það ok. Ok, þetta er bara... Það er verið að gefa okkur peningin á fullu. Við þurfum að standa okkur í að lesa það, sko. Já. Hvað á ég mörg prósent þessum pening? Þú færið nákvæmlega ekki neitt. En hérna... Ok, það duttur sérst, hvaða bjór eru menn að vinna með í bjórkastinu? Við erum með Viking vegna þess að við erum með spons sem að hérna, ég kemst ekki tjatt hærri en þetta, þannig að því miður, drengir. Erum við með spons, Ekki official, en það við fáum allan þann bjór sem við viljum frá þessum aðila og ég fæ skull heim bara þegar þarf. Já. Þannig að þetta er... Velunari þáttarins. Já, velunari þáttarins. Hérna er öll þessi komment, ok, ég skil. Og svo erum við náttúrulega í boði kallmennskunar. Já, við erum það. Já. Eins og venjulega. Og í böði meginströmsfjölmiðluna. Ragnar eru sólgnir að fá vókista í hitting, ert ekki til í að mæta. Þessi Ragnar hefur reynda sendt mér skilabóð á Facebook og beðum að fá að mæta. Já, býtu, ég held að viti hver þetta er. Ég held að hann ég held að viti hver þetta er. Hvað heitir hann? Ragnar Inglis held ég. Já, ég sé hann. Já, fáum hann í settið. Já, hann er búin að fá bóð. Já. Þekkir hann? Nei. Er hann skemmtilegur eða leiðilegur? Ég held að sé nú ekki skemmtilegur. Ég held að hérna, bara svona gaurar geta ekkert komið og gert neitt face to face, sko. Ég held ekki. Umræður. Sjáum til. Við erum að bjóða ótrúlegu magna fólki, sko. Og hérna... Helgi fær reyndar... Hann fær 100 rocksti og 100 mögulega. Það var alveg... Menn eru líka bara alveg bara... Við þekkjumst vel. Já, ég þekki hann vel. Og hérna, við vorum með heiðusmanna samkomulag. Og við ákvaðum að þú veist að það var ákveðin hluti sem við myndum ekki ræða og það var staðið við alltaf og ég er bara mjög þakkláttur fyrir það að hann hafi komið hérna og mér fannst hann bara, ég meina hann var einn á móti okkur þremur og hérna ég myndi segja að við höfum verið mjög kurtis við hann og að við höfum, þú veist, ég samt ekkert að hann hafi verið allan tíma rosalega kurtis en þetta gerði frábæra hluti fyrir þáttinn. En það jafnaði sér samt, þeir eru bestu vinnurinn til lokinn og það þurfti 8 bjóra. Hörðu, hérna, má alls ekki missa kúlið, heldur double down og full steam. Já, ég er nefnilega sammálað þessu. Ég er sammálað þessu. Við eigum ekki að láta lippana og vinstrið stýra því hvernig við tjáum okkur eða hugum okkur eða erum með eitthvað. Hættum að fucking kakka fyrir þessu liði, hættum að láta þetta lið segja okkur hvernig við eigum að vera. Það lið getur ekkert gert. Og þetta er líka aumingjaskap, þetta signalar út aumingjaskap að við séum bara einhverju lúserar og aumingjar ef við látum þetta lið stjórna okkur. Og ég vil fá fleiri, þú veist, nú er ég búin að sýna það með fordæmi að það er hægt að mæta þessi Vogue skrýl bara full on, bara segja þeim að ég þetta skít, segja þeim að ég sé ekki frá bakka og það gerist ekki neitt. Núna vil ég fá fleiri til að stíga fram og gera nákvæmlega þetta því þannig færum við nálinn og þannig breytum við því hvernig hlutirnir eru rættir í þessu samfélagi en þá verða fleiri og ég er ekkert að tala um bara einhverja menn í miðflokknum í einhverju eitthvað þingja eitthvað skilur bara allir stuðningsmenn, allir sem eru fölandsvinnir og vilja ná fram einhverjum breytingum þurfa að fara að stíga fram, hætta að bíða og bara fara inn í þessu umræðu þora að taka slæðin og vita það að þetta lið, þetta eru aumingjar, þeir eru ekki að fara að gera neitt. Þeir reyndu við mig, ég sagði bara fokk ykkur, ég heiti skít og það gerist ekki neitt. Ég er með spurningu. Já. Og þetta kemur svona kannski beinu framhald af þessu, við erum að tala um svo umdelta umræðu. Ok. Af hverju er í lagi að vera drusla? Það mátt ekki vera mella. Ég veit það ekki, sko. Nei. Má maður ekki kalla mér mellu? Nei, þú bara mátt ekki þykja að peninga verið kynlíf, sko. Já, menn það, já. Þú mátt alveg láta allar í þær, sko, þú mátt bara ekki borga fyrir það. Er þetta, ég veit það ekki. Einhverju vilja meina að það séu svona djöfladýrkunar öfl við völd í íslensku samfélagi og vestrænum samfélagum sem er að reyna að hámarka svona kynlíf sem stundaði utan hjónabands og til þess að hámarka fóstureyðingar. Þýta hérna djöflunum. Ég hef heyrt menn tala um þetta. Ég er ekkert að segja að sé svona
En ég er að segja, ég hef heyrt þessu fleygt Það má ræða alla samsæriskenningar. Það má ræða alla samsæriskenningar. Mér finnst þetta að vera svona með þeim áhugaverðir. Já, hvað heitir hann hérna, kallaði hann alltaf djöfulinn hann? Mammon, já. Belzebúl og... Mammon ákveðin tegund. Mólok. Já, talandi fóstureyðingar. En, má ég aðeins tala það? Sko, margir, að því við varum að nefna Charlie Kirk á hann og þetta með fóstureyðingar. Hann var náttúrulega pro-life. Alveg bara, þú veist, sama hvað, pro-life. Ég er það ekki. Það því, þú veist, mér veist fóstureyðingar undir, þú veist, ákveðnum vikum, skiluru, bara, þú veist, make a sense, skiluru. En ég get skilið hans point of view og hata hann ekki fyrir það. Ég skil ekki okkur, það er ekki hægt, sko. Þú veist, það bara, þetta er líf sem þú ert að eyða og ég bara vill ekki eyða neinu lífi. Þú veist, og þá er hann bara kvennhattari. Þú veist að hann kvennkúar að vera með þessa skoðun. Pro-life. Nei, býttu stoppaði samt aðeins að því að þú veist að það er fullt af konur sem eru með þessa skoðun, sko. Ég veit það, ég veit það. Það eru kvennhattarar sem eru heila þegnar af feðraveldinu, skilur við. En þú veist, ég skil ekki okkur, þú mátt bara ekki, þú veist, eitt að hann væri með skoðuna þá að gasa alla gyðinga, þá máttu vera bara, hei, gaur, þú veist, bara það er að stoppa. En þetta er ekkert, þú veist, þetta er bara skoðun sem er með góð rök á bak þessu og allt, skilur við. Þú veist, og ég veit ekki hvað þið standið í þessu, líklegast pro-life. Mér finnst þetta bara svolítið, sko, ég velti þessu mikið, hann er náttúrulega eins kristinn og getur verið, sko. Ég er náttúrulega bara trúaði maður, ég trúi bara á biblíuna og ég trúi því að allt líf sé heilat, en ég, þú veist, hef enga trú á íslenska yfirvaldinu, þannig að ég veit ekki. Mér finnst best að það væri engar fóstureyðingar í Íslandi og ég veit ekki hver er besta leiðin til þess að bara minnka þessa tölu eins mikið og hægt er. En ég er ekkert viss að það sé, þú veist, með einhverju ríkisvaldi en að vera að hækka ramman og vera að gera þetta þegar langt koma á meðgöngu með heilbrigð fóstur finnst mér bara viðbjóðslegt. Ég er persónulega þar að ég skilur þetta svigrúm sem þú ert að tala um. Það þýðir ekki það að mér finnst það endilega að vera besta hugsanlega niðurstaða. Ég held að það gerir þetta enginn sem er í lagi hausnum með léttúð, sko. Ég vona það. En hérna, þú veist, hversu langan tíma þarftu? Og ég meina, þú veist, þetta er svona, þú veist, þroska skeið, sko, og þú veist, 13 vikur, ég held að flesta stelpur sem búin að átta sig alveg á, þú veist, hvað er að frétta, sko, fyrir það og getur tekið sína ákvörðun. Mér fannst það bara eðlilegt. Það voru alveg veittar undan þáur. Er það 22 núna, eitthvað svolítið? Já. Það eru bara 5 mánuður leið. Mér finnst þetta að vera necessary evil undir ákveðnum kringumstæðum. Af því að ég spurði mig líka, þú veist, ég meina, ok, ef að þú ert bara stödd þar að þú ert komin 5 mánuður á leið og þú ert þarna. Áttu yfir höfuð að verða mamma? Ég veit ekki svarið við því, en ég spyr mig, skilurðu, þú veist, það er ekki ákvörðun sem að mér myndi langa að taka persónulega, en ég meina, hei, þú veist, ég er algjörlega mótið því að náttúrulega, eins og verður að segja, ríkisvaldið myndi taka einhverja ákvörðun að banna þetta og ég minnst alveg glórulaust að hafa þetta upp í 9 mánuði, þú veist, að bara með Katrín Jakobs vildi það, sko. Frjálshyggja. Já, þú mátt bara offa barnið, skilur, þá getur alveg haft bara þegar barnið, þú veist, eftir að barnið er orðið 3 ára. Já. Gammalt, þú getur bara ákveðið, ég hef aldrei fattað þessi rökumyndi, já, þú veist, eftir að sko það gæti lifað af, þú veist, hvaða barn getur lifað af foreldra sinna. Já. En sko en málið líka, það er þetta 26 vikur eða hvað er. Af því að einhver er með pro-life skoðuna, þá er hann bara algjörlega út úr bara umræðinni, áður að hlusta á hann hatar konur, hann vil kúa konur. Bakslag, þurfum meiri pening, það er bakslag. Og það er líka bara alltaf bakslag og það er alltaf kall á pening. Já, og það er líka bara ógeðslega fyndið að þessi feminista hreyfing snúist bara um það að þær geti verið bara eins mikla druslur og þeim langar til og bara þetta algjöra fucking ábyrgðarleysi, láta bara einhverja gaura sem þið þekki ekki fucking batna sig, skiluru, og svo bara helst að fá að eyða batninu bara þegar sem lengst er koma á meðgöngur, skiluru, og þetta er einhvern veginn bara svona epitome af einhverjum kvenréttindum, bara svona, þetta er toppur kvenréttindabaráttur, þetta er sem þetta snýstum, þetta er bara fucking fáránlegt. Finnst þér þetta ekki vera svolítið svona einhvern veginn svona framhald af öllu einhvern veginn ábyrgðarleysinu? Jú, sko, ég sá komment sem ég fannst mjög áhugaverð. Það var þegar þessi ofnæmi fyrir ábyrgð. Það er einn sem að sagði, sko, og þetta er ekki mín orð því að hafa hérna eftir öðrum, en mér fannst þetta þegar að tala um þetta eiga svolítið við. Það var hann sagði, sko,
nú erum við búin að gefa konum áratugi í að taka þátt í stjórnmálabaráttu öllu til jafns við karla og þeirra helsta baráttumál að fá að kála börnunum sinum. Já. Mér fannst þetta svolítið svona það er bara nummer 1, 2 og 3 þeirra helsta mál. Já. En ég og líka eru þeir að reyna að ná liði, þú veist, í svona viðtölum ætlar að kjósa, hvern kaustu? Já, Donald Trump. Já. Þannig að þú veist, hann vildi banna fóstureyðingar og Gauri bara hefst, það eru fleiri issues en það, skilurðu alltaf fóstureyðingar. Þú veist, þetta er ekki bara, þú veist, ég ætla bara að kjósa út frá því og hann alltaf notabenni sjálfur með ákveðna skoðunar á því sem ekki að banna það, bara ríkir að en þú veist, þeir velja sig eitthvað svona málefni sem eru bara svo, þú veist. Og veistu hvernig þetta er orðað? Þetta er sko snýstu við hérna, þeir eru yfirráð yfir líkömmum kvenna, þetta er bara af hverju fokkin talið svona, skilur við, hvað? Já, og líka sko, þú veist, og svo er aldrei talað herrkvæningu. Nei, COVID-bólusetninguna. Já. Sigmundur Ernir. Og líka sko, einhvern veginn, ég veit það ekki, ég meina, eins og það sé bara eina sem að hægt er að taka út úr þessu. Að það sé það hérna, það er verið að stjórna líkamannuðin. Mér finnst það svolítið skrítið. En ég ætla núna, og ég ætla að segja ykkur bara alveg ástæðan fyrir að ég er svona harður á kommentunum stundum. Það er það að ef við drögum þá lengi, þá dettum við úr því að við erum að lesa langt aftur í tíman. Samhenginu. Og tjatti næri ekki að vera alveg mikið með, þannig að við ætlum að hlaupa mjög hratt, bara catch up og bara grjót haldið í kjafti með að lesa. Það getur enginn haldið í kjafti þetta sko. Hérna, ok, ef þú trúir því sem í tísku, þá er engin fyrirgefning, en ef þú ert í tísku er allt fyrirgefið. Það verður að vera rótfastir í ykkur líka. Ég setti bett á þessi þáttur myndi brjóta 100 manna múrin í live feed, drægi fólk inn svo ég tap ekki einn fáu krónum sig á. Eru ekki komið 100? Við vorum í 90 okkur áðan. 15 miljónir gyðinga hafa gert meira fyrir heiminn en 2 miljardar múslimar. Genið grein kemur þar við sögum. Þetta er alltaf einhvers svona gullmólarinn sko. Bjarki Freyr gaf okkur 3.000 kall, bara what a man. Einn kallar hann Sindri Jóhannesson, kallar hann Sim fyrir það. Herðu Sindri, ekkert svona sko, það kost okkur peningina. Ekki við að seima fólk hérna. Það rugglir í gangi, þetta er safe space hérna sko. Já, Kynþáttur er skildleiki, það er ekki kynþáttahattur að hafa skoðun á því. Það eru einhverjar ískúlur sem passa þarna enga veginn saman. Ok. Það er líka hægt að hata súkkulaði ís. Þetta voru ekki samtök samkynhneigðra, please. Nei, þetta voru samtök hinsegin fólks fyrir ekki eldur. Já. Þetta er rétt. 13% ístegunda bera ábyrgð á 50% af magakveisum. Er það málið? Hvað sagður þú? 13 Sindri Jóhannesson segir 13% af ístegundum bera ábyrgð á 50% af magakveisum. Já, ég verð nú að ég verð uppgætti þegar ég heyri svona tölfræði. Er það súkkulaði? Ég veit ekki, ég þekkit ekki spurja Guðrúnu Hafsteins. Hún er náttúrulega ísdrottningin. Hún var að vinna á Kjörís. Herðu, hérna segir Viki. Hún er úr Hvergeri. Herðu, hérna kemur bara, er Sverrir að bölka, meikar ekki sens að svona þippin gæi hendi 150 kílóum upp, tvisa svona lightweight. Nei, ég er ekki bölka. Ég er búin að missa einhver 8-9 kíló heldur síðan í júni. Herðu, hérna Solrún 96 segir mætti heyrast betri Ingimar. Já, ég er alveg uppi mækin, sko. Það má kannski bara hækka mæknum mínum. Bjarki, okkar maður, kem seint inn, voruð þið búnir að tala hrekkja, vók, leiðbeiningarna frá Reykjavíkurborg, við förum aðeins meiri að þetta bara. Já, örlítið, 1500 hérna frá Tiny Dancer, hann fann út úr þessu fyrir rest, þetta er svo sem bað okkur hvernig þetta gera þetta. Skilst að þetta fari í pung fyrir partí, standi við það elskulega. Eldur segist vitum eitt sem þú voru að segja allt og lætur ekki vatið yfir sig. Ef Sverri væri vinstrimaður væri hann stimplaði sem yndislegur ungu strákur sem hefur gengið í gegnum dimma dali en breytist í baráttum menn eftir sína erfiðu reynslu. Já, þarna, ég ætlaði með að tala um þetta. Ef hann væri útbrunnin dópusti sem væri edru en væri vinstramein, þá væri þetta þvílíkur sigur að koma tilbaka úr þessum bakgrunni. Eða ef hann væri þýska stálið. Já. En hann sá af sig full-on incel sem að var létt sko gilsnöggar líta út eins og hann væri sko bara elskaði konur á þeim tíma sem hann líklega gerði. En já, það er svo leiðis. Já, ég mun ekki kjósa miðflokkin ef hann fer í, það má ekki tala um þetta. Já, þetta er það sem við erum að tala um. Þeir verða bara að ég held að það sé að fara að bregðast þessu. Ég vona það. Þetta er nákvæmlega sem ég segja að því þess að það gerði
Þetta let engan sem var ekki að fara að kjósa miðflokkin hugsa, djúðl þakkaði vel á rasisma, ég ætla að kjósa miðflokkin. Það let engan gera það, en hins vegar margir sem ætla að kjósa miðflokkin hugsa, hvað er pungurinn? Ég held að Snorri sé búin að vera út í Bandaríkjunum í Washington. Já, hann tekur vonandi á sig þegar hann kemur aftur. Ég held að hann sé að fara að koma tilbaka og taka á sig. Ég full að trú á Snorra. Hér kemur komment frá hægri geitinni. Davíð vinnur ekki Goliat með leikreglum Goliats. Þetta er rétt. Eins og venjulega hægri geitin. Djöfullin er bara í íslensku samfélagi og hann er bara að stela, slátra og rústa öllu. Það er bara þannig og þeir sem að ráðast á hann, þú veist, þeir eru bara, það er svo skrítið að sjá sko kristna menn sem eru bara eitthvað svona, mér veist þú nú ganga svolítið langt í bara eitthvað, ég er að ráðast á Goliat sko. Hann er inn í íslensku samfélagi að rústa öllu. Skilu, verður bara með, en allavega ekki vera eitthvað, þykjast vera eitthvað herra en ég, skilu, af því að þú ert bara ekki taka þátt í þessu, sko. Helgi Magnús var í game changer í stjórnmálum, djúðir í sammála með Helga sem borgarstjóra, þetta er bara, þetta er ég held að ég sé með rétt af mannin þarna, sko. Þetta er bara frábær hugmynd. Þú kemur hérna komment, get lofað ykkur því, það eru 1-3 af topp aðilum innan XM að horfa á þetta, ef þeir eru ekki hér þá eru þið heimskarinn í held, fólk er að taka púlsinn á umræðinni. Ég vil bara gera það sem við gerðum á hann. Ég vil halda áhörum að lýsa yfir stuðningi í flokkin. Gaggrinni þýðir ekki að ég sé bara farinn, skilur. Nei, maður verður ekki að tekið gaggrinni. Það er bara hannig. Hér kemur mjög gott komment. Einar endilega ræðið. Einar KF, grooming gang enthusiast úr Viðreisn. Er hann með koffibreath andlit? Ég veit nú ekkert hvað. Nei, getur sýnt ykkur myndað þessum alveg. Þetta er gaurinn sem að fór að tala sko hvað menn var að gera á mikið úr þessu grooming gang dæmið þannig bara og þú sverðir sig kalla honum er ekki eitthvað annað að tala um honum blöskraði það er bara svo fyndið einhvern veginn að logga sig inn á x.com og fara bara svona fyrir hverja ætti ég að vera að taka upp hanskara eitthvað Pakistana gengi sem er bara búin að vera að nauðga einhverjum krökkum bara í hrönnum það eru mínir menn í dag 250.000 bönnum og líka eins og þeir byrja að taka upp hanskan fyrir, hvað heitir þetta, MS-18 eða MS-13 þetta er allt svona þetta er bara eitthvað vestu bara glæpa gengi allar tíma þetta eru svona proper, þetta eru svo miklu djöfladyrkendur sko, það er bara að fíla það Sjallar er að fremja harakiri með því að vóka í brækurnar, miðflokkurinn verður að vera afl gegn svona kokkálum, þú vinnur aldrei með því að vera diet samfó Nei, ég held að þetta, þessi punktur á hann það að ef að miðflokkurinn ætlar að taka þetta alla leið þá ég að horfa út fyrir landsdeilina þeir að sjá þú veist hvað flokkar hafa verið á leiðinu upp, það eru hægri flokkarnir í Evrópu það er svona nokkurn veginn gegnum gangandi og þá þýðir ekki að vera með einhverju aumingja í brúnni sem ætla að fara að ritskoða menn sko, það bara gengur ekki upp sko Og líka hann var ekki að segja neitt eitthvað hræðilegt. Nei, það er bara akkurat það, sko. Ekki láta á taka nærtum. Þetta genatalana hjá þér, ég veit ekkert það. Þú veist, ég hef aldrei kynnt mér þetta, skilur. En voru þetta ekki bara einhverja pælingar hjá þér, eða, skilur? Jú. Varstu ekki að segja, þeir eru bara... Þetta er sko, þetta er kent í sálfræði í Háskóla Íslands. Já, minna við erum með öðru sig. Ég er nú helviti vel að mér í erfræði. Já, það sem ég var að tala um þarna er bara líffræðilegur veruleiki, sko. Þetta er bara raunveruleiki, þetta er bara kent, skilur við, það er alveg vitað, þetta er ekki leyndamál. En þetta er ekki allt. Þetta er bók sem þú ert að vitna í sálfræði, þetta er bók sem er kennt í sálfræði ábyggilega fyrsta annað ári í sálfræði, ég er ekki alveg viss og þú veist að tala að erfræði þátturinn í gáðum sé 50-70%, það sé mismunandi töluvert þetta er alveg vita, þetta er alveg mælt skilur við Hér er skal ég segja, ég ætla rétt að renna aðeins meiri við kommentin en mér langar bara að skjóta einu með þú veist að tala um hægri, það er eitt annað víti til varnaðar í þessari hægri umræðu það er til dæmis Gert Wilders í Hollandi núna, þeir voru að beða afhróð í kosningu sem voru haldnar núna Þeir voru með 37 sæti og þeim var spáð droppinur 25 En ástæðan fyrir því er að hann hefur ekki gert raskataði sem hann sagðist alltaf að gera ekki shit En það var hann líka bara fókið og aumingi Já, ég segja það Er hann bara controlled up eða? Já, eitthvað Það er náttúrulega besta við þetta No Kings mótmæli hann er he's a threat to democracy Þú veist, kjörin af meiri hluta og hérna hvað heitir hérna kjörmenn og hann sagðist alltaf að gera allt þetta sem hann er að gera áður en hann var kjörinn þú veist þetta er eins mikið lýðræði í gangi skilur og republikanar fengu bæði meiri hluta í öldungadeildarþinginu og undir stúkunni
En hér eru peningakomment, það frá Tiny Dancer, 750 kett. Þú veist veldir á þessu liðum Við erum 300 og eitthvað síðan. Sæl Skilabóð. 300.000 Nei, bara krónur. Þannig að það öll framlöf metin, sko. Því fylgja skilabóð, XM, ekki vera aumingjar takk, og svo kemur annað skilabóð á 300 krónur og það örvitinur homm. Það frá honum sjálfum Örvitin hvað? Örvitinur hommi. Já, ég vissi það ekki. Já, það? Þetta ekki stórt gæst að greiða fyrir að segja þetta. Nei. Ef það er eitthvað að segja það í kommentunum og hann setur pening með því, þá býst ég við því að þessi rétt. Ég hugsa alltaf bara sérstaklega Hann setti pening. Þetta var alltaf slæm fjárfesting. Hér spurning til ykkar eins og hérna fuck, marry, kill. Örvitin, Þorsteinn Vaff, Gísli Marteinn. Og ég ætla að byrja á gestin. Myrða giftast Ríða. Vá. Örvitin, Þorsteinn Vaff, Gísli Marteinn. Ég held að ég myndi drepa Gísla Marteinn. Út af þá myndi þættur hans fara dags. Hann svona mestingarfeil. Þú veist, ég held að ég myndi drepa hann. Því hann svona, þú veist, hann mesta authority að þeim. Svona á samfélagsmálin. Ég held að ég myndi... Shit, þetta erfitt. Ég held að ég myndi giftast Þorsteini Vaff. Því ég þekkja líka smá svona... Síðan gamla dag og svona... Þekkist þið vel, eða? Nei, ekki það vel að ég myndi giftast honum. Ríða örvitanum. Já, ég myndi ríða honum alveg í spað, sko. Bæði, ég myndi taka fyrst og ég power bottom fyrir hann líka, sko. Við myndum skipta. Við myndum að gera það, já. Við fórum. Svo frá því að Ingimar sagðist að drepa Gísli, fórum við úr 92 áhörundum upp í 100. Nei. Allir bara, þetta var þetta. Ég algjörlega sammálaður, sko. Já. Ég nefnilega... Sko, ég haf fullt af saminu vinn sem þekktu Steinar, sko, og ég held að hann sé bara góðu gaur, skemmtileg gaur, bara fastur í vondri hugmyndafræði. Já, öll mín kynni af honum persónulega bara mjög næs, sko. Sko, málið ég fekk svolítið samúð með honum þegar að Jón byrjaði að lýsa, þú veist, bara hvernig þetta hafi verið í bernsku og hvernig það var ráðist á hann og það var eitthvað svona trúnó hann sem að þú varst að tala Ég er búin að hlusta á trúnóðir og ég bara búin að vera bara... Ég fekk aðsetta grein sem var mjög gömul, 10 ára gömul, þar sem hann bara berjast fyrir forræði og var bara þetta sem er blaðsjó við, svo veit ég bara ekki hvað gerðist. Þetta er bara vond, þú veist, þetta er bara svona hamlandi og vond hugur og það er ástæð fyrir því að við köllum þetta vók heilavírusin. Ég sagði aftur, sko, Þorsteinn, þú vilt koma yfir á réttu hliðina, sjá ljósið, þú ert velkomin, við munum taka vel á móti þér. Við erum líka svo fyrirgefandi að þegar menn koma yfir til okkar, þú sem bara okkur skýt sama hvað þau gert, hvað þau verið, hvert ert að fara, skilur. Hvert annað ætlar að fara. Og það er svolítið munurinn á hærinu og vinstrinu okkur er alveg sama. Mér er fúlast alvara með það sem ég sagði með myndina Bjarnfreðarsson og bara Þorsteinn Vaff, þetta gæti bara, ef þú skiptir aðeins út persónum og svona, þetta gæti bara verið að mörgu leiti bara handleiku. Já, en ég held að þetta sé alveg augljóst að við drepum Gísla Marteinn allir, sko. Er það ekki það? Ég veit ekki, hann er nefnilega svolítið girly, sko. Já, ég meina, það er samt, þú veist. Þú veist, life í þættunum hans. Ef þú þyrfti bara að velja, þú veist, hverjum var að fara að ríða, skilur. Ég elska gott hate sex, þannig að Örvitin og ég væri gott. Þú meinar hann er stelpulegast aðeins, þannig að þú væri minnst hommi við að ríða honum. Þú ert going for that. Ég er pínu ósammála þessu, ég held sko Örvitin er stór og sterkur maður, held ég. Þannig að þú eru góð powerbottom fyrir hann. Nei, sko, það er ógeðslega hommalegt. Það er til að glíma. Það er rétt. Þú ert komin í sko alvöru kallmann eða þú ert að ríða bara einhverjum hörkutólum, sko. Já, það er ekki hommalegt. Stórum mönnum, það er ekkert hommalegt í það. Það er HT. Það eru örgulega 2 hommar á þessu chatti. En kannski ætlaði ég að láta Gísla Marteinn taka mig, sko, að reyna að fara svolítið varlega í það, sko. Ok. Bakkin að kvíski eiraði. En það er svolítið pæling, sko, einmitt, hvort það sé ekki grjót hart að ríða, þú veist, kallmönnum sem eru mjög kallmannlegir, hvort að það sé í rauninni. Það er nett, sko.
Það er ekkert geifið það sko. Þetta er establishing dominance, þetta er alfa domma. Þetta er svolítið paradox sko. Sérstaklega þú berð enga tilfinninga til hann sko. Ég held líka, sko, ég tala af reynslu, mér er svona allt besta kynlíf sem ég hef átt. Hvað með vakstur þetta manni? Nei. Hann elskar að láta niðurlega þess að ég get alveg settið það. Það var hægt að klippa þessar síðustu 5 mínútur í bara Strákar, ég er að reyna að opna mig hérna. Ég held að þeir séu tveir bara búin að, þú veist, Ég veist mjög leiðilegt að ég er að reyna að opna mig hérna og það er bara hlegið að mér. Þú varst að tala besta kynlíf sem þú aðar átt að þarna og varst að tala með kallmælum. Það er alltaf hatursfullt kynlíf. Það hefur eitthvað átt til stað. Það er eitthvað svona einhver útrás. Þá myndi, ef ég myndi byggja á því, þá myndi ég ríða Gísla Marteini. Ég held að ég hati hann mest, ég hata engan af þessum mönnum, skilur þú? Nei, ég myndi aldrei gefa einhverjum hata. Mig grunar og ég er ekki til í að hafa Gísla Marteini hérna og þig að ræða þetta. Auglítið til auglítið, já. Þú mátt að ráða Gísli minn. Bæði, ok. Það stáðu samt í hvað að veri hróðalegt ef að Gísli Martein væri aftan á þér og hann væri svona kvísla, svona open monologinu sínu í eiraðar meðan hann væri að taka þig. Það væri hræðilegt sko. Það væri allavega sko betra. Það væri reyndar alveg skelfilegt. Það væri betra að hann væri fyrir aftað að gera því ef þú værir að taka hann með að vera að gera þá myndur þú missa stampínuna, skilur þú. Það er ekki annað hægt. Herðu, ok, við erum sérst nokkur með sammála þarna. Já, þetta er... Herðu, Ég verð að vikina það, ég regna ekki með þessari umræðu en við erum allan að gefa fjölmiðlum alveg helling þannig. Og ég held sko okkar aðdáðendur alltaf elska þegar við förum að ræða svona kynlíf og samskipti kynjana og svona og hætta þessari pólitík. Já, ég vil taka það fram að ég vil alls ekki í alvörunni drepa Gísla Martein. Þetta var grín sko. Já. Við klippum þetta. Þú sagðir að það að svo mikill innlifun nýbúin að vera dæma þetta sem var að segja eitthvað Jolly Cork. Málið er sko þetta er alltaf þessi spurning er alltaf ef þú velur ekki sko þá gerist eitthvað ennþá Já, það er bannað að velja ekki þú verður bara að velja en ég er með eina spurningu fyrir ykkur og það er bara eitt rétt svar við henni let's go. Hvort myndur þú frekar Ég er ógeðslega góður í hvort myndur þú frekar ríða 10 mönnum í rass eða láta einn mann ríða þér í rass Ég myndi allan daginn ríða 10 mönnum í rass. Allan daginn, ég þarf ekki að hugsa mig sko. Má velja bæði. Nei, ég myndi bara taka hann eina. Bara eins og maður bara... Hann ríður þér í rass, Já, bara, þú veist, þetta er óþægilegt, skilur, þetta er svona sem að fara í ristilspeglun eða eitthvað. Er hann valinn af handahói? Já, þú er ekkert að segja hver það er. Þetta gæt... Heldur að segja þetta sé á homma En svo er eitt þarna að það getur skipt máli sko hvaðan maðurinn kemur af því við verum að tala svona gen og kynþætti Þú verður ekki ófrískur á þessu sko Ég er að tala um stærðina Já, ég er að tala um stærðina sko Það er alltaf klart mál okkur ef þú velur þitt sko Þú vilt domma 10 frekar en að vera domma sjálfur Ég er svolítið með Jóni hérna Já, ég er Það er rosa ríkt í svona öfgahærumönnum að vera svona aggressífur út af því sko en vilja svo koma heim og láta einhverja frúnna dóminera sig sko. Þú veit meira að við Jón séum meira svona miðjumenn það. Þeir eru með koll í hotnin í svefnherbygginu. Það er basically málið. Það er bara komin alveg til vinstri. En sko Napoleon, hann var svona, hann var með dóminat konu sko og Mussolini. Og bara fleiri svona valinkunnir andansmenn sko og já nú gefur þetta Sverrir kallar Mussolini andansmann Ég ætla að smá trúnað við Sverri og ég spurði nefnilega Sverri að við getum okkur út að borða á hann og ég spurði hann Takk fyrir að bjóða með maður Bara verið það reyði, mín og rána en ég spurði sem Sverri hvort hann myndi totta 17 gæja fyrir 3 milljónir og hann sagði já, bara ekki spurning Já, takk, sagði ég og þá sagði ég bara, í alvöru, myndirðu totta 17 gæja fyrir 3 milljónir? Hann sagði já, ég myndi borga hvað sem er til að totta 17 gæja En anyway, við fengum hérna 750 kall frá
Magic Sky 20 skallar eldi ding. Því líki meistarar, Sverrir, halda áfram að vera þú. Við skulum halda áfram að tala um kynlíf ef við förum að fá stóru segluna. Við fá okkur að bláa. Ég ætla að renna bara hjóli við kommentin þannig að við séum bara up to date svo við séum ekki að fara aftur í tíman en Tiny Dancer gefur okkur 750, Sverrir ekki nema respekt. Takk. Ég ekki alltaf sammálaðir en ekki láta fólk þakka niður þér. Respekt og Jón fyrir að bakka þig upp á öllum þráðum. Já, takk kærlega fyrir allan stuðningin, líka bara allir og Jón og Shoutout á geitina, Holy Thunder King. Já, kóngurinn. 300 krónur. Já. Og þá erum við bara komið rungkastið, segir einhver, bjórkastið orðið hommakastið. Já. Ég meina sko, var ekki verið að tala um hommentakerfið í þættinu sem eldur var? Mér finnst það mjög gott orðagrín. Hommentakerfið. Já, það er þetta mjög gott. Herðu, ok, allavega. Hefur eldur komið? Fáum líka eitt komment að við séum nauðsýn fyrir mannkynnið sig. Mér á svo heitt með hana hatt en ég ætla ekki að taka hana mér. Guðmundur í byrginu hatturinn. Já, við vorum að tala um sko að ég væri með hann, þá var það Guðmundur í byrginu. En hérna, við vorum að ræða þetta áðan með, þú varst að tala um, já, hvað varst að tala um? Varst að meina vændi áðan sem varst að, hérna, já, ég var að Akkur það er ólulegt. Já, veist, hugmyndin var sem sagt að þú mátt sofa og ríða öllum og það er engar afleiðingar fyrir það og þá er enginn að dæma þig fyrir það. En þú mátt ekki gera það að rukka pening. Ekki stanna, fáum við hérna. Ekki stanna, loft og milli og allt þetta. Finnst ykkur að vændi ætti að vera löglegt? Já, minnst það. 100%. Mér finnst bara raun að veru... Þú veist, alveg óháð því hvort að þið finnst það rétt eða ekki. Þá er þetta bara svona spurningin, þú veist, ef að fólk ætlar að fara í þessa vegferð, ætlum við að vera að eyða peningum í að reyna að stoppa það. Já, þú getur líka hort á þetta að þetta er held ég svo leið sem myndi verja vændiskonunnar mest. Líklega, með því að fara með þetta, já, regulata þetta einhvern veginn. Og bara, og peningar kemur skattkerfið og... Ég fór í eitt svona máli mitt í þætti hjá mér í fyrra og það var hérna, það gerist í Þýskalandi að kona, af því það er löglegt í Þýskalandi, það var kona sem misti atvinnuleysisbæturnar sínar af því hún hafnaði vinnu á vændishúsi. Nei. Hún misti atvinnuleysisbæturnar af því að hún hafnaði. Það er þetta er löglegu business, það er alveg svolítið skrítið. Það er eitthvað svona prjónið yfir okkur sko. Já, það er eitthvað svona sem bara vinstrimenn myndi gera. Ég held að við getum haft þetta ólulegt ef að við myndum fara í svona, og það er það sem ég verið til í fyrir Ísland, fara í svona Bukele leið í hvernig við ætlum að taka á glæpum, byggja eitthvað svona Bukele style super prison dæmi, skilur, og bara allir þessir þú veist, þessir erlendu mafíugaurar, skilur, bara taka á þessu bara harkalega, sko, og hérna þetta þarf ekki að vera, hann er hérna sem er El Salvador bara, þau bara, heyrðu, við ætlum bara að gera eitthvað í þessu, við ætlum bara að díla við þetta. En er það réttmætanlegt við hluti eins og vændi sem að oft er stundað í mikilli neyð? Ég held að vændi sé, þú veist, þetta er hvernig getur þið sagt það í landi það sem allir geta fengið einhvers svona bætur eða haldið sér flott? En ef þetta er löglegt þá er þetta ekki lengur glæpastarfsemi. Nei, en ég held að ég hætti bara að halda þessu í ákveðnu lágmarki með því að hafa þetta bæði ólöglegt og vera töff á hérna skipulagri glæpastarfsemi. Það virkaði ekki með eiturlyf. Nei, ef þú myndir gera eins og Bukele gerir, sko. Já. En það þarf að vera alveg svona super töff, en þetta er svona algjör draumsýn, sko. Morðingunum heldur en að pæli eiturlyfjasmyglinu í rauninni, þó að það sé náttúrulega morðin séu fylgifiskur þess svolítið, sko. Ég held að hann er bara búin að taka þess að gauðra bara algjörlega úr umferð, sko. Öll þessi gengi og eitthvað svona. Ég er hrifin að því. Fyrir mér var þetta líka svolítið bara svona siðferðislega spursmál. Þú veist, þú hérna eina vandamáli virtist þetta vera að þú verður að rukka pening. Já. Skilurðu, þú veist, það er ekki hegðuninn, það er ekki þessi siðferðislega ránt að láta ríða sér út allan bæ. Það er ránt að rukka pening fyrir það og það var svona sem ég var að koma með, sko. Það máttu rukka pening fyrir það ef einhversi tekur það upp og fyrir á netið. Já, það var eðlæg. Það er bara að vera að nutta þig, skilur. Er klámsamt ekki þannig sé ólöglegt á Íslandi? Ennþá, ég held það. Jú, ég held það. Ekki það ekki. Ég held, þú veist, að þær sem er í einhver svona OnlyFans dæmi, það sé eitthvað loophole, sko. Þetta er rosalega spesað, sko. Það er ekki verið sóttuð, saka fyrir OnlyFans. Og það einhvern veginn þorir einhvern veginn enginn að taka hana slag. Brynjar Níelsson, hann hafði svona gæi sem að tók þetta í helg gott, var ekki helgirafnum til hann eitthvað að skipta sér þessari klámru Er hann gúnir, eða? Sko, ég er svolítið á því, það er ekki að segja, sko. Mín skoðun er svolítið svona eins og með fíkniefnadótið, getur þú stoppað þetta? Ef þú getur það ekki, eigum við að eyða öllu púðrinu í það?
Ég held að það sé hægt sko, en ég held að þurfa að vera mjög harður og þurfa að fara inn í einhvers konar frekar svona á þorrið svona frekar hart stjórnkerfi til þess að gera það, en ég held að það sé hægt og þeir eru búin að sína að það sé hægt þannig í El Salvador. En þar voru þess að meira ráðast á morðingana. Það er ekki reynd að fara í vændi sko í El Salvador þessum áður. Það var ekki, þeir voru að hjóla í klíkurnar sko, MS-13 og Barry og 18 sko, það var það sem voru að Ég þekki þetta bara ekki nóg vel. Nei, ég er bara búin að kynna mér það svolítið vel sko. Ég er full on lögleeng sko á á fíkniefnum og vændi sko. Spil en fjárspil. Já. Sko ég er bara ég er ekki það því ég vil svo ókslega mikið nota dóp og svo var ég á vændiskonum og veðja. Það er ekki það sem ég vil gera. Það er okkur það. En þú veist, ég held að þetta sé þú veist, besta lausnin. Af ykkur sem er til og verður alltaf til, þá er að hafa lögleðingu, heilbrigðiseftirliti yfir þetta, þetta er að peningurinn að koma inn í samfélagi, þetta minnka glæpi og glæpaklíkur geta ekki lengur vera eins mikið að nýta sér þetta. Þú veist. Ég held einmitt að sko, ég er frjálshyggjumaður og mér finnst að þú er að hafa rétt þess að velja. En að sjálfsögur er það ólöglegt að einhver þvingi einhvern annan til að vændis 100%. Það er allt annað. Ég er ekki að tala um það. Nei, ég veit það, ég er bara að segja og það, þú veist, þannig að það er enginn ósammála við það. Þannig að þegar að fólk er að segja já, það er verið að misnota, við erum ekki að tala um að lifa það. Nei, það er ekki verið að tala um það. Þannig að misnota aðstöðu gagvart fólki og svona. Þú veist, að sjálfsögðu, ég meina þeim sem leifir fíkniefni, þá voru kannski aðgengi meira fíkniefnum, en á sama tíma þá getur verið með helviti mikið af peningum að koma inn í ríkiskassan sem að getur fjármagna meðfyrir og annað. Ég myndi að það er magnið af kannabis sem er selt á Íslandi. Ef þetta eru nokkuð tonn á ári og þú verður að fá 2000 kall á grammið, þá er þetta bara fleiri milljarðar ríkiskassan. Já, og þú fer líka í harðar efnin, þá er náttúrulega, þú veist, heilbrigðis og reglugerðir yfir efnin sem er verið að selja komin. Þannig þú ert ekki að fá kannski eins mikið að bara drasli sem drepu þig, skilur, þetta er skaða minkandi, tel ég, og ég held að og væri kannski hægt að nota þetta einhver staðar á afmörkunarstöðum. Já, mögulega, þú veist, ég bara segi, en hvað stendur miðflokkurinn til þessi svo þarna? Er einhver flokkur sem að, veist, er þarna fyrir þetta? Þekkið ekki. Ég held að þessi bara, sko, það er ekki ráðleika mennur mann að nota fíkniefni. Fyrir mér, persónulega, og það er bara því ég er með bakgrunn í þessu, þú veist, mér finnst þetta að vera stærsta málefni á Íslandi, það er fíknisjúkdómur. Það er búið að vera bara faraldur í þessu landi, eins og bara alls það er í heiminum, bara í 20 ára og mér finnst sko, meðan við hvað gátum til þess eitt miklu pening í COVID, þetta okkur í flensu og tekið okkur öll saman sem þjóðfélag, okkur gerir það ekki saman við fíknivandan. Og það er börn að deyja, það eru samt bara börn að deyja, skilur við. Og eigandi sjálfur 2 stráka sem eru pottitt með ADHD og svona hættu svo að ég vil bara að kerfið grípi þá almennilega ef ég bregst skiluru og þeir leiðast í eitthvað það sé bara ótrúlega veist, ég myndi held ég ef þetta væri eitthvað svona bara aðal issue hjá okkur flokki, ég held að það væri bara 5% atkvæði komin í hús, bara það skiluru mig, persónulega. Hvernig sér þau fyrir þér að svo pólisía væri? Þú veist, hvernig að þú ert að tala um annars vegar lögleiðingu og svo hins vegar kannski ekki forvarnir heldur einhvers konar meðferð. Erum við að tala um lögleiðingu eða afglæpavæðingu? Núna er ég að tala afglæpavæða og bara, herru, við ætlum að eyða svona 10 sinnum meiri peningu höfum gert í þessi mál. Þetta er bara aðal málefni okkar, við ætlum bara að taka á þessum faraldri, þú veist, ekki með boðum og bönnum, heldur bara með úrræðum, forvörnum og, þú veist, lögleðing í kjölfarið myndi geta náttúrulega, það myndi þetta standa undir sér, skiluru og það væri bara, þú veist, skattpeningurinn væri bara eyrnamertur í úrræði, skiluru eins og, ég veit ekki hvernig það er með vínbúðina, er ykkur eyrnamert uppæð frá þeim það er klárlega að vera, skiluru að því, þú veist það á að vera þannig með alla skatta alltaf undir öllum kringustæðum. Já og þú veist að hérna, allt sem er verið að kaupa í vínbúðinni, þú veist, hvað eru margir í að fara á hérna, þú veist, að rústa lífinu sinu og lífbarnana sína á fjölskyldu sína á áfengi og það er bara ríki sem er að selja. Þeir eiga þá að gjöra svo vel að eyða peningnum í alvöru úrræði. Fyrir mér, persónulega, ég er náttúrulega
má ég segja hver ég hitti þið í fyrst skipti það? Já, Varst þetta í það? nei, Ég kom með fund á Vog og það var hess á slotnum sko. nei, hvenær var það? Það var bara fyrir, það var stjættur. Já. Það var fyrst. Já. Og þú veist, þetta bara, ég er búin að vera í þessum, bara, þú veist, þessu sko, þú veist, sjálfur náttúrulega var bara 20 ári neyslu, ég er bara útbrendur dópist þessu Sverri, sko. Já. Og og Hverju eru við eitthvað, fíla, fólk að hlusta á okkur, skilur, það er fáránlegt. Þú veist, þið takkið öllu sem ég segja með fyrirvara. Já. Þetta er bara mitt aðal málefni. Svo auðvita að íbúðir séu affordable, þú veist, og allt þetta. En fyrir mér persónulega, og veita fyrir mjög marga, er þetta eitthvað, ef þetta væri bara aðal issueið hjá einhverju flokki, skilurðu, myndi skila sér í fullt atkvæðum. Kannski myndi fullt, þú veist, segja svo að miðflokkurinn myndi koma bara með, herru, við ætlum að eyða ógeðslega miklum pening, kvarta niður ógeðslega mikið drasli, nota freka mikið af þeim pening í meðferðarúrræði, að leysa fíkniefnavandann, skaðaminkandi úrræði, allt þetta, hvort ykkur myndi fælast frá þeim. Ég veit ekki að þið kannski... Ég held að fólk myndi fíla svo að segja, en ég held að þeir hafi verið svolítið harðir gegn fíkniefnum og svona, þú veist, þegar tekið svolítið Trump bara ná þetta með, þú veist, hörkuna gegn, þú veist, að elda fólk niður og finna, þú veist, hverjir eru... Þetta virðist ekki hafa virkar eitt rosalega vel, en þú varst að koma með, þú veist, einmitt afglæpavæðingum. Skilur, þetta dæmi, og auðvitað, þú veist, ég myndi gera þetta og svo í kjölfarið væri lögleiðing sérstaklega á cannabis, sérstaklega þar, skilur við, ekki það ekki, þú veist. Staðin er náttúrulega bara orðið þannig að það er auðveldra að fá það, þú veist, heimsend. Já, nota bene, cannabis rústaði lífinu mínu. Já, ok. Út að ég var svo háður cannabis, skilur við. Þú veist, ég reykti bara cannabis daglega í 20 ár, sko. Þannig að ég er að segja þetta ekki að því ég er svo passionate að unglingar prófi cannabis, eða að fólk sé að reykja, þú veist, það verður bara alltaf þetta issue að fólk mun nota þessi efni. Þetta er langbesta leiðin til að díla við það. En það er staðreind þegar við erum að ræða svona fólk sem er með svona íhaldsamari kjósunum, hvort það er sjálfstæðisflokkurinn back in the day eða miðflokkurinn. Það er alltaf rosalega erfitt að selja eldri kynslóðinni þess vegna þess að þau sjá ekki þess að þú ert að tala um. Nei, ég veit það. Ég held samt að við séum komin eða alveg að vera komin á þann stað að umræðan og bara, þú veist, hvað fólk veit núna fíknisjúkdóminn og hvað afleiðingar það hefur. Þú veist, ég held hvað var 15% minnir það, ef ekki kring 15% Íslendinga hafa farið á Vog. Þannig að allir þekkikun nátengdan sér sem hefur verið í þessu. Þetta er vandamál sem bara hrjáir alla, einn annan hátt. Á einn annan hátt, já. Ég held að, þú veist, að við gætum alveg sameinast eins og við gerðum í fucking COVID. Þú veist, maður, hvað gerði þið, þú veist, að bara, þú veist, peningur svona eitt, bara... Við erum ennþá að borga það. Já, ég myndi vilja kannski sjá svolítið betri árangur samt. Já, alveg. Hér kemur góðu punktur sem er svona við því sem ég var að segja. Það er aldrei hægt að stoppa morð, svo það ætti að vera löglegt. Nei, þetta er ekki það samt. Nei, ég veit það, en þú veist, það er gott að fá svona punkt til að adressa. Já, ástæðan fyrir þetta ekki sama, því þú ert ekki að, sko... Þú ert að valda sjálfu þess skada fyrir það fyrsta, sko. Fólk er nú þegar að nota eiturlyf og það eykst bara og verður harðara og meira með hverju ári. Þú veist, ég langar að taka smá annað líka, þú veist, af því að þú ert að tala um það, því að þú veist, hann er að tala um að fremja morð og þú ert að bera það saman við það að valda þér sjálfskaða sem að fíkniefnaneysla er og það getur líka skaða út frá sér. En ég meina, þú getur tekið alls konar ákvarðanir í lífinu sem eru fullkomlega löglegar sem að geta haft slæmar afleiðingar fyrir þá sem að eru þið næstir, sko, og ábyrgðarleysi og fleira. En fyrir nú þess aðeins stóli frá mér sem ég ætlaði að koma inn á. Já, ég er eiginlega bara... Þú ert búin að nota greinlega mikið eiturlyfum, sko. Já, ég var að hugsa Gísla Martein alveg á fullu. Hammast aftan að þér. Ok, ég veit bara það að Vogur og meðferð það úrræði bjargaði líf mínu, skilur við. Og þegar við erum að loka meðferðarheimilum á sumartíma þegar ekki nóg peningur, þegar fólk er í 100-200 manna biðlistar á Vog, þú veist, þetta eru bara, ég er ekkert að segja að allir sem fara á Vog verða bara edru og fara í meðferð, þú veist, þetta þarf bara batterið að vera 10 sinnum stærra. Nú manni hvað ég ætlaði að segja. 150 milljónir til hins eginn samtakana. Já. Í dag, þegar allt er ólöglegt sem að við kemur fíkniefnum og segjum að þú væri bara, þú veist, komin í geðrof eða vissir og væri bara alveg að fara yfirum, að þá getur ekki hringt neitt. Þú veist,
það var rosalega þægilegt fyrir fíkla að geta actually bara hringt í lögregluna og sagt bara, ég í algjöru rugli með sjálf mig, ég að spáði að drepa mér, þetta komin í geðrof, ég í vesinni, þú veist, gæti ég fengi hjálp. Já. Og þið myndi actually koma heim til þín. Það kemur duttu aftur út, ég þurfti að refresha. Það getur ekki að skjána hjá mér allavega hans bara, sko. Já, veist, og það, þú veist, þú getur leitað þangað og ég meina þú myndir fá aðstoð, en hvað gerist í dag þú myndir gera? Þú veist, lífið þitt myndi, ef að þú er ekki pottið búin að eðlika það sjálfur, þá myndir þeir alveg ábyggilega hjálpaði með að fullkomna það. Algjörlega. Og þú veist, og það er líka svolítið game changer og fólk lendir þeirri aðstöð og það er erfitt að leita sér hjálpar. Já, það er máli, þetta á bara að vera þvílíkt accessible úrræði sem þú varst ekki að bíða eftir og þú veist, fyrir mér, þú veist, ég er á þeirri skoðun að miðflokkurinn ætti að taka þetta málefni, þú veist, en ég náttúrulega, þú veist, ég held að myndi skila sér líka í meira fylgi, sko, þannig ég held að þetta sé passionmál hjá rosalega stórum hópi. Ég með ég held að fíkni hegðun, og þá er ég ekki bara að tala um eitthvað fíkni efni, veðmál, allt þetta dæmi, þetta er afleiðing af andlegri hnignun sem við mýsum samfélag. Eru ekkert endilega eitthvað algjörlega þarfguð, það eru ekkert, þú veist, það er hægt að búa til eitthvað svona kerfi, það er hægt að dæla eitthvað pening, eitthvað svona, en mér finnst að við séum rosalega mikið einhvern veginn að reyna að slökkva eitthvað elda án þess að við séum einhvern veginn tilbúin til þess að horfast í augu við það hvaðan þú veist, hann er að koma, hvaðan uppsprettan er, sko, og það er bara svona, þú veist, á ensku myndi það kallast spiritual decay, við erum bara að úrkynja, hnigna, og að meðan að það heldur áfram, þá heldur ég að skipta ekkert endilega öllu máli hversu miklu pening við dælum í þetta. En úrræðin sem ég er að tala eru rosalega mikið eimu að því að kveikja spiritual awakening í fólk. Algjörlega, sem er mjög mikilvægt. Bara óbreyttur maður fer bara aftur að drekka, svo ég sé að kvóta bókina kóðu, það hjálpa, þú veist, að það sé alltaf verið að reyna. Það er lið sem fer 40 sinnum að vog og 20 heila meðferð og næri þessu svo, Þetta er hvað við. Þetta er ekkert bara að þú fær einu sinni í ykkur meðferð og þú bara læknar og allt er gott. Þess vegna þarf þetta að vera bara, þú veist, mann er að horfa á, bara böndegja, þú veist, bara í kringum mig, og því sem ég er að gera, þetta er svakalegt. Þetta rústar lífi allra í kringum. Þetta er það, þú veist, ég ætla ekki að fara hérna hádramatist. Þetta er á mínum mati aðal issue. Ég er alls ekki ósammála því. Íbúðaverð, stýrivextir auðvitað, þú veist, hvað allt er dýrt, en svona social issue-ið, þetta er jaðarsettasti hópurinn sem við þurfum að eyða peningi og búin að vera lengi. Ég er algjörlega sammála þessu, en ég hef svona hort á þetta frá öðru sjónarhorni. Ég held að við séum í rauninni að vinna saman markmið að, þú veist, ég horfi á einmitt bara stærsta vandamálið í íslensku samfélagi er ekki peningalegs eðlis, að það er þessi hnignun og við erum að lifa eftir hugmyndafræði sem gefur okkur tilgangsleysi sem að bara mannskepnan ræður ekki við og það myndast einhvers konar ástand sem menn verða að deyfa og einhverju fara þá einhverja eitulega neyslu og aðrir í, þú veist, frám og mat, allur þessi viðbjóður, og þannig að ég held að ég er alveg sammálaður en ég held að, þú veist, að ég persónulega er að ráðast á þetta frá öðrum vinkli og ekki bara út frá eitthvað svona fíkla elementinu og ég sé þar heldur bara í stóra samengið bara í öllu saman, og hnignunin sést í öðru líka að, þú veist, en það þarf líka að ráðast á þessa, þú veist, þar sem við erum að blæða, þar sem ráðast á þessa punkta þar sem samfélaginu er að blæða, eins og þú ert að tala um. Hvað með hlutin svo OnlyFans, bara sem dæmi, nú er ekkert langt síðan, það byrjaði enn í COVID-umræðinu sem að feministar voru nú komnir í hár saman hvort þetta væri, eitthvað sem þetta var háfeminist mál að leyfa þess að svona úrkynjun bara sem að ég kalla bara OnlyFans dæmið. Gleymum því samt ekki að það eru kallmenn sem gera þetta allt saman mögulegt með því að kaupa þetta, því ef þær væri ekki að kaupa þetta þá væri náttúrulega enginn að reyna að selja þetta. Kallmenn sem að selja sig þarna. Já, en ég er að segja það eru kallmenn sem þú veist, þeir eru að kaupa OnlyFans, þeir eru náttúrulega the root of the problem, það er bara staðurinn. Ég ætla að spila inn í þessi Sverrir að tala þú veist, það er þessi hnignun, og það verðist að koma hóp fólks, þessi incel-menning sem að hefur einhvern veginn fast í aukana, þú veist, það er að segja kallmenn sem að hafa aldrei fengið að sofa hjá nokkurn tímann og þeir eru bara fastir í því að runga sér yfir einhverjum tölvuskjá og þetta er úslega þægilegt og þeir bara svona, ég held að sé einhver tenging við þetta og að kökka, menn eru, þú veist. Við erum ekki að upphefja
og við erum meira að niðra fjölskylduna. Já. Fattu hvað? Já, algjörlega. Allt sem að eru fjölskyldulega gildi eru eyðilögð. Og eins og ég var að tala um daginn hérna að sko, munið kannski svona 10 pluss árum þar sem maður leit svona á Pólland, drastlandi Pólland þetta bara besta fokki landið í heimi í dag. Tóku bara réttar ákvarðanir. Já, og þá ég aðalega að tala um þetta sem var að koma að þú veist, ef þú átt 2 börn þá þarfst ekki að borga tekjuskatt. Ungur byrjuð með þetta undan. Já, þeir eru með 3 börn. Mér finnst þetta ætti að vera líka bara, herru, ef þið er 3 börn tekur þetta bara í þrepum. Já, þá hérna að því við eigum að upphefja það og hvetja til að fólk sé að eignast. Nú ekki að tala um að hann vill bara hvitt fólk fjölgi sér bara, þú veist, auðvitað vill ég bara Íslendingar, ég er Íslendingur. En býtu, af hverju væri það samt ráð? Nei, ég er að segja, skilurðu, að þú veist, fjölskyldu, sama hvað lit þú ert. Það skiptir ekki máli. Já, ég er búin að gera það. Ég á 5 í 8% á plándunni. Já, við erum ekki mest í minni hlutahópurinn. Fjölskyldan er, þú veist, þetta er bara eitthvað svona vera að trasa konur sem vilja bara vera húsmaður og þú veist. Mér finnst það að vera þetta er bara Tjöfladyrkendur. Það er ekkert við erum að sjá mikilvægt en mömmur alveg börn 100% þetta er bara það besta sem einhver getur verið. Það er ekki að ég vil halda konunni í eldhúsi, bara þetta er bara lífið, skilurðu. Og fyrir kallmenn, skilurðu, þú veist, að vera provide og vera, þú veist, þetta er bara uppfyllir eitthvað inn í okkur, skilurðu. Þú veist. En þú getur tekið það lengra ef að konur eignast ekki börn þá verður enginn til. Og ef það verður enginn til þá er ekkert neinstað sem skiptir neinu máli í neinni félagsumræðu nokkuð tíman. Af því að þú veist það er ekkert samfélag. Það gleymist. Og svo bara sjáum við líka bara, þú veist, okkur og Reykjavíkurborg. Mér finnst aðal dæmi sem Reykjavíkurborg, þú veist, bara sveitafélagin að gera. Það er bara leikskólar séu bara upp á fucking 10. Algjörlega. Þetta er bara, þú veist, og það er svo grilla sko að hérna, þessi flokkar sem eru að stjórna Reykjavíkurborg núna, þetta er þessi flokkar sem tala mest kynjana og jafnrétti. Homos. Þið eru yfir stæðstu kvennastétt landsins. Hækkið fucking launin þeirra. Þá gerist eitthvað í þessum launamun. Rekin mannustjóri. Ég er ekki launamun. Nei, en ég er að segja, eina sem ég tek gilt í þessum umræðum launamun kynna, að vissulega það eru hjúkrunarfræðingar, kennarastéttin og leikskólakennarar. Þetta eru kvennastéttir. Það er að segja, það eru mikil meirlítið kvenna. Hverjir er það sem ákveða launin hjá þeim? Það eru þessi flokkar sem fucking hverjir ákveða að fara að vinna við þetta? Ég myndi aldrei vinna við þetta. Nei, það er ákveða ekki væntanlega að vinna við þetta sjálfar. Ég get ekki farið og menta mig að vera smiður og svo bara skalla vegg og segja bara, þetta er ræðilega borga. Ég benti samt á það í síðasta þætti að hún Heiða sem að fór nú að fagnaði með láglaunakonu, hún er bókstaflega veggurinn sem það er að reyna að klifra yfir. Hún er búin að vera það á 2 mismunandi vígstöðum. Þannig að FKA-hýttingurinn. Já, þetta er bara, þú veist, það var eitthvað sem var að mæra, þú veist, ég lendi í þess að það var eitthvað svona umhverfið sem eitthvað var að mæra, skiluru, hvað þetta væri frábært hérna stytting vinnuvíkunar og okkur þetta, og þetta á kona segja þetta, ég er eitthvað á þessi kellingi samtök atvinnulífsins getur ekki verið svona mótvísi okkur, ger ekki bara einkageirinn þetta, skiluru, maður bara svona, þeir geta ekkert, skiluru. Ríki getur náttúrulega leyft sér og borgin eitthvað stytting vinnuvíkunar. Málið er að hérna kannski skiptir litlu máli þegar enginn er að vinna vinnuna sínar. Já, nákvæmlega, og þú veist að en sko hann bent á að formaður leikskólakennarafélags Haraldur, hann bent á það að það er meira þess að lægri prósent að lærðum leikskólakennurum á einkareknum skólum. Það er bara skortur á fólki. Af hverju myndirðu líka vilja fara í eitthvað fucking nám að vera leikskólakennar og vera svo bara þetta er hefi erfið vinna, skilurðu? Þetta er priceless mikilvæg vinna. Já, og þetta er örugglega mikilvægast að vinna, skilurðu? Þetta er bara mest mótandi ár batsins, skilurðu? Og ef þú ert búin að búa til þannig samfélag að báðir foreldrar þurfa að vera útivinnandi til að þið geti borgað þetta fucking íbúðalán, skilurðu, og keypt vörur, þá þarf fólki sem er með börnin ykkar í, þú veist, 8 tíma að líða vel. Fá vel borgað, skilurðu, og vera bara fagfólk. Þetta á bara að vera, og þetta er líka ítur undir, okkur ætti ég að eignast börn, þegar það kostar svona mikið að lifa. Það meikar ekkert sens.
Ég Ég tek undir það og hef talað það áður, alveg farið djúpt í það, að þetta alveg gríðarlega mikið að starf. Ég tek ekki endilega undir að þetta sé, þú veist, eitt af erfiðustu störfunum, en þú veist, það fer eftir í hvernig... Akkurat. Þetta klárlega með andlega erfiðustu. Já, þetta mjög andlega krefandi, en þú veist, ég vil bara taka það fram. En hérna, þú veist, þetta, þú veist, Frosti fær hérna gæja til sem ég horfði á þetta viðtal sem að tók saman skýsluna þú veist, læsi hjá börnum og allt þetta. Þú vorum einmitt að ræða, þú veist, ef að fólk talar ekki mjög góða íslensku, ef að það ekki stakk búið til þess að kenna börnum og leiðbina þeim og svo framvegis, ef við erum ekki með gott fólk á leikskólum, að það náttúrulega hefur þetta áhrif á málþroska. Og það hefur áhrif á lestrargetu, það hefur áhrif á alla þessa þætti. Við vitum þetta alveg, þetta náttúrulega algjörlega borðliggjandi. Ég held við höfum svolítið litið fram hjá leikskólanum, að við litum ekki á það sem skóla, en þetta rosalega mikilvægur. Þetta mest mótandi ár barna. Og þess vegna skiptir máli að fólk fái borgað, sómasamli launarna, svo við fáum sómasamli fólk. Og sé vel, þú veist, mannað, skilurðu, og umhverfið sé upp á 10, annars, sko, svo við ferum mín persónál, getur svona, þú veist, leikskólinn sem stráka Múlaborg, bara mannekla bara mjög lengi. Út af styttingu vinnuviku, og Reykjavík var ekki búin að ráða fólk til að mæta styttingu vinnuviku. Bara fara, við erum farið núna í styttingu og það er alltaf bara 2 á deild. Þú veist, þið búa bara til umhverfið þarna, að Predator geta strækað, skilur. Sem gerðist. Sem fucking gerðist. Og hann var hann í 2 ár. Og hann var langt frá því að vera einhver hæfur starfsmæður fyrir utan að vera Predator. Og borgin var búin að fá, hann var undir einhverju eftirliti. Ég heyrði sko, og þetta er eitthvað sem ég heyrði. En ég, frá áralegðan heimildi, að það hefði komið í einhverju samtali á einhverjum deildar stjórum á Múlaborg, einhverju fundi, sem sagt. Það var að tala með mann og bara tala með hans, vildi ekki fá hann, af því hann var óhæfur. Ekki það að hann var óhæfur að því að hann var að meiða börnin, hann var bara óhæfur starfsmæður. En þetta svona... Í fullkomnum heimi, þá rekur hann strax, af því þú getur ráðið annars strax, en það er bara ekki þannig, það er ekkert fólk að hlaupum að sækja í leikskóla. En svo er það líka, sko, að þú ert starfsmæður á svona stöðum, að það er bara ógeðislega erfitt að reka þig. Það er bara nánast ómögulegt. Það er ógeðslega erfitt. Lagalega bara. Já, og það er líka bara... Það verður að breyta það lögum, það verður að vera forgangsatriði. En sko málið. Það var hérna fyrir stuttu greinum aðila á Landspítalanum sem að gerðist sekur mjög greinilega og það við viss af hegðunars yfirmennir kynferðislega áreitni við sjúkling og hann var búin að áreita fleiri sjúklinga og þau viss af þessu. Það var ekkert gert í þessu. Og það hérna, það sem að gerist í kjölfari var að það er þessi ungstelpa sem kvartar yfir þessu. Maðurinn er sendur í leyfi. Hann kemur aftur til starfa vegna þess að það var ekki hægt að reka, samkvæmt því sem að ég las. Þú þarft að fá viðvörun og svo þarft að fá aðra viðvörun á held ég 6 mánuðum og þá er þetta reka þig, sko. Ég ætla að taka eitt hérna sem að eitt segir hérna og við vorum að ræða þetta aðeins áðan. Það er inseler hoax, finnst mér. Það er ekki rétt. Hvað meinar hann inseler hoax? Þetta er mjög lítið. Einhverja aðila sem er að infiltrata einhverja unga kallahópa örugglega, sko. Málið er að ástæðan fyrir að mér finnst ömurlegt þessi þegar ekki búið að gjaldfella inselorðið eins og var, þú veist, við vorum allir kallaðir insel og vorum að byrja með broadcast og þetta dæmi, að inselgæjarnir, þetta er mjög raunverulegt fyrirbæri, sko. Ég veit ekki hvort að ég hef nú farið í það hvernig ég byrjaði til á Instagram og svona, það var bara að ræða við unga kallmenn sem voru bara í krísu, sjálfsmíkshugleiðingum og öðru, og ég hef lent á nokkurum alvöru inselgæjum. Ég hef mér sagt, þú veist, að þetta er alvöru insel, þetta eru 13 talsins. Og ég bókstafna að snúa 4 þeirra, en þetta er raunverulega típur og þeir eru stór fucking hættuleg. Ég er ekki, þýðir insel eitthvað að þú bara hati konur, eða Þetta er það, þú kennir konum að þú fáir ekki konur, þú veist, þetta er eitthvað svona gæjar sem að horfa á, þú veist, íþróttagæjan sem að fær alla konar og þú bara helvítis, þú veist, hún vil ekki svona góða gæja eins og mig, þú veist, þeir eru margir delusional og þeir kenna konum það að vilja það ekki. Þetta er bara svona kallmenn sem hafa orðið undir, sko. En ég held að þetta sé, það er rosalega blásið upp, sko, hversu hættulegur þessi hópur er og hversu stór þessi hópur er og hversu signifikant, skilur, að þetta er bara algjört skítlipa sæjóp, sko.
þú veist. Já, þeir geta bara Ég er ekki sammálaður þess að þetta sé svona sæjapdæmi, ég er sammálaður það er blásið svolítið upp, það er bara vegna þess að þetta orðið svo ofnotað. Já. En það er alls ekki verið að íkja hversu hættulegir þessi gæjar eru. Þeir eru stór fucking hættulegir. Já, hvernig þá bara hættulegir? Þeir eru bara komnir á það stig að þeir hata konur. Þeir eru bara komnir á það stig, þeir vilja bara meiða þær. Þú veist, bara þeir vilja refsa þeim fyrir að, þú veist, þeir séu þeirri stöðu sem þeir eru. Og þetta er alveg hópur. Og, þú veist, já, ég hef átt löng samt, ég stóð í samtölum, ekki alveg daglega en svona næstu, ég veit gæja, í 2,5 fucking ár. Sem að enda á því að hann var orðin hættur og hann var búin að ná sér í konu og eitthvað svona dæmi, sko. Já. Þú veist, þetta er alveg dæmi, sko. Þetta er örugglega bara að svona hópur verður til náttúrulega líka það út frá afleiðingu hvað við erum búin að rífa niður fjölskyldu gildin. Já, bara þetta er bara algjörlega sko. Þetta eru gæjarnir sem að mæta til með svo síður og svo OnlyFans. Ég átti gott spjallið hana Er það samt að borga ykkur stelpum á OnlyFans? Þetta eru gæjarnir sem að borga OnlyFans stelpunum og þeir líta bara á það sem er kærustunum sína vegna þess að þeir eru ekki að leita í klámi, þeir eru að leita í einhverja tilfinningulega nánd. Það er einhver sem mætir þarna, segir nafnið þeirra, spyr hvernig þeir hafa því að alla bestu OnlyFans gæluna þær eru þarna sko. Það er muna nöfnin á þeim. Sniðugt. Svona hlutir, já. En svo kemur það sem að til mig sé svo Edda Lovísa lendi í bara sem dæmi og fullt af þeim hafa bara, þeir hafa verið myrtar alveg bara í 100 sko. OnlyFans-gælur? Já, það er út af því að þessi gæjar, þeir sjá þær sem kærustuna sínar. Svo bara, þú veist, svo ætla þær kannski sko, jafnvel eru búin að, þú veist, doxa þær, hitta þær einhver staðar og þær bara, þeir bara fucking verða bara geðveikir sko. Þeir eru búin að sjá fyrir sig bara samband, þú veist, bara til eilíðar og þeir bara kála. Þetta er tölvöld algengaraldur en fólk heldur. Hún Edda Lovísa til dæmis lendi í svona gæja, þetta var svona, þú veist, einn af stóra ástæðana fyrir hún hætti á þessu, en hún talaði til mig sem þetta var bara orðið þannig og hún sagði bara þetta er svo maður sé að nauðga sjálfur sér. Því þú byrjar alltaf, þú fá fullt af pening, svo ert alltaf að ganga lengra, þú vilt ekki vera að þessu og þú ert að gera ógeðslega hluti. Two girls, one cup. Fyrir auka. Þetta er alveg raunverulegur hlutur. Sækja seðilinn. Ég veit ekkert hvort tala. OnlyFans-gælunar stigmagnast í hvað er gera sko. Ég veit, ég fatt að þú stóð að nefna þarna, Two Girls One Cup. Þeir sem að veit ekki hvað það er, geta náttúrulega bara fletti upp. Þetta er það sem gerir OnlyFans dæmið svona hættulegt og það er bara margar sem fattaði ekki fyrir nú seint sko. Ég meðast fyndi þegar þú veist verið að kalla gifta menn sem er að börn insellis og það er eitthvað að býta á það sko. Já, ok. Þetta er bara eins og öll þessi orð sem að þetta lið notar sko, það er öllum alveg skít fucking sama. Ég sá rannsóknum incels sem að hafa verið gerð í Bretlandi og hérna því að vinstrimönnum er mjög tamt að nota þetta orð um hægri menn. Það kom í ljósa að þetta var mjög algengar eitthvað vinstrimönn. Ég trúi því vel. Kom mér ekkert sérstaklega óvart og mér er eiginlega alveg drull sko. Þetta fórnarlambs hugarfar er náttúrulega rosa vinstri kóðað sko. Já, sjáðu aðferðina sem þið nota. Þetta eru svona gæjar eins og sko, mér svo geggja Gatsat, hann kallar það bara sneaky fuckers að því að sko, þeir eru alltaf að lauma sér inn, þú veist, þeir eru þarna svona stöðningurinn og þú veist, hún með einhverjum gaur, þeir hata hann sko, þú veist, þeir hata gaurin sem hún er með, þeir eru að bíða eftir að hún, þú veist, hann, þú veist, brjóti henni í hjartað, þá er hún geðveikt vulnerable og svona óvarin, allt í lagi, þú veist. Já, þetta er svona, þetta er kannski, þetta er svona típur sko. Þetta er svona sikkur endin á spektruminu og á predator-hegðun kannski. Og gleymum ekki einu því að ég fæ ekki nóg að því að shama OnlyFans simpa. Mér finnst þeir bara viðbjóður. Þeir eru að ég bara skil ekki hver myndi vilja vera að borga fyrir þetta sko, ég næði ekki sko. En gleymum því ég heldur ekki að ef þú ert að subscribe á einhverja svona sem er með marga aðdáendur og svona, ég hef gert nokkra þættum undan mér þessa. Þá ertu sko komin í það, þá er mjög líklegt að þú sért að ræða við einhvern sko spólgraðan, ógeðslegan indverja sem er á baku spjalliðinar því að það eru eiginlega allar stóru gælnar bara í svona spjallið til Indlands. En er þetta samt ekki, þú veist þetta var svo mikið umræðinni, er þetta ekki verið miklu minna? Var þetta ekki bara eitthvað svona trend sem var fyrir ég veit ekki, 4-5 árum eða eitthvað. Já, þetta er ekkert fyrir svona vinsælt lengur. Sko, þetta er orðið öðruvís. Ég fylgist óbóðslega vel með því að, eins og segi, segir okkur það? Þetta var ákveðin rannsóknarvinna sem hann bara séð sig knúandi að ráðast í. Nei, sko, nú er þetta orðið þannig fyrir konur að meðallaun á OnlyFans fyrir stelpur eru í kringum 15 skall á mánuði.
Þannig getur ímyndaðir, það kannski ein sem með 4-5 milljónir, hvað þarftu margar að vinna launalaust spáði höfnunni að þú ert að heyrðu, ég er á OnlyFans hérna að sjá í bílun á mér og það er allir bara nei takk. Feild OnlyFans þarna er fyrir eitthvað glata dæmi sko. Það er í alvörunni botnin, er það ekki? Þú tekur myndir að putta í raskatið og hendur í það á netið og fólk er bara nei takk, ég er bara góður sko. Það er fyrir allt sko, hann inni. Ef þú ert, einlega ekki samt. Ef þú ert nógu feitur eða eitthvað svo. Gerið ykkur grein fyrir því að þetta var númer 2 á listanum yfir það hvað breskar skólastelpur ætluðu að vinna þið þegar það voru búin í skólanum. Hvenær? Fyrir 3 árum. Í alvörunni? Já, það var alltaf bara fyrir OnlyFans. Er þetta ekki bara svona svipað eins og með þess að ungu stráka í dag sem að halda allir sé að fara að vera ríkir og kryptó? Öruglega, jú, þetta er bara hvenna svoleiðis dæmi. Það er bara komið svo mikið samkeppni að þetta er bara orðið, þetta er ekki orðið áður en COVID byrjaði, þá voru eins og Edda sagði, það voru bara eitthvað 3 og það voru að mókin peningum sko. En svo bara fóru að koma samkeppni, þú ert bara fresh meat í smá tíma, þá ert að fara að ganga lengra, hún sagði ég setti mig mörg og eins og allar, ég hef búin að tala þetta meira segja löngu áður en að ég fekk hann svo í viðtal til að staðfesta, svo allar sem að gera í kjölfarið, þú færi mörkin, þú byrjar að verða grófar og endanum ertu bara komin. Það er sama rannsóknir sem hafa gerðar á þessu, það er sama tráma sem er skilið eftir þetta og bara full on vændi. Þú ert bara eitthvað fucking kjötstykki sko. Og svo er bara, þetta er svo valdablandi. Þú ert að gera þig að einhverju hóru sem bara verður algjörlega niðurbrotin eftir þetta. Og það á að vera valdablandi. En þetta var líka bara selt alveg grimt á þessum vók skýta miðlum, á þessum hórum sem voru að reyna að taka mig niður sko. Þeir eru búin að vera bara að ginna eitthvað svona ungar stelpur í eitthvað svona stafrænt vændi og eru svo bara eitthvað að ráðast á mig og því að ég að segja eitthvað sem bara sagði eitthvað næstum því sko. Þeir eru búin að vera að fucking lokka eitthvað ungar stelpur í að fara og fucking selja sig á internetinu og eru svo að fucking benda fingri á mig sko. Þeir eru bara lítið ykkur fucking nær, ógeðslegu blaða hórurnar ykkar. Þeir eru bara fucking hræstnarar og ógið. Það er bara þannig. Já, meina, þú ert náttúrulega, hvað ert að gera annan að lokka þegar þú ert að færa fréttir að því, hvað þetta er ógeðslega mikli peningar í. Bara svona glansmynda fréttir, þetta var bara alveg stanslaust í ykkur ár. Fucking lítið ykkur nær. Svo komu ég man að þeir komu Manuela og hvað heitir hún, ég held Katrín þetta, í byrjun voru eitthvað gaggrína þetta, Manuela sagði eitthvað, já, svo þetta bara heldur að sé eitthvað spennandi og valdefnilegt að vera að ríða fyrir pening. Og það var ráðið svo hana, hún þurfti að gjöra svo vel að mæta hnjánum grenjandi að biðjast afsökunar. Ég náði aldrei þessu einmitt. Það var hvernig fólk fékk sig í það að koma alltaf á hnjánum eins og nauðbeygðir aumingjar og biðjast afsökunar á alls konar hlutum sem var bara mjög augljóslega þeirra skoðun sko. Og fyrir þessum síkópötum sko. Já, fyrir einhverju svona liði, fyrir kannski einhverjum hópi af ófríðum, ljótum, feitum konum sem voru brókslega bitrar. Og ofta en ekki nær er afsökunarbeðin ekki nógu góð að þeirra mati. Nei, að því að sko, ekki einlæg og ekki nógu góð. Ef þú baðst afsökunar, þá var fyrst keyrt í þig og þá var bara ok, hann er búin að viðurkenna þetta, nú getum við, eða þú veist, hún er búin að viðurkenna, nú getum við eyðilagt hana, eða þú veist, það var aldrei einhver fyrirgefning, það var ekkert svoleiðis, sko. Svo þegar það kom í ljós að þær hafði verið að segja ósatt, að þær voru að ljúga, eða það var búið að blása eitthvað upp, eitthvað, eins og hefur komið í ljós að stór hluti af þessum ásökunum og öðru var sem að voru að keyra upp, sko. Engin ábyrgð. Og enginn hefur stíðið fram og viðurkennt við gengum og langt við höfum kannski ekkert að gera þetta, þú veist, við höfum aldrei fengið að sjá það í einum Stiffarinn er að senda kveðju til okkar. Takk fyrir það. Við höfum aldrei fengið að sjá neitt hópaðna, engan sína auðmýkt, engan taka ábyrgð á því að það hafi gengið á langt, engan, þú veist, heyrðu, já, við hefum ekkert að gera þetta. Þetta liðir aldrei. Allt og fokkin hrókafullt, sko. Hvenær fáum við að sjá þann dag? Hvenær haldið að gerist? Haldið að gerist einhvern tímann? Það, ég veist sko. Mér langar að snúið aðeins við núna. Nú erum við að sjá annan svona epidemic sem er búin að vera bara byrjaði fyrir kannski 1,5 ári síðan og ég hef líka búin að fylgjast mjög vel hvernig þetta er búið að þróast. Í þessu tilfelli var til dæmis verið nýlega verið að borga streamer $100 milljónir fyrir að auglýsa, hann þarf að vera fulla vinnuviku á að spila online á kasínó á streaminu sinu. Hann er Aiden Ross, ég veit ekki hvort einhver er að fylgjast með honum. En ég er ekki að fylgjast með veit hvað það er. Hann var nýlega að landa einhverju samningi við eitthvað kasínó og þetta er, þú veist, að sjá að það er þessar auglýsingar fyrir þessi veðmála sem er verið að veita ungum aðilum aðganga þessu. Ég vil ekki banna þetta, en erum við ekki komnir á svolítið siðlausa braut þar sem að menn er að auglýsa þetta svona grimt eða? Hvar eru þið þar?
Ég þar að mér finnst að lyfjafyrirtæki og lyf, áfengi, veðmál þetta væri alltaf lagt, það mætti samt ekki auglýsa það. Já, ég alveg sammála sko, ég held líka við sem erum andarsæm, við höfum bara að vita að ef við þiggjum svona pening að það kemur alltaf í baki á okkur, en ég er ekkert að setja mig á háan hest sko, ef að myndi kannski eitthvað betting fyrirtæki bjóða mér eitthvað pening sem finnst kannski ólíklegt, en ég myndi alveg 100% þykja spons sko. Já, en þú veist, það er ákveð og þú veist, og þetta hefur hræðileg áhrif á samfélagið og mér finnst þetta, ég var okkur bara daginn í bæ og var að horfa á leik Liverpool Man United og það kom svona í hálfleik kom eitthvað svona, eitthvað betting fyrirtæki eitthvað svona gaur, eitthvað svona tala eitthvað svona og ég hugsaði bara eitthvað svona, ég er þarna pínu að sjá hnignun samfélagsins þetta var bara eitthvað svona mér langar að grípa aðeins hérna að því að þú veist að tala um þetta áðan með hvernig hnignun samfélagsins hefur orðið og þegar menn, að því ég var nú eins og rannsakafík ég var ekki og ætlaði að skrifa aðeins þá dóttorsríkjur á sín tíma að mér finnst svolítið áhugavert einhvern veginn hvernig menn hafa hvernig þetta helst í hendur við hnignun þá veist það voru gerðar rannsóknir með rottur sem það fengu annars að kókain í vatni sitt eða heroín og þær voru í búrum og þröngum búrum og gáttu valið milli venjulegs eða með þú veist einhverju svona ávanabindandi efni og ef þær gáttu ekki gert neitt og gáttu ekki verið í samskiptum voru í rauninni einangrun tilgangsleysi já akkurat, þá fóru þeir að nota heroínu og kókainið og notuðu það þangur til að þeir dóu. Ef að hins vegar þá gerða hann svona rat park og það með fullt af rottum eða músum eða hvað það var og þetta eru social dýr bauð upp á sömu efni þá voru þið ekki að nota þau. Og þetta er nefnilega svolítið áhugavert í því samhengi að þú veist hvað ætlum við að leyfa að banna að því að þú veist, kannski þyrftu ekki einu svona að pæla í því, að því að kannski myndi einu svona ekki borga sér fyrir þessi fyrirtæki ef við myndum ná að búa til þannig tilgang og þú veist þannig samfélag að það myndi ekki mega sens. Já, mér fannst, þú veist, ég er ekki að segja ég hafi uppskriftað því, mér finnst allavega ágætt að pæla í því. Og ég er ekki að setja mig í eitthvað dómarasæti, mér fannst þetta bara vera eitthvað svona blasa við, bara eitthvað svona, hvað þetta er eitthvað, mér fannst þetta bara pínu sorglegt, eitthvað svona. Ég horfi ekki mikið á fótbolta en þetta er svona hnignun samfélagsins menn að horfa á aðra að spila íþróttir og drekka bjór sko. Ég sko máli bara að spila fíkn er einhver versta fíknin sko. Mjög erfið, já. Ég held að hún sé bara með hæðsta suicide-rate bara matsi bara sé jafnvel hærra en trans sko. Ég er ekki að segja transfíkn en bara trans-suicide og með hærra hjá spilafíklum og þetta bara gjörsanlega rústar lífunu hjá fólki sko. Þannig að vera, þú veist, auðvitað og svo margir sem geta spila sér til gamans, skilur, og er ekki, þú veist, saman með áfengi, saman með gras, veit ég hvort eitthvað getur, þú veist, nota kókain. Eitthvað tíma. Ég held að það sé rosa erfitt, sko. Þannig að þá finnst mér bara tæft, sko, að vera, þú veist, að auglýsa þetta. Og hérna, maður þekkir náttúrulega þú sér hvað það eru margir bara á Íslandi orðið að auglýsa og ég ætla ekki að vera þú veist, þetta er greinlega góð business ég þekki alveg marga sem er að gera þetta ég er ekki að, þú veist, ég vil ekki að dæma það mér finnst þetta bara ekki rétt að gera mér finnst ég er alveg sama þótt að einhver áhrifavaldur sem er eitthvað spons ég er nú alveg að tala um að þetta sé bara í auglýsingum í sjónvarpi og eitthvað svona sko en áhrifavaldinir eru þeir sem að ná til svo rosalega marga sérstaklega þeir eru að tala um þessa gæja mér finnst það allt og mikill réttur En þeir eru út að tala um það til dæmis, nú er til dæmis, við erum með eins og gæja, Aiden Ross, þeir borga $100 milljónir. $100 milljónir, það þýðir bara eitt, hann er að koma inn með meiri pening heldur en... Hann er með svo mikið áhorf þessi gauður að það er ekki eðlilegt. Spáðið þá í því. Julius Evola talar um að við erum bara að ræta tiger, sko, það er hnignun í gangi í samfélaginu og við annarkvort sættum okkur við það eða ekki, skilur, við getum líka bara að reynda að ræta það, sko, og þú veist, og það meikar alveg sens fyrir mér, sko, að menn... Hvað áttu við þegar þú segir með því að ræta? Að ræta tiger, að það er ákveðin hnignun í gangi í samfélaginu og hann talaði um þetta, þetta var á fyrir part 20. aldar og við getum annarkvort bara reynt að nýta okkur þetta ástand, skilur, eða bara flotið með því, skilur, eða bara verið í hnignuninni, skilur, og hann er svona andarsmaður og svona esoterískur, svona öfgahæri þingar eitthvað, sko, og öfgahæri, já, ég veit, nei, þú veist,
og þú veist, og hans pæling bara, þú veist, við verðum samt bara einhvern veginn að nýta okkur þetta ástand, skilur við erum í þessu ástandi, við getum reynt að laga og reynum að laga, en við þurfum líka að læra hvernig við getum kapitalæsað á það. Já. Og það meikar alveg sens út frá einhverju svona, sko, og þessi gaurar eru ekki að valda einhverju sýkt, skilur, þeir eru að kapitalæsa á henni, en þeir eru ekki að valda henni. Það það sem ég að segja, sko. En sko, ég held, sko, ég alveg sammála, þess vegna finnst mér alltaf eitthvað svona áhrifavaldar sem eitthvað spons og eitthvað svona dæmi, en mér bara svona auglýsingar í sjónvarpi, að því þú velur, sko, ef eitthvað áhrifavaldur alltaf að tala veðmál og eitthvað svona, þá horfur bara ekkert á þann áhrifavald, þá ert ekki að follow hann og eitthvað svona, eða stuða þig. Meira svona að þú ert bara að keyra í umfyrir og það bara eitthvað svona, þú veist, auglýsing bara, þú veist, spilaðu, þú veist, eða drektu áfengi, fáðu kókain, þú veist, það er svo fyrir mér, fáðu kókain. Já, ég meina, sykur. Hvað var kallin í mútu með það? Sykur, já, nei, ég er búin að vera smá COVID. En sykur er rosalega skalur. Þú veist, of mikið magna sykri, sko. Og hann er allstaðar, skilurðu. Og hann drepur, held ég, fleiri en... Mjög marga, í ofneyslu. Já, og bara, þú veist, sjúkdómar og kvillar sem fylgja því og eitthvað svona og bara offita og alls konar dæmi út af sykri þú veist, það er löglegt skilurðu. Já, hann svona snardrepuð ekki sko. Nei, ég veit það, snardrepuð ekki skilurðu. Þetta er svona subtul hlutir þú veist, tilgangsleysi það er líka svona þú veist. Þú verður að medikata það einhvern veginn. Já. En ég meina, ég er ósámála með þessir áhrifalda sem ég ekki að valda því að menn sé að leita í þetta. Þeir eru ráðnir í vinnu við að spila þarna. Þeir eru ráðnir í vinnu til að segja og þetta, þú veist, aðal target audience, bara hópurinn sem þeir eru að reyna að ná til, eru 18 til 24 ára gamli strákar. Já. Og þarna eru þeir að spila, sko, við erum að tala sko, 7-8 tíma á dag sem hann þarf að uppfylla þarna með þessum samning, sko. Og hann er hérna bara, vá, ég er að vinna, hann er ekki eins og að spila fyrir sína peninga og ofan allt annað. Og fær borga fyrir að gera það. Borga fyrir þetta, þú veist, þetta og fær líka borga fyrir alla sem eru views. Já. Að þessi gaur er moldríkur. Hann er moldríkur þessi gæði, sko. Ég er bara, sko, ég er samt þar, við getum ekki endilega að banna þetta, en alveg sem með svona OnlyFans dæmið og þetta, ég er bara þar við eigum að ráðast á það að menn vilji kaupa þetta. Við erum hægt að bara glorifæja þessa hluti. Já, ég er sammálað. OnlyFans, þá hægt að glorifæja þetta, þá að vera bjóða bara eitthvað bitastæðara í staðinn. Mér finnst bara best. Skilurðu mig? Já, og seima þetta bara. Ég er bara besta mynd sem ég sé að það er þegar pappin og strákurinn sitja þannig bara einn daginn sonur minn, þá verður þú að kallmanni. Já, ég er 35. Þú ert að horfa á OnlyFans. Hefjum augu okkar upp til himnana, segi ég. Nú erum við búin að vera kvartar rosalega mikið yfir hvernig fjölmiðlar hafa fjallað þetta og það kannski er allt í lagi að velta upp eðli fjölmiðla og hvernig fjölmiðlar hafa þróast. Ég meina, fyrir 20 árum síðan voru fjölmiðlar allt öðru sig heldur en er í dag. Segja fréttir. Já, en þá líka í dag eru fjölmiðlar að selja þig af því að þeir selja auglýsingar til einhver aðila og það eru einhver aðila sem að eiga þau og þú veist, og þeir eru basically að selja þig af því að þú ert að nota fjölmiðlinn og það er verið að mata þig að einhverjum upplýsingum og þá er þetta stjórnaður og mótaður og svo framvegis og hverju stýra svo hvað er sagt í fjölmiðlunum? Jú, auglýsendur, en þess að ef að fjölmiðlinn segir eitthvað sem að þeim hendar ekki þá draga peningast tilbaka. Þú veist, þannig að ég held að eðli fjölmiðla þurfa að breytast þannig í að hann sko þjónusti í rauninni þá sem að er að nota á og eina leiðin til þess að gera það er að þú farir að kaupa áskrift eða eitthvað svoleiðis og þú farir að borga fyrir þá þjónustu sem við verið að veita en sért ekki að fá hana frýtt vegna þess að sko þú færið ekkert frýtt í rauninni, þú veist það er fólk að vinna þarna og þetta er bara það sem við erum búin að vera að sjá og þannig að þeir eru að selja klikk. Nei, ef það er einhver pía með, þú veist, flottan ras og stór brjóst að sína sig einhver staðar og ef það fara úr stað mikla athygli einhver sé að breyta sér í strák eða stelpu og ég menn, af hverju ekki reyna að selja það svolítið, af hverju ekki reyna að vera kapitalæs og klikkum, af hverju ekki reyna að selja einhver umdelda veðmálasíður, þú skilur, þú veist, þetta eru klikk. Mér langar að koma inn akkurat það svo að segja, Ingimar, þið voruð með umfjöllun, það sem að þið voruð að benda á, voruð það ekki annars þið, þú og Frosti, það sem að Gísli Martin var að segja. Jú, þetta var raun að Snorri var að segja Frosta, hann að
RÚV sé rosa mikilvægt til að stemma stigum við Gísli Martin sagði by the way. Já, ég veit alveg nákvæmlega hvað er að tala sko. Og hann er basically að segja RÚV til þess að miðflokkurinn fá ekki meira fylgi. Það er basically það sem hann að segja. Skattgreiðendur eiga að borga þeim laun fyrir að vera í pólitískum erindagjörðum fyrir þröngan part kjósenda. Basically, Simmi er að borga pening til að láta RÚV minka fylgið á miðflokkunum. Og hann er líka með hinamiðlana móti sér. Þannig að Gísli Martin sér hlutverk RÚV til að berjast á móti ákveðinni tegund umræðu. En þetta hann mætti að hafa verið rekinn á staðnum fyrir að segja þetta. Sjálfsammála. En veitu hvað, þetta 100% aldrei vafa. Að því Ríkisútvarpið á bara að vera algjörlega hlutlaust. En strákar, það er svo langt frá því að vera. Þetta er gott. Þetta er mjög gott fyrir okkar málstað, við sem erum förlandsvinir, af því að fjölmiðlarnir eru að afhjúpa sig. Alveg bara stórkostlega og sérstaklega hafa gert það undanfæru. Ég er ekki að tala bara mitt mál, þetta er líka bara RÚV þarna og bæði Vísir og MBL undanfærið. Þetta er bara sem algjöru bullshit miðlar og það sem er gerast, er bara sama gerist í Bandaríkjunum, er að augu fólks mun fara frá þessum miðlum og yfir á aðra óritstýrða, ómiðstýrða miðla eins og bara yfir á X, yfir á bara Tucker Carlson er stórkostlegt dæmi þetta og þessir miðlar, þessir gömlu miðlar munu fara aftur meira bara í eitthvað svo hlutverk sem er bara að segja fréttir bíða fyrir utan stjórnarráðið. Líka svo ótrúlega vel, svo ólýðræðislegir þeir raunverulega eru bak við tjöldin. Já, þetta er bara authoritarian. Þetta eru ótrúlega opinberandi ummæli og mér finnst að við ættum að blasta þeim allstar en að við verðum actually sagt þetta. Hann er, að því þú veist, það er ekkert þetta að skilja þetta á neitt annan hátt þegar maður sé að tala miðflokkin. Já, það þurfa að berjast, RÚV þurfa að berjast gegn þessum gildum. RÚV er alltaf að ýja því að miðflokkurinn sé að leita til fjárhægri hugmynda og bla bla bla. Þeir eru bara, þú veist. En veitu hvað, ég fekk mjög áhugaverða bara, ég fekk þetta bara í bílnum með nonna áðan, ég var að pæla í því að því að það var öll þessi umræða mín mál á heimildinni, MBL og Vísi, svo hugsaði bara ekki orð á RÚV og málið er að RÚV, þó að ég sé ósamála þegar narratífinu sem RÚV gefur, er að RÚV getur ekki farið bara í að ljúga eins og þessi miðlar. Skilur, þeir geta ekki farið, þeir geta ekki, ég hafa gert það, en það er miklu erfæra fyrir að þeir eru ríkistarfsmenn og það er bara miklu meiri ábyrgð. Eldurinn með bókstaflega með skaðabótamál fyrir svoleiðis. Þeir geta ekki farið bara og sagt að ég hafi sagt eitthvað sem ég sagði ekki. En það ætti bara að vera já, en þeir geta ekki sagt að ég eins og Vísir laug sagði að ég hef sagt hluti sem ég sagði ekki. Já, sagði að þú hafi gengist við að vera rasisti svo þú hafi ekki gengist við. Og ég held að RÚV, þú veist, þeir eru bara með aðeins strengri ramma þarna og þess vegna, að því ég meina þetta er á kvöldfréttum og sín skilur og það er bara búin til svona legarnarratífa. Ég held að þeir hafi bara ekki, það sé ástæðan fyrir því að þeir hafi ekki tekið upp. Ég er ekki viss að þetta sé rétt hjá þér. Ég hef bara mjög oft séð á, þú veist, fara óbóðslega frjálslega með sannleikann svo ekki sé dýpra, í orðuna tíkið. Já, þú veist, bara fullt að dóti. En það var meira í því sem var ekki sagt. Lígin hjá RÚV er í því sem er ekki sagt. Ekki endilega. Það er ljúa upp á eitthvað sem einhver hafi sagt eða gert. Nei. Það er að sanna þetta. Þeir náttúrulega lög upp á eld og við kenndu það. Þeir sögðu að hann hefði farið inn í skóla og verið að mynda börn í óleifi. Já, hvað með skipstjóran hann sem var eitra fyrir, það er alls konar svo mál. En ég er að velta fyrir mér svona hvað hafi verið í þínu tilfelli. Kannski bara mögulega að þú veist, þeir ekki vilja fá mikið meira athygli hana. Þetta var náttúrulega svolítið runnið út í sandinn, sko. Er munurinn, nei, ég bara veltaði fyrir mér, er munurinn á fréttamati hjá til þess bara sín og RÚV það mikill að eitthvað sem kemst í aðal fréttatíma sínar kemst ekki einu sinni inn á bara RÚV vefin. Já, kannski að haldið þetta væri nóg. Það er rosa mikill munur á fréttamati hjá þessum tveimur miðlum. Já, greinilega. En talandi RÚV, ef ég væri einráður í einn dag hérna á Íslandi, þá væri eitt af verkunum mínum væri bara að loka því batteri alveg. Við eigum bara ekki að vera með ríkisfjölmiðil. Myndirðu leggja niður kynjafræði-deildina í HÍ líka? Nei. Nei, okkur ekki. Bara, þú veist, ef fólk vil heiða tímanu sem við kynjafræði. Bara hægt að ráða í ykkur ríkistörf. En ég myndi bara fækka vinnum hjá ríkinu sem myndi ekki gera það lengur aðlaðandi að vera kynjafræðingur.
brenna bækurnar. Mér finnst það pæling sko, en Ég hef ekki kynnt mér, ég er ekki ég bara stiði ekki þegar með þess að kenna eitthvað sem vísindi sem er ekki vísindalega aðferðafræði sko. Ég ætla að segja bara, ég er ekki búin að stúdera kynjafræði eitthvað frá A til Ö, en þú veist, það sem ég hef heyrt koma upp úr kynjafræði bara hljómar eins og total nonsense, skilurðu? Að stórum hluta. Já, en þú veist, ef fólk vil eyða peningur sinum að læra það, en það á ekki að diktata öllu í skólanum. Ég ætla að skella Ég er bara komið kommentin bara eftir augnablik eða bara núna þeir Þetta er bara núna maður. Ég ætla að byrja á einu mjög mikilvægum það er frá meistaranum okkar en Rúnari Gerhard Ragnarsson algjörkongur, hann tekur ég sá hann pumpa 120 í bekk á Insta bara einhverja 15 reps bara að drekka vatn Rúnar Gerhard okkar maður þetta er svolítið mikilvægt sem að við erum að fara að lesa hérna hann segir, ættu frekar að beina þessari orku í crossferðstrákar bara eins og í gamla daga Málið er að eins og ég hef alltaf litið á þetta við erum ekki crossfararnir við erum þeir sem að vekja fólk til lífsins fattar þið hvað ég meina? Við erum ekki þeir sem eru að fara að gera einhverja breytingar við erum ekki að fara að breyta neinu sjálfir en nema þú veist kannski við förum eitthvað ennþá lengra en akkurat núna þá er það okkar hlutir það er að vekja fólk til umhugsunar það sem er í gangi til vakningar Mín pólitíska hugmyndafræði snýst bara það að færa nálina að færa nálina í opinberu umræðu lengra og það held ég að bara hafi gengið mjög vel sko. En svo er annað Ég er svolítið á svipum stað og Sverri með þetta sko. Mér finnst að það þurfi við erum kannski ekki endilega sammála allt en við erum kannski sammála það hins vegar að það þurfa að vera í lagi að tala hluti og það þarf að vera í lagi að ræða hluti og ég er alveg sammála það eru bara frá því að við byrjum með podcastið þá er fólk alveg fengið að sjá það að það er hægt að tala hluti á þess að það gerist neitt en sko það er ákveðin rammi sem að hægrið nálina eins og þú kallaði það sko það er ákveðin rammi sem að hægrið á Íslandi þorir að fara og ég er alltaf bara að segja farið lengra og rammin er settur af vinstumönnum skilur bara Sverrir er ísbrjóturinn mitt eina markmið í lífinu núna er bara að færa hann að ramma lengra bara sama hvernig ég get ef við tökum þetta bara sem myndlingu þá erum við sko ekki snjóflóðið. Við erum litli snjóboltinn sem að kemur í kannski stað, fattar við? Akkurat, já. Bara þannig lít ég á þetta. Ég er bara lítið á þetta. Ég er ekki að fara að breyta neinu sjálfur. En ef maður vekur aðila til það er þeir sem að breyta hlutunum. Þú veist, bara fjöldin. En hér er ein mjög mikilvæg spurning til gestur okkar. Getur Ingimar útskýrt fyrir restina á okkur hvernig við höslum topp 1000 kettlur? Nældi sér í eina heitustu píum landsins. Kjellin. Hún alltaf stelpum landsins. Hún alltaf sér mjög illa sko. Og hún var ekki með gleraugun því ég hitt hana fyrst sko. Þannig að ég held að það hafi verið það var Guð sem Guð er góður. Það er greinilega góður við suma. En er það þá þannig að því þú varst svo fyndin ég sá einhver tímann sko ástæða fyrir svona fyndnir gæjar ná svo vel til stelpna það er þegar þú hlærð þá ertu með augun lokuð Já, ég gaf henni bara aldrei tíma til að opna augun sko. Ég reytir að þið brandarinn og hótt á stansu þá getur þú laumaði tungun upp í hana Við áttum 2 ára brúðgumsafmæli bara fyrir 3 dögum Ég er ennþá að spyrja mig nákvæmlega þessa spurningu sko. Þannig að þú hefur ekkert til að gefa Ég er ekkert með eitthvað töfra trikk sko. Bara réttur maður á réttum stað Ok, lögin verða að endurspegla réttar tilfinningu þjóðarinnar og ég er ekki viss að lögleiðing fíkniefna og vændis geri það. Myndi senda röng skilaboð til samfélagsins, já, ok. Banna fóstureyðingar. Ég er bara ekki viss að það sé rétt hjá þessum aðla, en Nei, þetta er bara kannski er það. Þetta er alveg ákveðin vinkill og þetta er vinkill sem er að halda því niðri að þetta verði gert, skilur við, og ég er bara ósammála þessu mjög. Við erum með 108 manns bæði við hérna. Pólland er hratt að nálgast okkur, vantar ungt fólk sem flutti allt til Þýskalands og er nú að gefa út 100.000 námsleiða til Afríku Indlands ári. Katastrófa fyrir 36 milljóna land. Já, ok. Já, en sko, Pólland er að gera hluti, breyta lögum til að stemma á móti þessu að bara hafa, hvetja fólk til að eignast börn. Skilur og fjölskyldu og við lifa þannig lífi. Ég held að sem 100% þetta er sammála þetta, en ég minna, þú veist, til þess að það gangi að þá þarf að vera, þú veist, eitthvað eðlilegt efnahagslíf hérna og það, þú veist, ég meina, hvað finnst þér um það? Hvað finnst þér um þessar, já, ég kalla það valkyrjur, þú veist, og hún sé daufblind og yfirþyngt. Ég náttúrulega fíla ekki, ég kaus engan að þessu flokk. Sjokker, orðaða hannig. Og en ég er að segja það, mér finnst Kristrún mjög flott og
Útlitslega þá sem stjórnmálum Nei, bara manneskja, skilur þú veist, hún skýr, hún skemmtileg og þú veist, en þetta náttúrulega bara, þetta bara finnst þér hún vera að standa við hlutina sem hún lofaði? Hún það náttúrulega ekki, skilur hún náttúrulega var með sleggjuna og náttúrulega að slá niður negla niður vextina og tók hamarinn að spjalla og hendunum og baði sleggjuna og þú veist Ég held líka vandamáli sé rosalega mikið að þú fær að spila, þú veist að fylgja einhverjum reglum leikreglum, þú veist, kerfið þarna bara kjössalega rotið, skilur Það að verja sjálft sig Já, þú fer bara inn í þetta þú veist, þetta Sigmundur Davíð sagði það bæði við hann sagði erfiðasti andstæðingurinn í pólitík væri kerfi Já, af því það fara bara allir í hérna þú veist, pólitíkaleik, skilur og fræntikli og koma sínu fyrir og nú ég bara komin á annars stað, ég á góðu launum og bara eitthvað svona, okkur að ég vera rugga bátnum eitthvað svona, þú veist, þess að segja ég kalla eftir bara einhverjum Trump-esk náunga eða konu, máli að kona I don't give a fuck, skilur sem bara ég held helst svört kona, það væri best sko. Ég held að þetta sé ekkit rosalega góð strategía að lofa alls konar hlutum og standa ekki við þá. Nei, sko, ef við horfum aðeins á hvernig Katrínu Jakobsdóttur gekk með það, þá þurrkaðist nú flokkurinn hennar út af þingi. Pírata gera það líka. Svona getum við bara lengi haldið áfram. Það ákveðin stefna, græningi stefna og fleira sem að, þú veist, flottamanna stefna sem hefur bara ekki haldið vatni. Nei. Ég held að þetta sé ekki neitt rosalega heppilegt hjá Kristrúnu. Mér finnst hún actually að mörgu leyti, þú veist, hún við flott að mörgu leyti og hún tók þessa kostningabaráttu, hún jarða hana. Hún flottur leiðtogi, skilur svona, þú veist, hvernig hún talar, kemur fram Akkurat, og hún bráðgáð, skilur En ég, veistu það, ég var allan tíman sannfærður það, alveg sama hvað hún sagðist alltaf að auka mikið þú veist, orkuframleiðslu á Íslandi, maður veist að þetta tómt bull, af því að til þess að gera það sem hún ætlaði að gera þurfti hún 7 Kárahnjúkavirkjanir sem var aldrei að fara að gerast og maður vissi það að hún myndi alltaf keyra inn í Evrópusambandið, maður var 100% á því, þú veist, og það aldrei aukatriði, það aðalatriði, ég var alltaf samfærður það. Ég var akkurat samfærður, sko, við vorum einmitt að tala þetta, mér fannst aldrei á henni að hún var eitthvað svona rosa, þú veist, hún náði allavega, hún náði að blekja fólkið, þú veist, það var augljóst að maður sá að Þorgerður var að leina því, skilurðu, ekki, þú veist, að segja nákvæmlega sem hún vildi segja með Evrópusambandi til að rukka ekki bátnum, skilur. Mér persónulega fannst hún vera, þú veist, ég uppleiði þetta öðru sig og þú veist, kannski var ég bara ímyndað mér það, en hérna, en þannig hefur þetta komið út og hérna, og maður veldi yfir sér, þú veist, hvað að gerast eins og með efnahagsmál, ég meina, þú veist, byggingariðnaðurinn stendur hrikalega, fólk getur ekki keypt sér íbúðir, það þú veist, núna var einhver dómar að falla og þú veist, þetta bara orðið vonlaust líka við. Íbúðir fárlega dýrar og það fylgir bara hálft bílastæði með þeim, mann bara svona... Já, og byrjið í óbyggðum og átt að taka strætó sem gengur ekki ánga, þetta meikar ekkert sens, sko, þú veist, og það einhvern veginn, það vantar bara einhvern veginn svona, eins og var að tala bara svona basic common fucking sense bara, hei það þurfa að vera bílastæði með íbúðum, ok, ekki hennar ákvörðun, jú, ok, hún gæti sett lögum það, þú veist, frambóð og lóðum eitt, en það ekki hægt að eyða endalaust peningum hjá ríkinu, það skapar verðbólgu og það eins og bara fólk sjá ekki tenginguna, það það eina sem að skapa nánast. Við verðum samt að horfa á, við megum ekki endalaust líta fram hjá því hvort sem menn eru frjálshyggjumenn eða ekki, það þessir ógeðslu predatorur á markanum sem eru leigufélög og fjárfestar. Nú ætla ég að fara því, útfræðslu þú ert að segja, þú veist, öll þessi, þú veist, sko, bankanir á Íslandi, þetta verndaði vinnustaður. Ég veit að hann verður ekki samanlega með mér. Ég óurinn nummer 1, 2 og 3. Bara einn af þeim, já, algjörlega. Ég ætla bara að segja eins og skilur, þú veist, og þeir eru að gera það kleift að eða verður þjóðaratkvæðagreiðsla undir ESB, að þá mun fólk kjósa, já. Og það þú veist, út að það opnast fyrir hvað þeir eru búin að halda okkur í gíslingu. Heldur þau séu að kúka núna fasteignamarkaðinn viljandi til þess að koma okkur í Evrópusambandið. Já, ég bara alveg sammálaði, 100%. Það er verið að keyra, það er verið að keyra efnaðinn hérna í köku vegna þess að það verið og keyra vextina upp til þess að segja, þeir eru ekki gert að verðum að fá evrið með eitthvað svona. Ef þú ert banki núna, skilju, þá, en svo skilja samt ekki eitt í því dæmi, okkur ef þú væri
bankakallinn, skilur fórstjórinn, framkvæmdastjórinn, eru allt stýrur núna, kemur ekkert óvart. Áfram konur. Þú vilja opna þennan marka fyrir aðra banka í Evrópu, af því þeir munu algjörlega rústa þér. Já, gleymum í vöxtum og bara lánum og öllu. Því að það eru nefnilega margir sem vitir ekki. Verður það þá í kannski ykkur undantekningu? En ekki gleyma því. Það eru margir sem vita nefnilega ekki að bankar á Íslandi vinna á verndum vinnustaf. Þeir megi ekki fá samkeppni. En það sem að gleymist alltaf í þessari umræðu. Það verður undan þá í Evrópusambandið að megi ekki koma aðri bankar en til þess að vera samþyktur inn í Evrópusambandið þarf þú að ná þessum verðbólgumarkmiðum að vera undir 2% í ákveðin tíma. Og við erum svo langt frá því og þessar konur sem að þykjast að fara þarna inn, þær virðast ekki eiga neitt séns. Það virðast bara ekki geta, þú með einhverja konu sem að vann sem hagfræðingur hjá Kviku, sem aðalhagfræðingur og hún á bara enga möguleika í að halda verðbólgunni það niðri. Ég held að þetta bara sýnir sig, þetta sé bara áfellisdómur, þessi hugmyndafræði og þessi stefna, þessar pólisíur get ekki náð niður verðbólgu og ef að þér antum húsnæðislánleiðið, ef þú vilt ná því niður, ef þú vilt borga minna, þá þetta ekki fólkið þitt. Nei, enga veginn. Evran ekki svarið. Þetta tekur áratug að fara þarna inn, það þarf að samræma alls konar dót, þetta ekki svarið. Þú ert að fara á hausinn og missa íbúðuna þína löngu árun að það getur gerst. En nú spyr ég sem algjör amatör, bara það er ástæði fyrir ég ræði almennt ekki fjármál og svona vegna þess að ég ekki, þetta ekki mitt svið. Ég bara fíbl. Af hverju íslenska krónan eitthvað svar þegar við erum búin að sjá, nú veit ég allavega 3 tilfellum að sem að íslenska krónan hefur verið bara, byrjaði 1910 minni mig, það sem hefur verið ráðist á íslensku krónuna af einhverjum aðilum sem að eiga allar sínar eða mestar sínar eignir ellendis, geymdar þar í öðrum gjaldmiðli, mæta svo, það allt bara hrynur allt, þeir mætin á svæðið með helmingin af peningunum sínum og hreinsa upp allt og tífalda. Þetta búið að gera trekk í trekk. Af hverju evran slæm? Það ekkert að leika sér svona með hana. Þetta nefnilega, það verið að gera svo mikið í því að gera evruna og Evrópusambandi heitlandi. Ég ekki að tala með Evrópusambandi, nú bara að tala með evruna. Já, en þú getur ekki slítið frá hvort öðru, en sko máli að aðal vandamáli sem hefur verið hérna verðbólga og verðbólga myndast með því að ríki eyði peningum og þegar það eyður á miklum peningum að þá þarf að borga og ef það hefur ekki peningan til þess að borga þá þarf að prenta peninga og það eykur peningamagni umferð. Og þetta bara svona svipað eins og þetta væri vodki. Og ég set, þú veist, og hann bara hérna. Skál. Og þetta virðið af peningum og þú hellir vatn út í hann þynnist. En þú átt ennþá, nú áttu bara helmingin af því sem hérna inni. Þú búin að þynna út helminga og tvöfaldar peningamagni umferð. Og það basically veldur þessari verðbólgu. Það þynningin á verðmætunum. Þessuna þarf bara, þú veist, loforðið hjá þeim sem að bjóða sig fram til að leiða íslensku þjóðuna þarf að vera, ég ætla að skera niður það sem ríkið að eyða. Og hann þarf að standa við það. Akkurat. Þá fyrst getum við byrjað að sjá þessa hluti gera og hann þarf að byrja að búa til svona hvata til að, þú veist, fólk getur keypt sér íbúð, vilji stofna fjölskyldu, vilji eignast börn. Ég veit alveg hverju ég myndi lofa. Ég myndi bara segja, heyrðu, ég að fara að tvöfalda hérna persónuafsláttinn. Já. Þú veist, tekjuskattur 1,50 af tekjum ríkissjóðs. Já. Þú veist, virðisaukaskattur bara nánast allt, hvað segir 70. Þú þarft þá að skera svona innan við 20% niður, ekki einu sinni það, kannski 10% niður að heildar útgjöldum til þess að tvöfalda persónuafsláttinn. Þú komið helviti mikið meiri ráðstöðun að tekja þannig, sko. Já. Og þú veist, ég meina, hver vill það ekki? Peningur hérna frá hægri geitinni, RÚV stærsta megin íslensk samfélags, facts, þið verið að læka þetta. Hér kemur komment sem spark í pung en blíður koss á sama tíma. Ingimar sönnum þess að alfa males þurfa ekki að vera með vöfuða. Mér líður bara illa þetta við borðið. Þetta þessna líst ég sem spark í pung en blíður koss á sama tíma. Já, ég er búin að skammast mér frá að koma inn. Færiska geitin mætt. Færiska? Þetta er svona inside humor, hann saði ekkert mann í fyrsta öðrum podcastum og Harmageddon, ég var í færiskur tæknimaður. Já. Og það haldi allir í sig frá færi. Rúver orðið djók hérna. Hefur orðið fyrir kynþáttahattri út af því? Nei. Ekki allavega. Fólk hefur ást á færiðingum. Við getum kannski breytt því. Þekkið eitthvað hvernig genamengið hvernig í færiðum, hvort að menn séu jafnaði gáðari eða vittlisar en aðrar þjóðir?
Sko ég Sérstætt áhugamál hjá mér. Ég fór nú aðeins að googla eitthvað svona því ég verða við ekki það sem þú varst að tala veit ég ekkert þannig að ég googlaði eitthvað svona þetta sko og sá hvað AI verið að segja ykkur. Ég bara segja það sem AI, sko Google AI sagði, hún sagði sko að ég spurði hefur gen áhrif á IQ? Vanda sig. Ég spurði bara og það kom ég Nú að passa þig sko. Hei. Þetta hárþunnur ís. Já. Og það var bara basically sagt Tilbúið með höndina. það var ekki það bara get ekki svaraði sko. Já. Ég ætla þó að sína þar Anna halda áfram með þetta. Ég spurði þá einu hefur sifjaspell áhrif á gen? Já. Og það var bara svarið já. Þá spurði ég næstu spurningu. Þetta islamofóbía. Já, nei, ég ekkert að tala það. Svo spurði ég, hefur sifja... Þú neitar ekki fyrir það. Hefur hérna... Sorry, ekki var. En þú veist, en svo spurði ég, hefur sifjaspill áhrif á IQ? Og það náttúrulega væntanlega já, sko. Þú veist. Þannig að þetta svona, þú veist... Ég ætla að sína þér svolítið einmitt það sem þú ert að tala um. Já. Þetta screenshot sem ég tók. Sko. Og genetic. Já, þannig að ég skal lesa upp það sem stendur hérna og ég spyr Do genetics of animals play a part on their adaptability and their adaptability? Þannig að þú veist aðrunarefni. Nei, við erum bara að vitna í það og hún segir bara já og svo fer hún rauk fyrir því og bara genetics play a central role in animal adaptability, ok? Og ég tekið aðeins lengra og spyr, þú veist, hvort að gen myndi skipta máli hvað var að sko hjarðir dýra sömu tegund. Gestur í sal. Bjóðum að velkomin. Sælir. Þannig að þú veist, það bara já, þetta, þú veist, skiptir alveg bara höfuðmáli og þú veist, og bara er einna ráðandi þáttunum. Já. Svo spyr ég sko, en ef það verður svartir og hvítir, þú veist, hvort það myndi hafa einhver áhrif þá. Já. Þá byrjar hann, that's a complex and controversial question. Já. Og þarna sést í rauninni... Hérna prógrama AI til að svara þessu. Já. Allir sem ræða þetta fá hérna... Sko, ég vil fá bakgrunn til og þú líka. En ég meina, mér finnst mjög áhugavert að spyrja til dæmis eins og gervigreind sem og biðja heimildir fyrir því til dæmis hvað górilla er með í IQ. Þetta er rasísk spurning. Ég var ekki ok. Hérna skal ég segja kallar það ekki górillur. Hér kemur enn eitt, hann borgar fyrir þessa spurningu, ég ætla að lesa næstuna strax. Ég hef drukkið fleiri bjóra í kvöld en podcastið til samans. Þetta er mjög slæmt, við erum að búast við óheflari umræðu. Hún hefur ekki verið mjög hefluð þrátt fyrir það. En ég er bara búin að edru í 8 ár sko, og ég er með svo tattúar edru-daginn minn hérna. Já. Og hérna, ég er ekki sama hversu frábær félagskapur þið eru að fara að drekka bjór bara. Nei, svo er það líka bara úrslega vandræðalegt að vera með mörg svona tattoo. Ég er orðin pínu. Það er mjög cool að vera búið exi við nokkra. Já. Það lína. Ég get endur tekið að ég sagði í byrjun, ég er í bjórnum þegar ég er með veikt barn upp á Landspítala og ég er ekki að fara að drekka honi, menn verða bara að taka því eða ekki. Vilja menn frekar að við sleppu því að við erum ekki að drekka? En þið get bara að lofa því að ég segi það sem ég er að hugsa og það sem ég finnst það er líka bjóri eða ekki. Ég er þannig líka, ég held að fólk átti sig alveg á því sko og hérna og ég reyndar var alveg pínu spenntur fyrir því að sjá Sverri í ruglinu sko en það er í vesen sko, það er oft svona en ég myndi ekki óska neinu þess að hann fari hérna aftur í villisuna sko. Ég var búinn að lofa einni umræðu að fara aftur í hana og það var skal ég segja þér genamengi tengdist lögreglustjórunum. Já, þú vildi taka það eitthvað spes fyrir og nú klukkan 10:11 þannig að það er að gera það er einmitt síðustu forvöð hérna og hérna er komment sem við fengum. Gleðilega föstudag drengir, mér langaði að koma með áskorun, ríkislögreglustjóri virðist ekki ætlur embætti eftir þessa spillingu. Ætla ég að leyfa mér að kalla þetta, byrja á því að ráða sérfræðingin í vinnu og eftir að RÚV byrja að grennslast fyrir málið stóð keik á bakvið þessar ákvarðanir, svo sér hún eftir þessum mistökum, svo er sérfræðingurinn rekinn, clusterfuck. Ég trú ekki öðrun en að viðkomandi jisk sérfræðingur sé vinkon hennar eða bókstaflega borga henni framhjá. Ef það er ekki staðan þá er hún svo óhæf að halda utan eðlilega kostnaðarliði að ég trúi því varla. Konan sem sá flutninga og að velja stíluspjöld var á lögmannstaksta. Samtrygging þessara vinstri kvenna á toppnum virðist vera verri heldur en nokkuð sem kom á undan.
Ég ætla að óska eftir því að þið strákarnir taki ykkur til, skellið í undirskriftasöfnun og komið henni frá. Þið eru með pínu plattform til að vekja athygli og svo getur skorað á áhorundur þá sem tengjast ykkur á hinum ýmsu social platforms til að dreifa undirskriftasöfnunni. Herri, ég var bara búið til núna samsæriskenningu. Já. Þetta hitjob á mig var samsæri búið til af henni til þess að því að hún veit alltaf bara eitthvað Hún að reyna, sko. já. Þetta það sem fólki hefur áhuga á sko, bara eitthvað sem ég get gert. Það er ástæðan fyrir að þú var stærri en Þetta er fabrikerað dæmi sko. Þetta svona eins og ef þú ferð í fangelsi og horfir á stærsta gaurinn og það verður að hilma yfir spillingu. Þetta finnst ykkur ekki bara mjög líklegt? Jú. Ég ætla ekki að fullir þetta, en ég ætla að segja þessi svona 95% líkur á þessu. En voru eitthvað búin að ræða þetta eitthvað? Byrjuðum á því að slögt okkur til þess að sko. Ég vildi taka þetta fyrir sérstaklega og ég var á leiðin í kommentin. Við vorum búin að taka fyrir að þú veist, þetta eru ítrekkaðar 150 og svo 160 milljónir og svo kannski svo eru verið að búa til göngustíga fyrir 900 milljónir hjá Reykjavíkurborg. Þetta er óslega mikið af peningum, þetta er svo mikið af spillingu, svo verið að byggja bragga og setja errómyndir upp í Breiðholtinu. Ekki gleyma trjánum. Trjánum hann sem hvað kostuðu? Nei, var af gras frá Danmörku. Það var hei. Það var eitthvað svo leiðis. Það er enda mjög flott hei. Já, þetta var melgresi það ekki. En þú veist, er manneski algjör kjátt. Þetta er hrókin í manneski sem telur sér stætt á að vera áfram eftir þetta klúður. Svo er manneskin ekki einu sinni ráð, hún er ráðin eftir þetta kemst upp í starf til að reyna að breiða eitthvað yfir og svo er ekki endur og svo verða og hún heldur ekki áfram í starfinu að því að þú veist bara ráð þeirra segir bara, heyrðu, stopp. Já, hún á að fara sparkið bara. Og ég þarf að finnst þetta svolítið skrítið sko. Sverri, þú ætlar að segja hún ætlar ekki að íhuga stöðu sína. Mér fannst alveg pínu fyndið að hlusta á Arnar hægri geitin. Hann setti þetta status og það stóð sko að quote ætlar ekki að íhuga stöðu sína og hann spyr famous last words. Mér fannst það heldur gott sko. Ég held að hún verður ekki reikin sko. Nei, það er ekki búið að reikana með að við allan hildan hún hafi ekki mikið þjóðfélaginu. Ég er ekki viss, ég held hún myndi byrja á því ráðherra að kalla eftir ykkur sko. Hún er búin að fara á fund og eitthvað svona það er ekki komið tal en sko, nú alltaf feministinu mér að tala. Já, við hlustum þeirra feminist að tala. Feministin í mér er mjög sterkur. Áfram konur. Já. Sammála. 160 milljónir á 5 ára tímabili, þetta er eitthvað 2,5 miljón á mánuði meðaldali. Fyrir að setja upp píluspjöld. Það eru 3 lögreglumenn á 833 skall á mánuði heildalaun í kynferðisbrotadeild lögreglu. Hvað er feminist að segja við þessari fullinningu? Við erum að klippa þetta. En þetta er bara, þú veist, í staðin eru að borga fyrir eitthvað klukkutíma símdalegur vinkonur sína, skilur þú? Það langar mig að koma með rökinans Helgar Hrafns. Þú getur bara ímyndað að ég sé með seinna nafn Hrafn. Og ég segi, já, við getum náttúrulega fjármagna það líka. Þú ert ekki að taka peninga því, sko. Þú sért að setja 150 miljónir til New York, sko. Þú veist, þarna er ég persónulega algjörlega ósamálaði. Ég vil meina það að ef að peningur fer ekki á einhvern ákveðin stað, þá getur þú notað hann annar staðar. Eðlilega. Það er frekar augljóst og það er ekki til ótakmarka magna af peningum. Já, hún svo ömuleg tímasending, svo var bara grein með henni í dag, gær, að þú veist að fjármálun hjá lögreglunni er í fokk. Já, það er búin að fara frá 2000... Búin að fara, já sko, en við erum að tala um þess að 160 miljónir í klink sko. Já, en við erum að tala um 4,12 miljardar. Arnar, samtökum skattgreiðenda tók þetta saman og reiknaði það núvirði og sýndi sko aftur ásins 2017 og 2017, 18, 19 þá eru þetta rétt rúmi 4 miljardar sem að þetta embætti er að velta. Það er komið í 27,4 núna og það byrjaði að hækka 2020 þegar þessi konan tók við. 27,4. Hvað heldur þú geti gert við þessa 23 miljard? Gleymum ekki, Helgi, það sem að þú talar um þetta sé ekki mikill peningur. Gleymum þið, hvað getur þetta... Helgi Hrafn talar um þetta sé ekki mikill peningur. Hvað getur samt svona upphæð keypt? Hún getur keypt... Það er það sem ég er að benda á. Áhrif, mútur, bara hvað sem ég vil kalla þetta. Bara 3 lögreglumenn í starfi í 5 ár. En hvað, ef að halda stoppa lögara, skilur þú? Ætlum við að... Já, ok, taktu síðan það á upphæð.
Já, og ímyndaður að það búið að þenja þetta embætti út 23 miljardar á þessum árum. Þannig að þú veist, það fer frá 4 upp í 5, upp í 6, upp í 9 minni mig og svo 13 og svo núna 27,4. Þú veist, þetta er engin eðlilegu peningur og núna er verið að fara fram á það að þetta verið útskýrt og ég er rosalega spenntur að sjá, þú veist, ég var alveg til í að sjá kvittanir. Já. En spurningin er bara þegar það forðast þetta leggið í fokkinu undirskriftasöfnun treystu á okkur, ég var að leggja það í nefnd undirskriftasöfnun bara hvað að láta rekana láta bara, hún segja á sér og nota okkar plattform til þess það er búið að vera sko það er náttúrulega búið að við hafa gert könnun á bylgjunni og hafa 96% vildulega að hún færi Er það tilvillið? Já, það er búið að vera þetta er búið að vera svo margir að tala þetta skilur. Ég held að þú þurfir að vera sko mín reynslu algjörlega heilatur ef þú sjáur ekki að þessi manneskja þarf að láta fara strax sko. Mér langar að svara þessu kommenti og mér langar að segja sko ef að eitthvað hefur verið lagt til hérna í bjórkastinu þá hefur það gerst og það hefur farið alla leið. Það hefur bara aldrei klikkað. Þannig ég ætla bara að gera ráð fyrir því að þú svo við séum ekki að sýsla í því persónulega, flestir eru frekar tölvuheftir hérna, að þá er ég nokkuð vissum að einhverju á eftir að gera þetta. Já, svona, hvað heitir ekki, það er að búa til einhver svona undirskriftalista, þar sem þú verður legit að logga rafræðin skilur. Eitthvað tengt Ísland.is sko, ég kann ekki það, en það er mjög auðvelt að gera. Ég held að sé algjörlega borin vona einhver hérna í þessum þætti gera það sko, en maður er líka upptekinn við ólíklegt að víst að þessi hugmynd er komið til skila, ég menna það er búið að vera yfir 100 manns meir og minn allan þáttinn að horfa Við erum líka uppteknir við að berjast við djöfladýrkendur bara nánast allan sólarhingin sko. Við höfum bara þarfann það er bara þannig virkja unga viðkvæma menn. Í dagins ég er aðeins að berjast við djöfladýrkendur hérna. En hérna manneskjan sem að talaði að vildi sponsa okkur í seinasta þetta, ég er búin að vera í sambandi hana og hún er tilbúin að gera það. Hún er aðalega með kvenmannsvörur en ég sagði náttúrulega við erum með og ég er svo spenntur fyrir því. Ég sagði henni það náttúrulega að meiri hlutin af okkar áhörandahópi er með konur eða einhverja svoleiðis í sínu lífi. Við getum verið að gefa hérna í lok þáttar bara jafnvel margar konur í mörgum tilfellum. Við þurfum að höfða meira kannski til kvenna eins og þetta en við komum kannski aðeins inn á áðan að það er þessi hægri feminismi sem að er svolítið rísandi og að því að þú varst að tala fjölskylduna og konaðin var nú á landsþingi og hérna henni hljótur að vera svolítið andum þessi gildi. Já, þetta. Og hérna, ég bara, alla konur sem ég þekki mér og minni eða umgengst að þær eru á sama, það er bara, þú veist, það er bara félagslegar afleiðingar. Já, það er segja að það er pínu erfitt að stíga fram, ef þú myndir koma inn á, þú veist, beauty tips eða hvað þetta heitir allt saman, að þú veist, þá er þetta anonymous comment og það er verið að ráðast að taka það líf og svo leiðist þannig að en þetta er stækkandi hópur, það er alltaf að vera fleiri og fleiri og sterkari. Stíga fram. Og þú veist, og að það er fái að vera þær, það er ákveðin krafum það að transfólk fá að vera í friði, það er ákveðin krafum það að samkynhneigðir fá að vera í friði, það er ákveðin krafum það að fólk bara alveg sama hvernig það er að hvaðan kemur fá að vera í friði, en þú mátt ekki vera svona. Já. Og mér finnst það einmitt svona vera kristallast svolítið í því að þessi feminismi er í rauninni eins og hann er orðin í dag, orðin bara skoðanakún. Já, þetta er allt. Þú veist, ekkert annað sko. Já. Og ég stiði þessar stelpur, þessar hægri feministar, það er sniðugt að vera með vörur hérna að gefa þeim til þess að kannski höfða þess til þeirra. Ég held að þeir sé ekkert feministar sko. Feminismi er bara ógeðslega gay. Skoðanakönnun er munkabúningur Sverris kynþokkafullur. 79 segja já, 21% nei. Svo er þetta munkakublar eiga ekki að vera kynþokkafullir, gúnkastið. en ég held þetta það er ekkert bara hægt, feminismi er bara fokkin eitruð og ógeðsleg hugmyndafræði, bara hendum þessu drasli bara í rusli. Ég vil meina það að þetta sé eitt af versta sem að þú veist, ég er ekki að tala fyrstu eða aðra, þú veist hvað ég meina bylgjuna, ég er að tala hvernig þetta er orðið núna að þetta er farið að eitra fyrir. Þetta er bara, snýst meira og minna bara einhverja djöfladýrkun sko. Ég myndi kannski ekki orða það þannig en ég myndi segja klárlega að hérna það er staðan alltaf ekki það sko. Já, ég er reynda búin að fá marga kvartanir undan Sverri og það er búin að senda mikið á mig að hann sé bara ekki nú grúr. Ég er ekki að djóka. Hættu að halda skoði, næst er ég sjáu einhverjum svona stelpur sem er einhverjum svona super miklu feministar og segiðu mig svo að þær séu ekki semi bara andsetnar, skilur. Þetta er bara, þær eru undir andavaldi. Svo er líka eitt í þessu að
margar að þeim, held ég, Já. þetta bara, eru ennþá þarna, þetta snúist bara að vera góður og umhyggju og kærleika og við erum, þú veist, þarna, en sjá ekki alveg, þú veist, Ég held að Djöfullinn Ég blindar held að þær. það sé partur af vandamálinu en ég held að annar partur af vandamálinu sé það að það sé að skapa vandamálinu sem það þykjast vera að leysa. Já. Það er til að mynda til þess að þessi hópur vill kannski fá ótrúlega mikið af fólki frá stöðum og menningum sem að að brjóta af sér í auknum mæli en á sama tíma þykjast að vera að draga úr glæpatíðni. Og þetta verður bara svona vítarhingur og þú veist, við erum með alveg bara fullt af svona dæmum sko. Og helst taka bara alla svona hættulega glæpamenn og hleypa þeim úr fangelsinum, sko. Það er verið að Já, kjósa það fyrirgefa þeim sko en hérna, og þetta er rosalega svona sérstakt einhvern veginn þetta samband milli þessa öfgafeminista og síðan öfgapatriarki islamista. Já. Maður skilur það ekki alveg sko. Nei, þetta er rosalega sérst og ég væri til í mér þess að leggja fyrir svona sko ef við ætlum að byrja á réttri leið að til dæmis ég væri til í að leggja þetta fyrir þessa flokka sem að vilja halda hérna innflutningi og fólki því að byrja líka það er þessi umræða, getum við mæst á miðri leið, getum við til dæmis bara algjörlega hætt að flytja inn staka kallmenn væri það byrjun? Ég hef talað fyrir þessu að, þú veist, og þessna var ég nú svona pínu mediator hérna milli Sverris og Helgarafs hérna í þættinum og maður var svona að reyna stundum að setja svona ákveðnar spurningar eða fullinningar í svona þægilegt form til þess að vera hægt að svara þeim sko, af því að sumi voru hættir reynilega að horfa á Sverrir hérna tímabili og ég hefði bara minna menn á að vera kurteis já, veist, ég var svona bara, þú veist, að reyna að halda öllum í sætunum sínum og allt þetta, en þú veist að það er þetta, þú veist, ég er sannfærður það að við sem þjóðfélag getum alveg fundið milli veg þetta, milli þess tvekja hópa, svo lengi sem að fólk er tilbúið að segja sannleikann, tilbúið að sittast niður, tilbúið að spjalla og tilbúið að leggja spilin á borðin. En mér finnst einmitt þessi hegðun sem að við höfum verið að sjá, þessi skoðanakúun, hún kemur í veg fyrir það, vera að uppnefna fólk, það skapa polariseringu og þetta er til þess fallið að skapa gjá á milli fólks en ekki til þess að samina það. Ég held að við getum náð saman ef við tölum saman. Það er samtalið. Já. Því meina við erum hann í þessu tilfelli, við erum að flytja inn 20.000 af svona ultra alvöru incels. Þú veist, gæjum sem engin vitur og spólgraðir segjast ekki vita hvað má og má ekki. Sendum þá heim. Ég meina, er það ekki nokkuð vel, þú veist, rétt með því að ef þú notar ólíkir menningarheimar sem afsökun fyrir slæmri hegðun, þá getur þú alveg sagt bara, heyrðu, afi minn hatar konur. Ég hata konur, þú veist, berðu virðingu fyrir því. Sendum þá heim. Ég kem bara annari menningu. Ég kom frá, þú veist, heimsending. Það sem að bara bera virðingu fyrir, þetta er ólík menning. Burt með þá. Rugglaðasta myndin af þessu, þessari þversögn hjá þeim er Uraníkain. Já. Það geta lagað hann. Nei, sko, málið er, sko, á sama tíma að þú ert að tala sko, þú veist, feðraveldi, nauðgunarmenningu, kynbundið ofbeldi, þetta sé bara það sem er mest af í samfélaginu, skilurðu. Það finnst þér ekkert rétt að senda Kurani heim. Nei. Að stolka fucking félagsráðgjafa sinn. Þú veist, hún var með þessu neyðanapp, skilurðu. Já, hún er traumatæst, hún þorir ekki út úr húsi. Og hann, sko, og ég veit að þú hefur talað þetta áður, maður hef bara, hvernig hann hvað við þurftum að eyða mjög, þú veist, það er bara að vera 3-4 fangaverðir á honum 5 menn á vakt og nú var ég að heyra líka að það er allir starfsmenn á Kleppi bara, herru, við viljum bara burt þú veist fangelsin viljar ekki þú veist, okkur getum við ekki sko allavega í þessu dæmi senda hann eftir heim, skilur það á að senda hann heim, sko Helgi Rapp var að reyna að höfða til okkar eða bara skjóta hann Ég hugsaði þetta sem að Sverrir var að segja. Nei, ég alveg tala, ég hugsaði þetta sem Sverrir var að segja. Ég hugsaði bara, þetta er bara svona tilfelli, væri kannski bara best að lóa honum, sko. Ef ég væri hann, þá myndi ég satt í sig eitthvað svona loka triksi á Íslandi til þess að fokka öllu upp á þessu skipti. Ef ég væri Mohamed Kurani, þá myndi ég segjast upplifa mig sem konu og komast inn á kvennafangilsi. Þeir eru að setja hann í kvennafangilsi og þú veist, eitthvað svona. Þegar hann breytti nafninu sinni það ekki smá respekt fyrir honum og hann er rosalega mikið að sanna hvað þessi inngildingu þetta er mikið bullcrap hann er svona hann er svo mikið test á liðið sem vill bara allir inn open borders og þau eru öll bara
Þá getur breytt nafninu sinni Halla Tómasdóttur Varðin á kvennafókilsi Það væri reyndar alveg geggjað Kurani í kjólnum Sælardömmur Já, alveg tala Simma Davíð Alhamdulillah Þetta er bilasta dæmi sko, Þegar þú segir þetta þá er maður eiginlega bara pínu vonsvíkin að hann hafi ekki skipt kyn fyrir svona kóng Því að Helgi Hrafn var að höfða til okkar þegar hann var hérna með strákinanda Óskar Akkur getum við ekki gert bara undantekninga fyrir svona Ég væri til í að ef við ætlum að gera undantekninga fyrir svona þá verðum við að henda einum drullusokkur land í staðinn Ég væri til í að gera þessa skiptingu En sko mér finnst líka að við getum alveg þú veist, hælisleitenda kerfið okkar það er svo mikið hælisleitendum kerfið okkar þarf ekki að vera þannig að þú þarfst bara að koma hringa og íta á klukk Þannig virkar Við eigum bara að geta farið og handpikkað skilurðu Það var það sem ég var að leggja og ég er ekki að segja að Ég skal sjá það ég er ekki að segja svo við getum bara handpikkað hvítar kristna konur eitthvað svona ég bara segja Nei, bara með reitt og já Þetta er fín hugmynd Nei, þú veist, ég er ekki þarna Ég segi frekar, veljum fólk Jú, máli verið neyð Þetta er rosalega stór hópur En veljum þá sem eru ákjósanlegasti fyrir samfélagið okkar Fjölskyldu kannski konumann og börn þú veist, konu með eitt barn það er miklu meira þú veist Þú getur líka bara verið með fólk með menntun eða fólk með þetta, þú veist, hefur eitthvað sem okkur skortir í staðin fyrir að hugsa með sér, veljum þann sem er verst skattaður og er alveg pottþétt ógeðslega mikið kostnaðar af, helst sér sko munaðlaus og eitthvað svona, munaðleysingar er ekki eins og Peter Pan og Harry Potter. Nei, það tekur á það, ég veit að vinstri fólki heldur það, en það er ekki alveg svona, já, bara því miður og bara, þú veist, þú ert mögulega bara psykopath. Það tekur þá bara 10 ár aðlega samfélagi, þau eru bara að vera 10 ára bótum. Svona eins og sómalinir í Hollandi þá eða? Já, þetta sagði hún en það okkar besta kona, það er bara 10 ára bótum og þá eru bara tilbúinir. Þannig að eina sem við þurfum að gera er bara að vera tilbúinir til að borga þeim hálfa kúlu á mánuði í 10 ár. En gleymum ekki einu. Gerum bara þetta við svona 50.000 manns. Why not? Þú ert bara að ná eins og Ingimar sagði, þú ert bara að ná að hoppa klukka, þá ertu komin á luxushótel að séðum þig. Afganinn sem að kálaði, sem að myrti hundin, mannin sem var á labbi með hundi sinn daginn. Myrti hann hundin líka? Ásbrú? Nei, í London. Það er kannski gott. Hann skal ég segja, hann kom svoleiðis til landsins, hann kom ólöglega inn í landið, hann var tekinn, hann þurfti að fá due process, það þurfti að fara með hann á hótel eftir 2 ár inn í kerfinu, þá var það sagt bara, þú mátt bara vera þetta. Og þetta er kerfið og þú veist, og þess vegna sko ræðst kerfið á allt sem að tala gegn því eins og bara, sem menn eins og okkur, bara föðurlandsvíni, skilur, af því að það er bara föðurlandshatur sem er innbyggt í þetta kerfið. Þetta er bara kerfið að verja sig. Ég sé bara kærleikur gagnvart fólki yfir höfuð, það vil ekki fá, þú veist, föðurland er ekki föðurland, bara fólk sem er hérna inn í samfélaginu vill þetta ekki. Það er búið að gera, þú varst að tala um skoðanakönnun, þú veist hvað Sigríður Björk og Bylgjunni það var 96% og þú veist Kurani vilja hann allir úr landinu. Það er alveg sama með útlendingamála stefnu, það er 90% af fólki sem vil draga úr þessu, þetta er algjörlega rússnesk kosning, það er, þú veist, allir flokkar eru búin að lofa einhverju, spurningin er bara, hvaða flokkar heldur það verið sem actually standa við það sem þeir segja og það er ekki viðreist, það verður ekki samfylkingin og ekki verður það flokkur fólksins. Það er mestu bara svona ég veist bara að þetta flokkur fólksins ég hef aldrei séð flokk snúast jafn mikið flokkur fólksins er búin að vera komast í stjórn þau voru að tala um Sindri Jóhansson segir Kurani var í grínlaust betri forseti en Halla Tómas. Mér fannst mjög góð hugmynd sem einhver sagði sko að tækla 2 vandamál í einu, þetta er náttúrulega grín að vera með svona Alien vs. Predator leik sko, það eru 10 líkul aliens og sleftir í öskuliðinu og það er einn barnanýðingur og bara fyrstur til að ná honum og drepa hann það var allt myndað og það var gott raunveruleik sjónvarp klárlega sko. Glundróðin segir nota bene fólk sem vinnur hjá sýslumanni og útlendingastofnun fór á námskeið til að læra slökkva í sér, það er búið að hóta svo ofta kveikið. Ég á ekki erfitt með að trúa þessu. Var ekki einhver gæi sem var að hóta því að mæta þarna niður á útlendingastofnun og fremja ólýsanlegt verk, morð, hann sagði það bara. Já, þeir sem ég hef talað við sem hafa unnið í þessum geira og með þessu fólki, að þeir undan tekningarlaust breytast í bara svona óheflaða rasista, skilur, bara eitthvað svona
bara fólk frá þessum parti heimsins við bara eigum ekki, skilur, ég bara segja það sem mér hefur verið sagt nei, og ég er alltaf og þegar ég heyri svona, þá er alltaf titra ég af reiði, ég segi, getur ekki sagt svona og það fauk í mig en bara allt þetta lið og lögreglumenn sem ég tala við, sko, sem er að díla við þetta norðafríska lið, þú veist, bara allt þetta sómala og þetta pakk, skilur þeir eru bara, þeir breytast bara í full-blown ég bara spjalla við það, skilur, og þeir eru bara, það bara gengur eða líka að fá þetta fólk frá sem heimsluta að þetta er bara pakk, skilur þeir hafa reynsla af þessu fólki, þetta er ekki fordómar, þetta er bara reynsla af þessu fokkin pakki. Hvaða pakk er þetta að tala þetta sérstaklega? Þú veist, það er bara þetta er bara fucking staðan, skilur, þetta er bara staðan, þetta er bara ástandi sem búið að mynda í íslensku samfélagi, skilur, þetta er bara, þetta er idiots. Fyrirgeðu, Sverrir, ég er nú vissum að nú munu margir sem að verða reiðir yfir þessum orðum mæta og benda á það hversu mikið sómalir sem hafa mætt í samfélagi massavís hafa auðgaðu. Ég ætla bara að auglýsa eftir aðilum, ég ætla bara að auglýsa hérna eftir aðilum sem að vilja bara afsanna orð Sverris hérna og geta sýnt okkur fram á það að sómalir sem hafa mætt í massavísinni samfélag hafa auðgaðu og gert mun betri heldur þeir eru. Ég er bara að tala raunverulega reynslusögur af fólki sem er reynslu að því að lifa í kringum þetta lið og það er ekki hægt. Var þetta ekki augljóst kalt enn heimi? Jú, en þetta er bara að segja. Hérna kemur Cancel me, motherfuckers. Annel Zalewski, fyndi hvað fólk opna sig og sýnir sér rétt. Sko, Býtu ég að klára að lesa. Hvað sagði hann heiti? Annel Zalewski segir Vinur minn. Segir fyndið hvað fólk opnar sig og sýnir sitt rétta andlit eftir nokkra bjóra. Það er enginn að drekka bjóruna. Enginn að drekka bjóruna. Sverrir bara búin að drekka hvíta orku. Já. Á þess að við fyrir að tala allavega ég. Það var ekki gott að það því. Jú. Það veist ekki vera með þér á myndinni. Fyrirsögninni. Sverrir er illa svikinn ef hann verður ekki tekinn. Kemur ekki önnur tilraun. Ég held að þið fari að gefast upp á þessu fljótlega. Bara haldið áfram. Við getum allavega gert þetta hælisleitanda kerfi betra. Þú veist, við getum handpikkað fólki neða það eru fullt af, þú veist, búðum og hvað heitir þetta hanna? Flóttamannabúðum og þú veist alls konar svona sem við getum bara fara og sótt fólk fyrir að það sé að koma hingað. Við erum með marga milljarða, eða ekki á fólki, eru ekki með milljarða fólki sem að, þú veist, eru flóttamenn. Þannig að þú veist, við getum bara tekið við ákveðu mörgum. Ég held að það er ekki reyndar hópur af fólki sem heldur við getum tekið við endalast af fólki. Er það hlutverk íslenska ríkisins að vera að taka við ykkur fólk? Leðu okkur klára. Það er sinna þjónustu fyrir fólk sem er að borga í þetta kerfi og eru áunnið sér réttindi, ekki fyrir eitthvað fokkin lið út í heimi sem hvort sem að fuck that shit en samt sem áður það sem að gestur okkar er kannski aðeins að koma að er að ef þú myndir taka inn fólk sem er ekki sjálfbært. Já, þetta gæti sig eitthvað sem getur þá ertu bara komin í alltaf að pakka fyrir mér persónulega. En þá bara að horfa á fólk sem einhverjum svona efnaðslegar einingar, skilur, við erum bara að reka samfélagi hérna og bara ætlum við bara fórn og þú skiptir það. Þú bara kannski ekki nóg mikið kapitalisti, sko. Ég held líka, mér finnst allt í lagi að sko hjálpa, mér finnst við vera að gera það bara illa, skilur. Ég vil, þú veist, frekar hjálpa færri og gera það vel, skilur þú? Við vitum samt að ef við værum fjölskylda. Við fyrst að hafa allt tipp-topp náttúrulega í Íslandi. Það verður aldrei gerast. Ef við myndum sinna, ef við smækkum þetta niður og við myndum segja að þú væri með fjölskyldu, þetta er 7 börn eða eitthvað, og þú væri að gera hluti, þú væri að vanrækja börnin af því þú ert að hjálpa aðilum sem eru í hverfinu við hliðina, það myndi allir kalla þig ömulegan pappa. Þú værir ömulegu faðir. Þú værir kannski ekki slæmi maður, en þú værir ömulegur fjölskyldufaðir. Þú ert kannski ekki slæmi maður, en þú ert ömulegu pappi. Mín afstaða er þú veist, kannski ekki alveg svo sama og Sverris, en ég er á því að við getum verið með kerfi sem er sjálfbært og þú veist, er ekki að auka glæpatíðni, er ekki að koma niður á almannaheil, er ekki að skapa vandamál og svo framvegis. Ég held að við þurftum að taka okkur pásu kannski í einhver tíma, ég held að við þurfum að endurskoða þetta. Ég held að við þurfum að jafna okkur, en ég
og ég vil gera greinamundið með svo flóttamönnum og innflytjendur sem að koma, er ekki sækja ríkisborgar rétt og eru að koma til þess að vinna. Þetta ekki sömu hóparnir. En þó svo ég ætla ekki að gera orð Sverris að mínum, að þá það enga síður. En ertu ósammála? Ítum á rekord. Já, þú veist bara. Þetta samt bara staðan, strókar. Þetta bara staðan. Þú múin að fara og tjáðu það. Málið að ef þú horfir á gögnin sem að við höfum, ef þú horfir á greininguna sem að danska ríkið lét gera, ef þú horfir á greininguna sem hollendingar létu gera og báru sama þjóðfélagshópa, þá kemur þetta ekkit sérstaklega vel út fyrir fólk sem þú veist að nefna. Kemur hræðilega 160 milljónir í mínus per ár per mann, 100 svo leiðis, eða 1000 116 milljónir þá, miljardar fyrir geðu. Þannig að þetta ekki með upp sem að Helgi Hrafn nennir úr rúminu fyrir. Já, hann myndi nenn að skoða það. Þannig þetta eru rosalega upphæðir og þetta eitthvað sem að getur ekki gengið upp. Þú bara getur ekki gengið upp. Svona, þú veist, það engin möguleiki. Þú veist, og ég held að það sé aðal skilaboð. Líka ekki einu sinni hent Kevin Kurani út úr landi. Það skýrasta myndin að þetta kerfi virkar ekki fyrst og áður en við klálega sko. Ég held að það sé birtingamynd að þessu átreitsi sem við sáum rétt á skilur, þú veist, ef þetta væri kona því við erum að gera television sem að vera með neyðanappin, skilur þú veist ég ætla ekki að segja hvað ég myndi gera nei, nákvæmlega, en þú veist þetta verðum átt okkur á því að þú getur giskað við erum líka bara að gera skemmtiefni þetta er bara það sem fólk vill og málið ef fólk bara áttar sig á því hvað raunverulega í gangi, hversu miklum pening við erum að sóa í þetta pakk að þú veist, þá væri fólk miklu reiða, það væri bara þessi viðbrögð eru bara eðlilega með að við fokkin kjaftaði sem í gangi nú það sem að Sverrir að segja bara nokkrum árum á eftir því sem að, kanslari Þýskalands kom og sagði, hann sagði bara velferðið og kerfið okkar stendur ekki lengur undir sig þetta bara hlutur, þetta bara það sem að hann sagði bara beint út ég var að senda Helga það sem að ég held að sé ekki Seðlabankastjóri í Kanada var að koma og segja að þeir eru búin að fá sko 20-faldast innflytjendafjöldin hjá þeim, þetta eru mest allt Indverjar sem eru að koma inn til Kanada, þeir ráða bara aðra Indverja í vinnu og annað sko, það bara staðreynd og þar var verið að segja, nú þurfa bara Kanadamenn að fara að sætta sig við bara minni lífsgæði þetta eru hans orð, ekki mín og það bara ég sá þessu sendið minn og hann var að tala eitthvað, ég veit ekki nákvæmlega af hverju það var en hann var að tala þetta að krafan og lífsgæði myndi bara lækka núna með tímann sko. Og rauninni eini munurinn á Kanada og Þjóðverjum og Íslandi kannski 6-7 ár. Ég til að spyrja hlustendur Björgkastins og bara íslensku þjóðina eru þið tilbúinir til þess að lækka ykkar lífsgæði fyrir þessa sómala sem eru þarna á Ásbrú? Finnst ykkur að þess virði? Pælið í þessu? Ég sagði bara eins og ég sagði við Helga Hrafn það staðan. Ef það kostar börnin mín svo mikið sem 100 kall þá vil ég ekki gera neitt ekki bara 100 kall, þetta eru bara svo mikið sem 100 kall við erum bara já þetta fílar þú já við erum klukkan og annar við erum búin að eiga geggjaðan þátt Nígeríu já og það Nígeríu mér langar bara að þakka hlustendur fyrir þakka Ingimar fyrir að koma það ekki auðvelt fyrir svona sexy menn að yfirgefa konuna sína í þetta náttúrulega tíma 3 börn sko, 1 mánaða gamalt sko. Já, til hamingju. Það bara svoleiðis. Ég þarf líka að bruna heim. Takk kærlega. Þannig að bara takk kærlega. Það ég ekki að slá þig einu sinni með. Ég væri samt til ég að biðja fréttamennum eitt að þið eru að gera fréttur Sverrir að klippa mig út úr rammanum. Nei, hafið hann með. Smá blörra. Markmið náttúrulega að taka búa til eina klippu í hverjum þætti sem að nógu mikil geðbilun til þess að íslensku miðlarnir pikki hann upp. Eða nenn okkur ekki við fáum umfjöllunina og við erum að reyna að stækka brandið. Ég líka annarkort að fjallið það og reyni það sem þið reyndu við þig eða þá bara einfallega þeir gefast upp á að reyna að taka okkur niður. Og nú þarf ég alltaf að reyna að ganga lengra og lengra því að þú veist, þeir náðu ekki kanselmi fyrir þetta þarna í síðustu viku eða þetta með Helga, þannig að nú þarf ég að ganga aðeins lengra til þess að nenni að reyna að cancela mér í þetta skiptið. Það er rétt. Já, þetta... Ég ætla líka að bruna hérna. 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 Ég ætla líka að bruna
Ég er að mæta í BDSM Við vorum í 95 live áhörundum eftir næstu 3,5 tíma þegar við byrjuðum að kveðja enn í 88. Erum við búnir? Nei. Já, það ekki. 88, er það ekki hundaflauta? Það er hundaflauta, jú, 88 er hundaflauta. Við erum í 80. Já. Þetta endaði ekki vel. Herri, já, ég bara vil þakka kærlega fyrir mig og we love you. Við elskum ykkur. Einhverjir sem er að bíða með mólótofið.